Komið að playa? Já, herru, það komið að playa okkur drengir. Það hérna, og eins og allir sjá, þá Helgi okkar, hann löngu sestur. Ég búinn að vera hérna lengi. En hérna, bara velkomin í dag og hérna, eða kvöld. Við verðum með helvíti góðan þátt held ég. Helgi mér sem með punkt að skrifa það niður. Já, ég fekk spurninga fyrir þáttinn. Já. Við verðum með söfnun á eftir. Ég ætla að tilkynum það á eftir, svona þegar fleiri hafa fengið tækifæri til að bara, koma sér að skjánum. En ég heiti semst Jón Þormar og með mér Sverrir Helgason. Góða kvöldið, hlustendur. Og Helgi Bjarnason. Helgi Bjarnason og gesturinn okkar, Kolbeinn Hólmar, og kannski fá þau til að kynna það aðeins. Já, bara heyrðu, takk fyrir að bjóða mér. Ég heiti Kolbeinn, ég er hérna félagsfræðingur og mennt, starfa sem dósent í félagsráðgjafa til háskólans og ljúft og skylt að taka það fram að ekkert sem ég segi endurspeglar skoðanir vinnuveitenda en ég er samstarfsmaður. Hérna... Mannustjóri háskólans, vonandi að horfa. Þú getur fyrir ekki að við skulum aðeins, þú getur læst stólum líka, þannig að ég til mis verða að vera með hann læstan, annars er ég alltaf í mikið til fjallega frá mæknum sko. Já, ítir ykkur pinna. Það er ykkur pinna hérna út um allt, já. Skal aðstofa hérna. En hérna, allt sem hann segir endurspeglar álit háskólans eða ekki? Jú, sérstaklega þá kynjafræðildurinn. Og ég vona að við sem ekki... Við erum vanir því að hver og einn ber bara ábyrgð sínum orðum hérna. Já, þú veist. Við erum ekkert að flækja það. Nei. En það er nú heldur betur, ef ekki bara byrja á, hvað segir maður, the elephant in the room. Við erum með hérna björgunarsveitakallinn. Já. Og það er nú... Þú ætlar að auglýsa líka að það ekki hérna... Jú, söfnunina, það bara, ég ætla að gera þeirra konur fleiri að skjánum. Ef við getum gert oftar en eins. Já. Bara fyrir það... Minkunar aðgerð fyrir því, Helgi. Já. Samlega fyrir. Keipa minkunar aðgerð fyrir Helga. Ekki veitur af. En við erum með smá söfnun sem að hérna... Sem að við erum búin að benda á. Við kannski setjum inn í... Kannski getum pinnað númerið í tjattið á eftir. Og hérna við erum að skali segja að þið er safna fyrir hann Birni litla sem ég birti mynd af, þetta er bara nokkra daga gamall, komust að því, hann er hjartagalli og hérna hann er búin að fara í 3 aðgerðir, þetta sé bara orðið nokkra vikna, þarf að fara í fleiri eftir bara hvernig hann þolir það og fjölskyldan að mikil tekjumissir, pappin er verktæki, þannig að þetta er 100% tekjumissir fyrir hann. Topp fólk og við ætlum að gera það sem við getum til að steyða við baki á þeim og hérna vonandi bara að taka þetta þátt í því með okkur. Já, það verður gaman. Já, bara vonandi og það var mjög vel tekið í það strax og við settum þetta í Facebook-hópin okkar og voru þó nokkuð margir sem að styrktu fjölskylduna og ég hviti alltaf til að gera það sama. Ég held líka að okkar söfnur sé svona kannski yfir meðalega góðar manneskjur. Já, þeir eru aðeins betri en aðrir. Já, það er betra fólk heldur en aðrir, sko. Að þessi sé eitthvað monta mig. Ég myndi halda það, við séum með, já, yfir ég held líka, sko, að þetta er svo mikið að strákum að þetta geti farið í tippakefni. Já. Já, met. Það væri mjög gott. Sérstaklega eftir svona 4 bjóra. Já. Það væri líka geggjað ef að þeir sem að myndu svo kannski skora á næsta mann sem þeir kannast eitthvað við, sko. Já. En enga síður, þá er engin þrýstingur og ef að menn hafi ekki ráð á því, þá náttúrulega bara sjálfsögðu er ekkert þannig. Við erum bara að gera það sem við getum og viljum bara leggja þeim lið því að þú veist, ég get sagt bara fyrir mitt leiti, bara ég sá þessa mynd og þetta bara kramdi mér hjarta svo ég sé alveg því þetta hefði getið verið, þetta er svo öll að getið verið ég sko. Þú veist, ég var eignast barn með Downs og það er 40% líkur á að sé ykkur hjartagallar en það er ekkert í okkar tilfelli en þú veist, það er svo öll að geta verið við, þetta bara snert eitthvað í mér og hérna já, mér langar að gera það sem við getum. Þú ert tilfinningavera, Jón. Mikil tilfinningavera. Já, mikil tilfinningavera. Gott. Við hvað mér miðaldra maður. Já. Ég næ ekki að ungur. Ég kemist ekki í unga miðflokksmenn. Þú ert ekki að glíma við eitra kallmennsku. Þú ert ekki að glíma við, þú veist, ég veit alveg svona hvað er eitra kallmennsku. Já, það fyrir eftir hvernig þú spyrir. Það er bara... Já, það sé ekki svoleiðis. Þú ert að glíma við hana, sko. Þú ert að vera farsjúkur, sko. Ég er alveg ótrúlega eitrað, sko. Ég sennilega líka. Ef ég hefði skýrt þáttinn, þá hefði það líklega verið eitrið. Já, Nonni er alveg meira wholesome, hann er betri manneski heldur en alltaf við tveir. Já, ég er svona, þú veist, ég er svona vinuðinn sem að segja þér allt sem er að. Já. Ég hlusta ekkert rosalega mikið. Já. Hvað segir þú, Kolbeinn? Hvað myndið þú túlka sem eitra kallmennsku þarna eða þið upp í HÍ? Já, flokksílíðan meinar við. Þetta er eitthvað hugtökum sem ég bara átt aldrei erfitt með.
Sko, ég veist ekki það að segja einhvers konar hegðun, þú veist, bara 3 alstu. Já. Þá var það bara svona almennt samvild álit aðeins nær mikrofónum mín og allra vina minna að menn sem til dæmis beittu konar ofbeldi væri bara lægsta svo. Já. Þannig að hérna það hefur lengi verið konsensus það. Já. Það er einhvern veginn þess vegna hugmyndin nauðgunarkultúr finnst mér aldrei skrítin því að til dæmis það var aldrei viðurkennt að það væri bara allt í lagi nauðganir. Aldrei síðan hluta pakkanum. Sko. En skilgreiningarnar bæði á ofbeldi og nauðgun voru víkka alveg gríðarlega. Já, þannig að það sé gerst. Ég efast ekki það að það séu sko hafi verið einhver gaurar, þú veist, sem voru þarna og þeir voru eitthvað svona, þú veist, going overboard í einhvern hrottaskap og umvelheitum, sko. Já. Og þetta eru kallmenn og þeir voru toxic. Svo bara eins og með þessi toxic kallmenn, sko, þetta er eiginlega hugtak sem að, sko, það er víkka át líka. Já. Það er aldrei erfitt að, þú veist, að setja fingurinn alveg á það, en þetta er svona hugmynd sem hefur einhvern við sjáum þetta meira maður fylgist með sko þessum menningarstríðsumræðin í Bandaríkjunum þá ertu með sko eigir einhvern tíma á þessum hlutum á TikTok eða YouTube þá ertu að sjá þessu vídeo þar sem að raunveru bara það að vera kallkyn sér toxic. Já, ég er sammála því. Ég held að rosalega mikið af þeim sem er að tala toxic kallmennsku sé kannski ekkit endilega að tala það nákvæmlega þannig. Nei. En þetta er svona hugtök. Ég held að þetta sé ekki ætlunin en þetta fer þá. Já. Það er nefnilega með all hugtök að sko það er svo auðvelt að breyta þeim í vopn. Já. Bara eins og þú rækst þið á hérna í síðasta þætti að hugtök sem er búið að breyta um vopn er rasismi eða fasismi eitthvað slíkt sko. Við vorum ekki að reyna að eiga mjög málefnilega umræðu þetta sko við Helga Hrafn og við sammæltumst alveg það að það væri munur á fólki eftir uppruna og það var enginn að halda í framtíð með þessa erðarlegu fræðilegu þáttur væri 100%. Þannig bara, þú veist, það er bara lítill genetísku þáttur. Þú veist, fræðimenn samkvæmt skólabóki HÍ segja 50-70%. Við erum ekkert að Nei, en það er alveg umdeilt hversu mörg prósent það eru. En þú veist, við vorum bara að fylgja litteratúrnum, sko, eða svona, þú veist, bara projekta, sko. Og ég meina, það er náttúrulega þessi furðulega, sko, viðkomning akkord þeirri hugmynd að við séum dýr. Já, það er mitt. Og við vitum bara með svona hlutin sem erðafræðina að til dæmis virðist, það er með aðsmiðismyndir til rannsóknum, en þú veist bara greind er eitthvað litið alltaf 20% af henni er erðafræðir. Minnstakosti, hún er aldrei undir því allavega, sko. Nei, og svo er það alltaf spurningin, sko, hvað gerist, þú veist, hvort að einstaklega fæðist í umhverfi sem að sko gefur hann tækifæri til þess að dafna og þroskast áfram. Það er að minnstakosti jafnstór þáttur. Sko, en þú veist, við erum ennþá dýr, þetta er bara hans sem margt sem er frumstætt og bara harðvírað í okkur. Já, við erum líka gerð til þess að lifa af, þannig að einmitt, ef við fæðumst í umhverfi það sem er hérna, þú veist, líka með forgangsraða þroska, þú veist, og það getur tekið jafnvel nokkrar kynslóðir að vera komin upp í sömu genatjáningu og þú varst kannski góðæri, þú veist, í marga kynslóðir eru röð, sko. Þú veist, það eru epigenetics þannig líka, þetta er kallað Flynn-effekt. En hérna, já, einmitt þarna fyrir nokkuð þáttum og vorum með Helga Hrafni og við vorum að ræða sko þetta að hérna það hafi verið jafnvel prjónað þessi yfir sig að hálfu feminista í aðferðafræði sinni svona og mér heyrist þú takast undir það að þetta hafi farið jafnvel að vera út í ég sést að voru svona sammála það að þetta hafi farið að verða kannski ákveðið vopn svona aðferðafræði sem að var fyrst á svona, þú veist, það voru góð gildi, þú veist, fólk var að sameinast jafnrétti, en fór út í það að verða bara svona eins og árás að einhverjum hluta á kallmenn, sko, og kallmennsku eins og þú varst að lýsa. Hvað finnst þér þetta? Ég held að það sé alveg rétt, allavega hluti, sko, þannig eitt, tölum femist en svo að sé einhverju svona monokultúr, sko. Sem það er ekki. Nei, femistarhefingin alveg fáránlega margbrotin og klofin og fulla vinnbyrðs átökum, sko, og hérna en það er alveg hlutan og eitt kannski sem gerist alltaf með svona málstæði að þegar þeir byrja að vinna sigra þá byrja þeir að búa til störf. Já, akkurat. Og þá fyrir þetta að vera karriér fyrir fólki. Þá byrja þeir að nota þessa hluti sem vopn á móti samkennisaðalum til þess að koma sjálfsýr á framfæri. Það er alls konar svona hvatakerfi verður skrítið. Hvatakerfi verður skrítið, rannsóknir, aðferðafræði verður breytast jafnvel. Já. Tölfræðilega nálganir, það er hægt að leiðrétta fyrir ákveðnum breytum eins og þeim eins og vinnumarkaði. Já. Verður tekið eftir þessu?
ég hef svona ekki fylgst með því hvernig það verið að tækla eins og með kynbundna launamönnum sko og allt það, hvort það hafa breyst eitthvað þar. Ég hef meiri áhyggjur af ákveðnum öðrum hlutum af akademíuna, því við getum alltaf, ef við sjáum að það er hægt að stýra fyrir ákveðnum breytu, þá sjáum við þá að við getum rifist. Þetta verður oft miklu erfiðara þegar fólk er að vinna með þessi svokölluðu eiginlegu gögn sem engin annar fer að sjá. Við erum öll háð túlkun rannsakandans og ef rannsakandinn mætir sko inn í rannsóknina með mjög sterkari fyrirframgjarnar hugmyndir, þá er mjög auðvelt fyrir hann að framleiða niðurstöðuna sem hann vill. Og og bara þú veist hvað fólk er tilbúið að stökkva á sko hugmyndir sem staðfestir eigin sjónarhorn. Það var áður en að X varð X og hér Twitter. Þá var birt grein í einhverju írsku dagblaði það að sólarbekkir og gervibrunka væru rasismi. Það væri verið að sem sagt ég keypti vaxtarækt, ég er mesturinn á öllum þetta alveg, það er allt á mig. Þú er búin að vera að því að sem sagt eigna þér lífsreynslu og upplifanir þér dekkri einstaklinga, þannig að ég fór nú, var einmitt að keppa á móti þarna einhvern tíðan í Vegas og fór svo út með sko vinahópi að feldu okkur mönnum sko, ég átti samt ekki séns í þá sko. Nei. Þeim fannst það ekki óþægilegt að ég var í tannaður. En verðum við ekki að ræða þá sko, væri þá ekki rasismi að reyna að vera sem allra hvítastur, það svona ég vil að blýta þig sko. Þetta verður alltaf svona absurdismi sko, þú veist þetta kom í ljós að þetta greinin var eignuð einhverjum sem sagt aktivista í Írlandi sem að stegur svo fram og sagði ég á ekkert í þessari grein, ég hef aldrei séð hann að skrifa ekki staf í henni. Þá komst þér að þetta var svona hoax. Það voru samt einhverjir 100.000 mannar sem að deildu þessu með velþóknun. Þú veist að þetta staðfesti þetta. Þetta cultural appropriation og þetta, ég hef einhvern veginn aldrei skilið þetta. Ég hef ferðast alveg þokkalega víða og allstaðar sem ég komið ég var með Emirötum út í Dubai og ég spurði hvort þeir ættu svona föt fyrir mig og það var tekið bara rosalega vel í það og ég og vikingufélagi minn vorum í Emirata-klæðunum og þeir settu kirtlana hausinn á okkur og eitthvað svona, þetta var bara hrikaleg stemning. Ég finnst mjög gaman að pæla í sko, ef við myndum snúa sér við, ef þú væri að labba niður Laugaveginn og þú myndir sjá asíska konu í þjóðbúningu vittur takar bara snúara niður bara menningar, þessi pæling er bara basically en að því að þessi hópur gerir þetta líka svolítið á móti, eins og þú veist það kannski kemur asísk fjallkona eða þú veist einhver svona sem er dökkur til þess að augra þessu og er að gera það viljandi og ég meina, hver sem er farin inn á búning fyrir mér, en mér finnst það skrítið það því að mér finnst þetta svolítið projekta þar sem þau eru að fordæma. Vitið hvað er fyndnast við þetta? Er að hugmyndin er sko að af því að þessar þjóðir sem að þessi feministar og eitthvað svona þú veist, í Afríku og eitthvað svona, þeir líta svo mikið niður á þetta fólk og hugsa bara eitthvað svona, þetta er svo miklu aumingjar að við sem hvítimenn, við megum ekki fara í búningi þeirra, þau horfa á þetta fólk þannig bara, þetta er það miklu aumingjar, skilju, en ef það er öfugt, þá er það allt í lagi og þetta er náttúrulega bara 100% þetta er nefnilega miklu meiri rasismi sko. Já, þeim, af því að þetta er bara eitthvað, já, hvítimaður má ekki gera þetta þetta er svona með skilríkin í Bandaríkjunum þegar svartir áttu ekki geta farið og fengið sér skilríki eins og allir aðrir og maður bara, þú veist, hvað ertu farin að koma fram við þessu fatlaðir eða? Já, ég meina, þetta er náttúrulega sko, þetta er svona að það verða infantilisera fólk. Það verður að segja að það er bara fórnlega aðstæðan það getur ekki sjálft gert og við þurfum einhvern veginn að venda. Þetta er svona white savior komplex á mjög háu stíi. White savior er heldur flott orð. Nema þetta fólk er mjög fljótt að fordæma aðra fyrir nákvæmlega sem að hegðun. Malcolm X talaði að hvíti lippin væri bara versti óvinur svarta mannsins. Ég held að það sé alveg til í því 100% þannig sko. Er þetta ekki svolítið, þú ert í félagsræðdeild, er það ekki? Ég er í félagsráðgjafadeildinni. Okay. Og það er koncept sem að Freud kom með sem var the all devouring mother. Og mér finnst þetta svolítið svona makroversion af því að þú ert að infantilisera þarna hóp og þú ert að taka ábyrgðin úr höndunum á þeim og svoleiðis. Finnst þér þetta eiga svona Ég er ekki mikill Freud aðdáandi sko, en ég sé alveg hvernig tengingin kemur. Þetta er hugsaði lagið Mother eftir Pink Floyd sem fjallar akkurat þessa overbearing
controlling móður, sko. Ég veit ekki, sko, ég held að það sé alltaf þessi sterkir tenda, sko, það er þessi intellektualismi í kringum þetta. Ég ætla aðeins að stoppa bara vegna þess að okkar maður Stiffarinn var að henda hennin 7500 kalli, það fer beint í söfnunna. King Stiff. Menn geta annarkvort lagt inn á reikningin sem að er búið að pinna eða sett hérna. Ég myndi mæla með því að setja inn á reikningin því að annars tekur YouTube 30% af þessu. Þannig að, en bara Stiffarinn bara þvílíkur maður, okkar maður. Bara, King. Kongur, fyrir ekki að bara halda á hana, við stoppum alltaf þegar kemur eitthvað svona. Ég meina, þú veist, það er líka svona, sko, hvernig afslutur sem byrtir í þessu. Á sínum tíma, hérna á 7. áratugum, þá voru sko hvítir háskólanemar fara í matsalna hjá svörtunemum og svertareglunar til þess að sína að aðeins nær fyrir ekki þeir vilja sem sagt brjóta niður þessa múra á milli hópana. Hugmyndur það að það séu mismundi aðbúnaður og aðstöður fyrir fólk eftir húðlit er bara absúrt og þeir ákveða að ráðast gegn því. Það sem hefur gerst á síðust árum í sem bandarískum háskólum er það sko komin þessi hugmyndum að það þurfa að vera sérstakar hérna heimavistir til dæmis fyrir fólk eftir etnískum uppruna. Og það er allt í enn orðin sko progressífa hugmyndin sem að var unnið að því að brjóta niður. Það er búið að snúa öll á kvól, sko. Og líka sér útskriftir. Sér útskriftir, svo var það hérna þetta hljómar bara vel. Vinnustöðum. Já, þetta er einmitt, maður hefði haldið það sko að maður sem var í hvítu orkunni myndi segja eitthvað svona. En hérna náttúrulega svo þið fyndið einmitt að það verið að byggja þessa ósýnilegu múra aftur sem að verða svolítið sýnilegir og svo er það fordæmt sko einmitt. Sko ég fá einhvern veginn framfara og þetta verður bara einhvern veginn svona allt í enn hægt að hljóðu myndi fara saman, þetta verður allt ógeðslega skrítið. Já. Og hérna vinnustöðum Bandaríkjunum hafa verið svona sko hérna racial affinity groups þar sem að hvíta fólki á að hittast og ræða forréttindi sín og fólk sem er ekki hvíta á að hittast og kvartundar hvíta fólkinu. Þetta er svolítið svona að setja saman í hóp og niðurlega hvort annað einhvern veginn. Já, svona. Jú var ég til í að sitja eitt svona session. Horfa á fólki og spá, þú veist, hvers konar fucking aumingi ertu að þú endaði hérna. Ógeðslega vel. Ég myndi líka svo vel með sjálf mig að ég væri þetta, sko. Ég hef oft pælt í svona eins og með framfarir, þegar Lippin er alltaf að tala um framfarir, eins og við séum árið 2025, að við séum komin einhvern veginn lengra í hugsun heldur bara árið 2015, hvað þá árið 2005, 2090, þú veist, þessi hugsun meikar úrslega mikinn sens, þegar maður hugsa, þú veist, en er hún á einhvern rétt af sér, skilur, erum við komin eitthvað lengra í hugsun, erum við bara með núna eða bara 1975 skilur, eru hugmyndirnar sem við höfum lífið eitthvað mikið betri eða farsælli, skilur, það er tækniframfarir klárlega og það eru, skilur, en svona okkar philosophical, þú veist, þessar hugmyndir sem að móta hvernig við skynjum og upplifum veruleikan, eru þær eitthvað lengra, betri, bera þær af sér betri ávist heldur en það sem var hérna áður fyrir. Ég er ekkert endilega vissu það, sko. Nei, sko, ég held að það er fólk horfur kannski á söguna í einhverjum stóru dráttum, horfur til þess bara á Evrópu og þá kannski hugsa það, ok, frá 1000 hafa hlutir batnað heilmikið, heilt yfir. En ekki beinni línu? Nei, þannig að er ekki bein lína. Og það er ekki... Steven Pinker skrifar einmitt bókum þetta, hann er professor í psychology Harvard. Og þetta er nefnilega, sko, það er ekkert garantí fyrir því að þetta verði endalist alltaf betra in the long run, sko. Nei. Það sem er náttúrulega, þetta er ákveðið tímabil í hugmyndasögunni þar sem að, sko, er ennþá varpa skuggaði hvernig margir hugsa framvindasögunar. Þetta er náttúrulega kannski skýrast í Marx sem sér, sko, söguna þannig að þú með eitthvað samfélag, það er einhverjir sem að stjórna framstækjunum, einhverjir sem þurfa að vinna við þau, þú er eitthvað tækniframfarir, það kemur fram ný stétt með nýja tækni og það verður samfélagsbreytingar. Og hver samfélagsbreyting er alltaf betri enn svona undan en verri enn svo sem kemur eftir. Þetta er eitthvað svona hugmyndinu það að til lengri tíma litið þá muni sko sagan, þetta er hérna frasin sem að Martin Luther King vitnaði, hérna the long arc of history bends towards justice. En sagan náttúrulega bara, þú veist, kommunistinn sagði líka einhvern tíma að taka 2 skrif aftur og bak til þess að taka 1 áfram. Eitt skrif aftur og bak til þess að taka 2 áfram, en ég er svona snýðað þessu. Ég held að nútíma maðurinn hafi líka svolítið bjagaða hugmynd á réttlæti og við erum búin að fá, held ég, við erum búin að svona réttlæti eins og birtist okkur oftast bara í okkar samfélagi er einhvers konar gerfi réttlæti. Svona eitthvað performatíft réttlæti, ekkert raunverulegt réttlæti, það er ekkert verið að fulla það er bara að vera, þú veist, þetta vók réttlæti sem í rauninni engu skilar.
og ég vókur réttlæti, sorry ég gríp inn ég svona eins og þú veist svona ákveðin narsisismi að því að það verið að sýnast það verið að sýnast góður en þú ert í rauninni að gera algjörlega bare minimum og þú ert ekki, og jafnvel gera slæmt. Ég held nefnilega, einmitt, að þessi sko verra að fá performatíft réttlæti og fá raunverulega ekkert réttlæti, heldur en bara ekkert réttlæti. Þetta gefur eitthvað svona sýnum að við séum réttlátt og góð og eitthvað svona. Ég held að sé ekki gott að hafa eitthvað, þú veist. Og kemur inn á það sem að þú varst að segja að því að þú veist, það verður svona career, pólitík í hlutunum. Að því að þú veist, þú ert komin í ágæti stöðu að því að þú varst að vinna fyrir einhver samstök sem voru að búa til eitthvað réttlæti og fyrir að skrifa einhverja löggjöf jafnvel og ýmislegt svona og svo þetta orðið þitt lífsviðurværi og þú þurft svolítið að verja þessi búið til fyrir pening, þú ert alltaf meir og meir í pening. Þannig að þú veist, bara mitt eftir í hug, þú veist, Egill Helgason og fleiri sko sem eru farin að lifa svolítið á þessu sko. Ég sé líka bara sko, eins og síðastir pólitíker sem þú átt að trista til þess að bæta stöðu hópstíðins, þessi pólitíker sem berjast fyrir stöðu hópstíðins. Af því að sko bara horfir eins og sérstaklega í Bandaríkjunum, við eigum hérna Jesse Jackson og fleiri þannig sem voru, þú veist, voru þingmenn og stjórnmálmenn í Bandaríkjunum og hérna voru sem sagt svona talsmenn svartra Bandaríkjamanna. Þeirra karriér náttúrulega byggður á því að það sé mismun. Allur hvatinn fyrir þá að ekki leysa. Eiga svona lítil moment þar sem eiga lilla symbolíska sigra, kannski ná að bæta eitthvað bíluti hér, en leið og vandamálið leyst. Og búa til gerfi réttlæti. Mér langar að skjóta inn í mitt sko, það komið svolítið óvart þegar ég fór í rauðaborðið. Ég held alltaf að þetta væri svona hálfgert ég held bara að fólk talaði bara svona á netinu en þá var hún Marja vinkona mín sem ég kann alveg furðu vel við með hvað við höfum ólíka skoðanir. En hún talaði mikið um svona, þessa ofbeldi, svona nauðgunar menningu sem kallar stæðu fyrir. Og þú veist, ég er alltaf að reyna að finna hvar þetta í rauninni til, sko, því að sko, segja sem svo að ég þekki engan, allavega ekki að mér vitandi og ef hann svoleiðis þá hann ekki vinur minn eftir það. Ef við varum saman í hóp og einhver væri bara að segja svo var kallinn bara nauðgum helgina það bara ekki bara þið illa tekið, þú bara lamin, skilur þú veist, bara í öllum hópum sem ég bara veit kallinn var bara, kallinn nauðgaði 2 helgina, voru þið að gera eitthvað í Eyjum eða þú veist, eitthvað svona þetta voru klift þetta voru nota svo mikið gegn það væri svo fyndið, sko það var svo mikið eftir að gera sko, þetta verður bara eitthvað svona rugl á milli ég gerði það bara sjálfur áður en einhver annan er hvít orka og svo kemur þetta þessi menning bara hvergi til sem að ég sé, sko og maður sá þetta líka, þú veist, ég sá þú voru að tala um sko í þessum mótmælum eða hvað sem þessi kvenna mótmæli daginn sko, það voru að tala um þú veist að það gríðarlega langt í land samt eru við komin sko í þessum prósentum lengst af öllum en þú veist, hvað það bara svona, það er ekkert eitthvað svona hvað það sko, en mér fannst það bara svo fyndið bara, það gríðarlega langt í land þetta svo galið þetta svo galið, þetta algjörlega galið en mér langar að spyrja þig að því að ég fór að lesa svona, það eru alls konar svona vísitölur og kvarðar og svona sem notaði til þess að miða hversu langt eru við komin og ég sá að margir þessi kvarðar voru bara pínu absúrt þú gast að þeir eru komist í 100% og það er eiginlega bara ekki hægt Nei, það er náttúrulega og enginn af þeim tók inn í einhver karlréttindi til dæmis það sem halla á karl og þetta er náttúrulega sko átaki við að bæta stöðu hvernig sko gagvart köllum á forsendum kalla. Það er eiginlega hluta því sem pínu absúrdi við þetta allt saman. Er það að sko áherslan var lengi vel fyrst og fremst að þá integrera konur á vinnumarkað, integrera þær í karriertrekkin og allt þetta. Það var aldrei þetta gagnkvæma viðbragðum það og hvernig ætlum við svo að integrera kalla þá meira inn á heimilið og engalífið og alla ummunna. Og ég meina það hafi komið þessi seinni tíð en hluti af vandamálinu er það að oft er að vera að ræða þetta, þá fer maður bara svona, þetta er bara feðraveldið og þegar einhver segir við mig þetta er bara feðraveldið, þá hefur ekkert verið útskýrt. Ég þarf bara að vita hver nákvæmlega gerði hvað, af hverju, hvað grættur á því, af hverju voru þær að standa í þessu. Og það er þetta með, sko, þetta er svona hugtöku svo feðraveldi og hvað var að segja, nauðgunarmenning til dæmis, það er svona frekar loðin og óljós hugtök sem einhvern veginn hægt að nota til þess að vopna það
og svo kemur bara á ég að trúa því að þú afneitir tilvist þessa Já, þess einhvers sko, ég algjörlega á því að það hallar á konur á ýmsum sviðum í samfélagi það hallar líka að kalla í sumum sviðum líka og svolítið ábyrrandi mikið eins og í HÍ það náttúrulega meira en 2 konur heldur fyrir hvert kall núna og þú veist ég meina ég myndi segja minnst í forræðismálum það er búið að reyna að jafna það út en það hefur gengið illa það hefur gengið mjög illa og sem sagt ef maður bara hugsa sko heildapakkan þetta er líka stétta sko því að konur sem hafa það verst fólki sem hefur það verst á íslensku vinnumarkaði eru konur sem að vinna í sko láglaunastörfunum hjá hinu opinbera, sérstaklega hjá sveitarfélögunum. Það er fólk sem er í umönnastörfum, þetta er lægstlaunauðu störfin, sem er kvennastörf. Ég held að það sé eitthvað sem er full ástæða til að sko lifta upp, en sko konar sem eru að tala hvað þessi greiða land í land, það er oft sko millistæða konur í valdastöðum í samfélaginu og... Sjára átta borgarstjóran. Þetta var svona FKA samkoma. Já. Og það er nefnilega það sem er FKA félag kvenna í atvinnulífinu og náttúrulega sjáu hvernig Sólveig Anna hefur gagnrýnt þetta mjög mikið og beitt sko Já, ég verð bara shout out og bara gefa henni virkilega stórt hrós hún ógsalega óbóðslega áliti hjá mér og frábært bara af henni sko Það sló í gegn á landsmæli hverja þegar hún hýtti Hallgrím Helgason bara í beinni þarna við rauðaborðið. En líka mér fannst þetta bara, þú veist, maður saknaði svolítið fólksins sem að var vinstramein, sem að voru þessir svona sósíalistar sem fóru fyrir réttindum verkamanna en voru ekki bara einhverju vógrungi og ég gat skilið þá. Ég gat alveg skilið þá og ég gat skilið það var svona, mér fannst að snúast svona raunverulegt jafnrétti og réttindi og svona lágmarks lífskjör og ég gat alveg svona skilið það út frá velferðar sjónarmiðum sko, en af því að ég er samt frjálshyggjumaður í grunninn, en þarna get ég skilið, en hitt finnst mér að vera orðið bara tómt rugl sko. Það finnst að byggja meira á mismunun heldur en jafnrétti. Þetta sko er líka þess leiti að sko bókin er náttúrulega svona einhvers konar millist þetta fyrirbæri. Og 100%. Þetta snýst það að geta skreitt sig með því að vera rosalega góður á ákveðnum merkjum og þess að kosti þið neitt. Þú bara hugsið hérna til dæmis Defend the Police hreyfinguna sem var í Bandaríkjunum. Helstu talsmenn þess voru sko hvítt millist þetta fólk sem bjó í örugum hverfum. Kannanir benti til þess að mesta mótstæðan við þetta væri hjá meðal fátækra svartra sem að voru sleppaði saman í hverfi. Þau vildu fá fleiri og betur þjálfaðar og betur búin og löggur. Þannig að þú veist, það er þetta, fólk getur ekki skreitt sig og sagt ég er rosalega próf þetta, ég er bandamaður þarna og eitthvað. Og fátækasta fólkið í þessum löndum, óháð litarhætti, kynþætti sér sagt, að það er oft gegn því að það sé verið að taka of mikið af innflytjendum vegna þess að það kemur sér vestur í það. Það er líklegast þess að vera atvinnulaust af því að það er kannski í lánunarstörfum sem sagt, þessi þú veist, lowest class. Mjög sterkur tendens og fólk sem er löglegir innflytjendur í Bandaríkjunum er líklega svo hópur sem hefur hvað harðast afstöðu gegn ólöglegum innflytjendum. Þetta er nefnilega gleymist sko. Og svo er líka annað sko, við erum einhvern veginn hugsum alltaf innflytjendur sem er svona eina heild og skiljum ekki hvernig innflytjendur geti verið á móti hverjum með öðrum og annað slíkt. Þetta er mjög fyndið. Ég er bara að skjótinni, ég er að vinna á kvennavinnustað, á láglauna kvennavinnustað og nokkrar erlendar konur. Ég væpa mjög rosa vel með öllu þeirra og sérstaklega að því að við deilum algjörlega sín okkar á svona vókdæmi og feminisma og svo er ég líka, ég er trúaður kristin sko og svona, það eru eitthvað bara trúaður sko, bara, en þú veist þetta, að þeim finnst þetta og ég heyri það bara á samtölum okkar, þeim finnst þetta að vera svo hlægilegu hugmyndafræði, allt þetta vókdæmi og þær bara svona fatt ekki alveg bara, betur hvernig geta þær kvitta, þær hafa ógeðslega gott sko og mér finnst svo fyndið af því að þetta eru konurnar sem að þessar millistéttakonur þykjast vera að tala fyrir. Mín tilfinning er að þær hafa aldrei átt neinn samtöl við þessar konur, vita ekkert hvernig þær eru eða hvernig þær hugsa, hafa ekki áhuga á því sko. En svo fyndið sko að því að þú veist, ég er eitthvað svona stimplaður, þú veist, eitthvað whatever sko, væp alveg þvílíkt vel með þér, bara fíla þér skilur og bara og það skilir ekki sko af því að þetta liðir svo rúgavilt. En alltaf ég meina, fólk er alltaf að koma frá öðru löndum sem að í flest tilfellum eru íhaldsamari í skoðunum heldur en Íslandi er frekar frjálslyndland. Fólk er náttúrulega kemur úr mismunandi lögum síns samfélags, það tekur allar sína skoðanir, allar sína átakalínu með sér.
það er líka fordóma fyrir fólki frá öðrum löndum, sko, það er ekki bara svo að við myndum flytja morgun allir til Danmerkur, þá værum við ekkit allt í ennum bara orðnir eins og allir aðrir hóparnir sem flutt til Danmörk. Bara tala við marga Pólverja sko svona miðausturlanda innflutning frá, þú veist, þeir eru mjög harðir gegn þessu. Ég held að það séu bara engir harðari heldur en Pólverjarnir, sko, svona heilt yfir. Þeir Pólverjar séu þekkir rosalega hardcore anti-Íslam. Já, og bara eiginlega nánast allt immigration heldur en bara það sem allra næst þeim, sko. Já. Ég man eftir einhverju könnunum fyrir nokkrum ára síðan sem sýndi það að sko Pólverjar á Íslandi væru að jafnaði íhaldsamari heldur en sko Pólverjar í Pólandi. Já, það er mjög áhugavert. En það kannski stemmir pínulítið við það sem vorum að ræða, þessum þú veist að vegna þess að þetta eru yfirleitt menn sem eru í láglaunastörfum. Mikið, já. Og að koma hingað, sko. Og þannig að þetta ekki beint kannski þverskurur af Pólverjum, en kannski það skýringin. Og þetta náttúrulega, þeir oft með innmenntun koma svæðin sem skortur á störfum og oft þetta líka sko keðjur sem að koma, þú veist, einn gaur fer og svo koma vinur og frændur og frængur og allt liða eftir það bara því að það komin einhver sem að þekki samfélagi, getur leiðbindum inn í það, getur hjálpaði við að finna störf, þannig að og það, til dæmis maður myndar svona community, ég verið á svona vinnustöðum og þú veist, og maður fyrir að þekkja það og það, þú veist, þessi hópur stækkar, þú veist. Við viljum að fara í kommentin bara til svona 5 mínútur, mér langar að skjóta að áður ég gleymi að því vorum að ræða rétt á hann með svona kallmenn í verkalýsbaráttunni. Þú veist, pabbi var til dæmis á fullu í sko svona verkalýs, trúnaðarmaður var alveg, þú veist, í verkalýsfélaginu og allt svona, og þú veist, það gaur sem var að slá menn flata á sveitaböllum og svona, sko, en þú veist, bara það búið að hræða einmitt alla svoleiðis gaura úr þessari baráttu út af því að til þess að bara fá að vera með, þá þarftu bara að vera, þú veist, testalus aumingi sem að, sko, þarftu að vera sammála öllu sem að konundar á vinnustafinu segja, annars bara hengt út. Ég átti þessa umræði við Siffa manninn Lenju Rúnar Pírata. Siffi mjög skemmtilegur. Hann mjög skemmtilegur, sko. Bara gríðalegur húmoristi. Og við vorum mjög sammála það, sko, þú veist, það engir kallar lengur sem að, þú veist, sem að þú væri smeykur að fá kjaftin frá þú færir að, þú veist, ef þú ætlar að skipta þér að einhverju verkalýsbart. Það enginn að fara að gefa þér á kjaftin á þessum köllum eins og var í gamla daga. Bara svo ég noti þetta, þú veist, nú ertu með menn svo, þú veist, Ian McDonald og einhverja svoleiðis gæja, sko. Mér finnst við vera að sjá svona ég veit ekki hvað orðið ég ætti að nota á íslensku, en svona feminization. Rosalega mörgu og ég veit ekki hvort það sé, þú veist, mataræði eða þú veist, í störfi í dag, fólk þarf að hreyfa sig minna. Þú veist, það búið að mæla testosterón og það dropp, sko, það alveg umtalsvert mikið, þetta hefur áhrif á hegðun. Testosterónmagn í konum hefur líka jafnvel aukist og það eru margar ástæður fyrir því, með sko helstu sérfræðingar sem sé Oxford að tengja þetta við möguleg einhverfu og það sé parturinn af einhverju bylgjunni, þú veist, ekki bóluefnin. Hærri testi í konum valdi einhverjum í konum? Já, það ákveðin stig þroska í móðukviði og þá púlsar testosterón og ef það meira af því. Þetta er maður sem var í trigonometri hjá honum þú veist hvað þáttu það? Barnshafandi móðir hái testosterón og það líklega að barnið sé einhverjum. Já, hann vil meina það, já. Býtti barnshafandi manneskja. Já, það var í kallmaður. Biðja söfnuðin afsökunar á þessu. Þetta kemur ekki fyrir aftur. En þú veist, ég var bara að hlusta á þetta og mér fannst þetta áhugavert, sko. Og það hefur áhrif á hvernig Making the frogs gay. Ég þekki ekki þessa rannsókn, sko, en mér finnst þetta nefnilega samtalið áhugavert þegar maður hugsaður út í það að sem sagt við vitum það líka að þú veist, við getum ekki alveg fullkomlega sagt, sko, kallar eru svona og konur eru svona. Það ákveðið smá overlapp, menn að þú veist, sennilega þið lítið út frá að vera í góðri þjálfun. Takk fyrir það. Þannig að það er kannski ekki margar konur sem að geta tekið meiri bekk en þið. Ég vissum að það slattlega konur sem geta tekið meiri bekk en ég. Þannig að bara ef við skoðum líkindadreifinguna, þetta eru líkindadreifing og þú veist, þegar kemur að því bara að það eru konur sem eru með herra testosterón, konur með PCOS, polycystic ovary syndrome og endometriosis, helst mikið í hendur, sko, Gerir það
og það eru rannsóknir sem bendir til þess að konur með PCOS líklegri til þess að fara í það sem að hefur verið kalllægir karrierar sko, á vinnumarkaðan og slíkt sko. Sem að myndi make a sense sko. Það er insulin sensitivity sem að hækkar frjálstestosterón í konum og það er svona ég hef skoðað þetta svolítið, ég lesi svolítið að rannsóknum þetta sko og ég skoðaði líka á sínum tíma rannsóknir dýrum á þessu og þá var sér sagt að eiga við testosterón í móður fyrir fæðingu það hafði áhrif á þess að dýróttum alveg bara sko rétt fyrir og þeir gáttu bara stjórna kynhneið með þessum hætti Þannig að það var Nei, þetta voru músum Ég þori ekki að fara alveg 100% með þetta en þetta hafði alveg stórkostlega áhrif Þannig að það er svona, og það var estradióli sem var að gera þetta sem að testosterón breytist yfir Þannig að það var svona áhugaverður punktur maður geta skoða það eða vilja Þannig að maður geta farið á réttum tíma á meðgöngumferðina Æs, herra, Kolbeinn Ég myndi halda að það var alveg rosalega óráðlegt sko inngrip sko og við vitum ekki hvernig það er í fólki og það var í siðlust að rannsaka Ég var vipp okkur aðeins í komment Förum að rjúkum í þau Commentations Magnað, já, er að fíla þessi hortmaður segir Hallgeir alltaf hortnum okkur Herðu, Holy Thunder King segir Bjórkasti er 11 lengst uppi og legafréttinnar eru 11 lengst niðri Lengst uppi, þetta er satt lingo sem þeir eru að nota svolítið á X lengst uppi þeir eru svolítið átt á lífinu strákarnir hana Við erum allir eitraði kallmenn sagt hérna í öllum menningarheimum gráta kallmenn minna en konur, það er vegna þess að það er líffræðilegar ástæður fyrir þeim mun en endalaust er okkur sagt að einhver eitruð karlrembumenning sé að valda þeim Það er svolítið áhugavert einhvern veginn að konur hafa gert sína hegðun við það að svona gold standard, að það þurfa að bera alla hegðun saman við það og í staðin fyrir að horfast svolítið í augu það að það gæti líka verið aðra leiðir til þess að vinna úr sorg og að fólk sé mismunandi og karlmenn séu kannski frábrunir það er enginn að fordæma það að þeir langar að gráta en ef þú þarft á því að halda og það sé þín leið til þess að prósessa en við erum að sjá þetta líka í skólum við erum að sjá skóla gera hegðun kvenna að svona gold standard og svo ber allt saman það og strákar eiga að vera kyrrir og þeir eiga erfiðara með að þurfa mér hreyfingu og þá allt í einu eru fordæmdi fyrir það og sagt kannski neurologically fragile en aftur á móti ef þú myndir setja stelpunnar og skilda þær til þess að hreyfa sig af mikið á strákarnir þá eru það kannski líka svolítið fragile sko og eru kannski ekki rosalega sátt á við það þannig að mér finnst Mér finnst þú að farið svolítið svona því að þú ert í félagsráðgjafa deildinni sko. Finnst þér þetta hafa svona fengið að viðganga svolítið í skólakerfinu? Sko, ég svo sem hef ekki skólakerfi, ég man bara sem það var sendt skilabóðum það að stelpna var miklu þægar og betur. Ækinn fyrir ekki það. Það eru. En sem sagt svo eru þetta einhverja stelpur sem sátt þannig á langar rosa mikið að vera ekki þægar og góðar en einhvern veginn litur kúsi til þess sko. Ég var myndið að hugsa um þetta, ég hef aldrei búin að hugsa um þetta með sko því að það er að tala um það að kallar þurfi að vera duglegir að tala um tilfinningar. Ég bara fyrir mitt leiti sko, ég veit ekki hvað, ég get ekki talað fyrir aðra kalla, ég bara prósessera hluti ekki þannig. Ef ég er að díla við stress eða streitu eða frústrasjón eða reiði eða sorg eða eitthvað, þú veist, það finnst mér ógeðslega fínt að keyra, setja melodískt dauðarokk, skrúa upp í Akkurat. Það hjálpar mér. Já. Það að setjast niður, þú veist, ég á líka vinni sem eru meira í því að vilja fá að tala um tilfinningar og þú veist, fínt. En þú veist, bara það er það, þú veist, það þurfa til að búa til ykkur svona þetta er eina rétta leiðin til að vinna á tilfinningum. Ég held að það hljóta að vera óendalega margar leiðir sem að eru Og svo þarf ekki að skipta eftir kynjum, þú getur líka sagt að það er introversion, það er extroversion, þú veist, og fullt af öðrum bara karaktertreitum sem eru óháð kyni, sko. Skemmtast fyrir í MMA láta berja sig í hakk, það er eiginlega ekkert betra myndi ég segja, sko. Já, ég var með því. Sko. Þetta er nefnilega líka, sko, þetta er hugmynd það að, sko, hinn rétta hegðun, sko, sé kvennahegðun og þetta sé kvennahegðun. Já. Þess að allar konur séu eins, sem bara, ég get sagt bara svona minni persónulega reynslu af konum í lífinu sem er ansi margar að það eru mjög ólíkt fólk og að því ég vinn sko í félagsráðgjafa deild og
þetta hljómar eins og við séum að alveg fólk til þess að fara og hugsa fallega fólk og það píldi það sem við erum að gera en sko félagsráðgjafa starfið er eitt sennilega grimmasta starf þú kemst í þetta og sem löggan þar sem þú ert að sjá allar sko undir hliðar samfélagsins sem að við hin þurfum ekki að horfast í augun. Þú ert að vinna með fólki á verstu stundum lífsins. Sko félagsráðgjafar eru þvílíkir naglar, mestmægnis konur. Akkurat. Og það er ekkert endilega mikið sko, það er alveg slatta mikið tough love nálgun hjá mörgum félagsráðgjafum þeir sinni vinnur. Líka flestir sem eru að sjá líknandi meðferð. Tæknimaðurinn okkar er farin, þannig að þetta verður bara kameran í kvöld. Sem að sjá líkandi meðferð eru líka konur og það er eins og þeir hafi alveg marga hverjar, alveg sérstakann eiginleika til þess að horfa upp á fólk sem á alveg í ótrúlegum erfileikum og getur samt gert það og þú veist, þú þarft að vera ákveðin nagli til þess að geta gert það og hafa alveg ótrúlegt erfileysi. Jordan Peterson talaði mikið um þetta. Veist, þetta er ákveðin típa af processing ability myndi ég segja, ég veit ekki hvernig ég var orðað á íslensku, ég leiði mig bara sletta, ég tek ekki svona nærri mér. Er eitthvað samhengi til dæmis þarna á milli og maður sér oft sko menn og bara ég veit ekki hvað maður sér mörg dæmi þetta og menn tala þetta og það er til dæmis þeirra samböndum líkur, þá eru konan oft svona grimmari jafnvel, svona, þú veist, það er ekkert eftir af einhverjum meðöngun svoleiðis fyrir því að það er búið að loka á það hérna. Er það eiga konur auðveldara með þegar þú ert búin að loka á eitthvað að þá, þú veist, þá er auðveldara að blokka það bara út eða? Svo getur það líka verið partur að því að þú sért að taka eitthvað mjög nærrið þér. Já. Og þá getur það bara út út. Varnarmekanismi. Þetta er bara svona pæling. Mér langar að halda aðeins áfram með að svona bara klára bara eiginlega kommentin. Hérna kemur frá Christmas, við konan erum með innanbors veðmáls styrkjum að verðmæti kassabjór sá sem tapar veðmálnu þarf að greiða. Ég veðja að þið nái 60.000, Heiða veðjar að þið nái 100.000, nú er bara hvort það að greiða styrkin. Sko, eina vandamáli við þetta er að við viljum frekar eiginlega að fólk noti reikningsnúmerið sem við gefum upp aðna í pinnaða komendu. Þá er erfiðara fyrir okkur að fylgjast með hvað kemur inn, sko. Bjórkastið ætlar að gefa 10.000, ég gaf 10.000 og svo ráða menn hérna við borðið hvort þeir gera eitthvað, en það er engin press á því. En ég ætla að mattsa þetta. Já. Sverrir ætlar að strippa eftir. Allavega þannig að ég veit ekki hvort við náum að fylgjast með því nákvæmlega hvað safnast, en við erum ekki með neina upphæði í huga, bara að reyna að gera eitthvað í það sem maður getur. Já, við bara. Þannig að, já. Eitthvað flott. Svo kemur blessaðir mínir bestu, þið eruð alltaf svalir, kveðja Stiffarinn og bara við sendum alltaf kveðja Stiffarann. Alltaf. Asís kona í þjóðbúning, við því segi ég, menning mín er ekki ykkar búningur, það er Holy Thornton King. Já. Ég spyr bara hvort sé Halloween. Það er enda verður. Það er ekki nóg sexy búningur. Highest Patriot, þessi grjótara kallmennska er ekki þroskaheftandi, free masculinity, bara við tökum þetta bara til smástund. Svo kemur það þegar Justin Trudeau var forsætisráðherra Kanada 2015 voru lippamiðlar að tala hvernig við værum lengst uppi en í dag eru sömu lippar að segja 2015 var ár Gamergate og eitrara kallmennsku. Við óska örvitarum til hamingju með ammæli. Hann ammæli? Já, er ekki allir til í að taka ammælisöngin fyrir þann kommentaskörung. Ef einhver sendir okkur skrín af framlagi upp á 15.000 krónur, þá tökum við ammælisöngin. Já. Fyrir örvitan. Við þurfum að fá screenshot. Það má senda á Facebook, þá tökum við ammælisöngin. Ég ætla bara... Það var í alvörunni ammælið. Ég myndi vilja hafa aðeins dýrara jafnvel, sko. Er það? Fyrir ammælisöngin. Ok, 2 upp á 10. Við getum sett á svo leiðis. En hérna, já, höldum áfram og... Já. Lippar munu alltaf reyna að réttlæta skoðanir sína með það er árið í ári. Það er komið 2025, erum við ekki komið lengra? Skrítin rök sem það segir hún ekki neitt, sko. En svo segja þær alltaf 10 ára setna að árið fyrir 10 árum var svo slæmt. Lippar trúa einhver sem segja, þetta er ógeðslega góða punktur. Já. Bara þetta árið, nú er það svo gott, en fyrir 10 árum var þetta svo hræðilegt, sko. Þetta er áhugaverður punktur. Mér líður eins og ég lifi í tilraunasamfélagi sem lærir aldrei af reynslunni. Þetta er ágætispunktur. Já, hver mann? Þetta er Pious Patriot. Já. Hallgeir segir það fáránlega við vókréttlæti er hversu fljótt að fyrir heilan hring. Eins og að fyrir áratug síðan áttu við að hafna staðalímyndum kynjana, en núna er látið þess að það er hreinlega ákvarði kyn. Mjög góða punktur. Já. Bara svona minna fólk á það að hann Hallgeir mætti í gleði gönguna með skilti sem ástóð hommi ekki hinsegin og hafa bara ráðist á hann í kjölfarið. Og ég líka, sko,
ég þreytist ekki á að nefna þetta við þessa vóglippa að þessi ímyndarpólitík sem þeir eru núna kvarta yfir að koma frá hægrinni sko, þjóðernispólitík ultimate ímyndarpólitíkin en þessi þjóðernispólitík sem að koma núna bara svar við ímyndarpólitík sem að þetta lið flutti inn, skilu bara, það verður að fara að taka ábyrgð á því að þið byrjuð samtalið þið hófuð þetta samtal nú bara ákveðið ansvar í gangi þið gerist þegar pendullin sveiflast allt og langt í aðra áttina þá leiðir eftir hann sig og þetta það sem þau kalla bakslag bakslag rauninni bara afleiðing af því að prjóna yfir sig og gera eitthvað allt og mikið og bakslagið bara í nákvæmlegu hlutfalli við það hversu mikið of langt þú gekkst þetta bara, mann hugsaðum þetta bara sko, sem herr að þegar þú ert að leggja undir í land þá verður að passa þig að teikja of mikið úr liðsaflinu þá verður sko í viðkvæmni stöðu þetta er alltaf bara að segja, þú getur ekki haldið í landinu lengur það er kannski það sem gerist að fólk, sko, einhver hreyfingarinn gengur vel, hún siglir áfram og svo bara einhver tímandi kemur bara þetta svokallega bakslag þetta eru samt líka hluti kannski í þess sem að sko eru alveg raunverulegir, þú veist ég var ekki að fylgjast mikið með filmum í dag, ég þurfti að fara vestur á Firði ég sá það var einhver umræða hérna Björgunarmanninn ég ætla að taka það bara vel á eftir smástund þannig að hérna, bara hold that thought sem að segja með þann part og máli ég ekki alveg með og ég held að hann eigi að representera einhvern gaur sem var í Björgunarsveit sem dó fyrir aldur fram drukknaði og svo verður einhvers konar viðbragð svona antivók viðbragð við því að hann sé dökkur að því að fólk vissi ekki hver raunverulega ástæðan var raunverulega sennilega það eitthvað, þú veist, þannig að they're going woke eitthvað en þú veist, eins og frá mínum bændir segja þú veist, mér er skýtsamkvæður sem maður sem að gaf fullt í samfélagið, hann bara má vera það visslum bara skella okkar aðeins í það núna því ég ætlaði að taka, það er engin ástæða til að bíða með það ég held sko ástæðan fyrir því fólk bara vissi ekki að þetta væri til heiðurs aðila sem að bara dó við þessi störf og var bara, þú veist, ótrúlega vel liðin og annað og þetta sé, hann var að indverskum uppruna og þess vegna ég held sko, fólk held bara að þetta væri partur af þessari hérna stefnu sem búið að vera að keyra svolítið á, þú veist, eins og sko, ef þetta væri ekki til heiðurs þessu manni, hver væri ástæðan fyrir að hafa íslenskan björgunarmann svona, þú veist, það er svolítið svona sem maður er að pæla, þú veist, af hverju það er bara sama og það er verið að skipta út öllu rauðhærðum í kvikmyndum fyrir svartamannin og bara, þú veit að sjá þetta bara hræðilegt fyrir okkur rauðhærðum ég vissi það ekki nei, ég hef tekið þetta sérstaklega fyrir, ég get farið þetta tækifæri, en hérna þetta veitir það náttúrulega líka samt að sko rauðhært fólk nú sennilega jaðarsættast að hópunni heim já, nákvæmlega sko allt í lagi aftur þau hafa ekki sál það er enda alveg satt en sko þess vegna sko voru þessi viðbrögð, ég alveg vissum að sko, ég hef alveg rætt við nokkra sem að sko ætluðu bara ekkert að kaupa hann, ég ætla bara að viðkynna, ég ætlaði ekki að kaupa hann að kall fyrir en ég vissi þetta, ekki út af því að hann sé svartur heldur vegna sem ég vil ekki taka þátt í þessari hræsni og þessari hérna, þessari svona hvað dygðaflöggun, af hverju væri hann svona litin ef ekki fyrir og ég vildi ekki taka þátt í því en bara leið og ég vissi þetta ég kaup alltaf kallið sko, það fóru bara keypt hann og ég skammast mér ekki til að viðurkenna að ástæðan fyrir því að ég vildi ekki gera það var að því ég vildi ekki taka þátt í að halda þessu trendi gangandi ég skilnum bara alveg frústrasjónu yfir þessu málið er að ég sko, ég á rosalega erfitt með að blanda pólitíkin í alls konar hlýðarlífinu svo muni allar þessar hérna nýju Star Wars seríur hérna sem að horta á Disney, hvað heitir Ashoka eða eitthvað svo leiðis sem er aldrei slátrað bara á samfélagsmiðlum fyrir að Disney goes woke og það voru allir svartir og það voru allir samkynhneigðir og allt þetta sko. Ég fíla þessa seríu bara drullu vel. Þetta var bara klassísk Star Wars, jú, fólk var þarna einhvern veginn en það voru bara geislaverða bardagur og stöff og það er ég fór frá Star Wars, mér er bara alveg saman pólitíkin í kringu það. Lengi sem ég fæ góðu geislabissu og geislaverða orðunar. Sumt er alveg fínt sko og stundum getur þetta verið karaktersköpun og ákanski við sumstaðar en það er alveg þekkt í þessar kvikmyndagerð að
menn vísvitandi eins og hérna, ég meina Morgan Freeman leikur Red í hérna, hvað heitir myndin aftur hérna, fangelsismyndin Shawshank Redemption Shawshank Redemption og ég meina, hann íri, hann heitir Red þú veist og það þú ert að færa það eins nær það ég að færa mig nær já, ég sé það þarna á og hérna, já, mér finnst alltaf að heyrast svo vel í mig þegar ég horfa á þetta sko þú veist, ég er vel ofvel en já, mér hérna, þannig að ég skil það upp á ákveðnu marki en þegar að kannski einhver hreppstjóri á vikingatímum í Nóri hún þeldökk svört kona á Netflix að þá svona finnst manna pínulegt sko. Ég skil alveg Star Wars skilurðu það er ekki game fyrsta screenshotu upp á 10.000 var að berast sko, já, ég sammálaði sem með þess að sagði með til dæmis ef við tökum að Ahsoka sem dæmi ég horfa á Star Wars, ég mikill nörd það bara ekkert, ég ætla ekki að fela það en ég til dæmis sko, ég fílaði það ágætlega og Mandalorian fyrir season 1 og 2 en svo eru þarna dæmi eins og svo kom The Acolyte sem er bara eitthvað að versta sem hefur verið búið til, finnst mér sko, vegna þess að mér er sama ef að kvikmyndagerða fólk ætlar að predika yfir mér, þú veist, öll gömlu X-Men og þetta er ekkert annað en predikur, en skemmtu mér á meðan, skilur, ekki nuttaði mér upp úr því, skilur, gerðu það, en gerðu þetta þá allavega drullast til að gera efni skemmtilegt, þá er mér skít sama, sko, það er eina sem ég fer fram á. Þetta líka er náttúrulega kannski ótrúlega líka sko, er það því sem fórnað sagan og persónusköpunin það er málið sko og sérstaklega þegar að vera að gera sko karakter að þeir verði einhvern veginn bara svona holdgerfing síns hóps og ótrúlega lýsir þetta líka sko og slum fordómum þeirra sem eru að framleiða myndina og skrifa handritin sem oft er ekki aðeins maður mæknum fyrir ekki sína stereotýpa þessum hópi og setja það upp sem einhvers konar svona frelsandi dæmi algjörlega. Mér langar að taka til dæmis bara aftur, höldum okkur bara í Star Wars þessu nýja trílógían sem að ég er búin að segja dóttur minni sem var að klára núna fyrstu 6, það sé ekki til en þá ertu með manneskju, kvenkins söguhetju, það dýrkuð hana allir eftir fyrstu myndina, svo koma myndi 2 og 3 og það bara, þú veist, fólk bara þolar henni ekki, það er ekki út af leikonnu, það er út af hvernig hún skrif með svo Mary Sue karakter að því þetta er kona, hann má aldrei mistakast, hún má aldrei sína neina veikleika nema bara það að hún fattar ekki að hún sé svona ógeðslega góð, skiluru, það er hennar eini veikleiki, þetta er svona girl boss karakterin sem er alltaf í gangi í dag hún má ekki sína neina veikleika nema það hún fattar ekki hvað hann er awesome, sko þú veist, sjáðu til dæmis bara munin á þessu, þú veist, bara tökum munin á henni og Luke Skywalker sem er bara einhver mest iconic hetja veist, hann skýtur á sig aftur og aftur, hann er alltaf að mistakast en hann hættir ekki að reyna, þú veist, þetta er svona hetjudæmið. Menn tengja við breyska karaktera, það er ógeðslega leiðilegt, þú veist, maður bara fílar ekki, skilur við, maður elskar svona salter, bara Maradona, bara svona breyska gaura, skilur við, og það er líka, þú veist, það er gaurandi sem maður tengir við, allavega ég persónulega. Veist, þetta er alltaf gaurinn sem maður heldur langt mest með nei þú veist, já, ég briskur sjálfur það er líka bara eitthvað svona menn að díla við veist, þetta mannlega eðlið er breyst og þegar við erum að horfa á eitthvað karakter sem er ekki fullkominn heldur er að eiga við sitt breyska gallaða mannlega eðli að þá tengis maður af því að þá er hann manneskja en það sem þú ert að lýsa þarna er ekki manneskja þetta er robot karikatúr eins og að kalla, já Það er líka það sem að sko gerir hetjur aðdáðanverðar er ekki það að hetjunar vinna sigra, það er allir erfiðleikarnir sem hetjunar yfirstíga í áttina því að vinna sigra. Það þarf að vera mótlæg, það þarf að vera mistök, það þarf að vera allt þetta. Jung er með þessa Hero's Journey sem er eitt svona þekktasta og er notað í öllum svona hero handritum, svona þetta er erkitýpa. Og þú veist, hann fer í gegnum en hann dimma dal, hann brotna niður, hann byrjar aftur að byggja sig upp og hann kemur yfirleitt einhver svona helper, þú veist, og hann svona aðstoðar auman á honum. Já, þú veist, og segir, hei, þú veist, hérna ég skal sýna þér aðeins og en þú veist, hann hefur rosalegt potential og hann vex upp og saman að þá kemur hann og skrifa, hann verður svo miklu sterkari heldur hann var áður og svo kemur hann og bjargar einhverjum öðrum og hjálpar einhverjum og það er svona the hero's journey og þú veist, maður fær maður sé pínu gæsahúð bara að segja frá því, sko og þú veist, og það er einhvern veginn, þú veist, alla sögurnar í biblíunni, jafnvel Kóraninum, Vedunum, alveg sama hvert við horfum jafnvel Hómer skrifaði þetta í svona fyrstu rituðu sögunum, ég meina þetta eru allt hetjur og það er alltaf sama uppskriftin og þetta verður svona erkitýpa að sögu og svo setur hann í mismunandi form en þarna, eins og þú lýsir, er bara búið að klúðra því gjössamlega
og þetta ekki flókið, það vita, við kunnum uppskriftina en samt ákveðið að klúðra þessu. Sjáðu vinsælustu fantasíu allar tíma, bara Hringadrottningasögur, Lord of the Rings. Þau eiga ekki séns í sögunni en þau hætta aldrei að reyna, þú veist, það alltaf haldið áfram, litlu gaurarnir, hobbitarnir, þú veist, gaurar sem allir afskrifa, þú veist, þeir eiga ekki séns í það sem þeir að gera en þeir hætta aldrei að reyna. Þetta mér finnst þetta frábær vinkill og mér finnst þetta, og við förum aftur inn á sko Libba dæmið, þú veist, þessi cancel-kultúr, eitthvað svona, menn sem gera mistök einhvern tímann yfir ævina og eitthvað svona tökum hann bara eitthvað svona, vá, það gera allir mistök, það eru allir að díla við breyskleika og það og sérstaklega sko cancel-kultúrin snerist sko að það voru einhverjir einstaklingar sem á kannski sínum lægstu mómentum voru teknir og þau jafnvel tekin úr samengi og þeir bara hamraðar á öllum og bara svona, erum við svona fullkomin, skilur og þú veist, það það náttúrulega enginn og þú veist, það þetta sem ógeðslegt að vita að við séum einhvern veginn að það hlakki í okkur yfir því að aðrir gerir mannleg mistök þrátt fyrir það að við séum bara jafn mannleg sjálf sko, þetta ógeðslega, þetta svona bara eitthvað sjúkdómseinkenni á samfélaginu þegar við fórum í þennan gír sko. Finnst þér ekki áhugavert í þessu samhengi sem þú ert að nefna að það einmitt verið að búa til hetjuna af því að það kemur að einhver einstaklingur, þú ert að lýsa þessi ráðist á hann brotinn niður, jafnvel á sínu versta tíma og hvað gerist? Hann byrjar að fara niður og einhver af þessum aðilum að hann að fara að hitta sinn hjálpara og hann að fara að vaksa og hann að fara að styrkjast og hann að fara að koma tilbaka og þetta það til yfir þetta, þú veist, erkitýpur eins og þetta svona crucified redeemer kemur tilbaka og við erum bara að sjá rosalega mikið af fólki, við erum að sjá við erum að sjá já líka bara, hvað heitir þetta the dark web Já. Það var talað að þú veist það væri búið að mynda svona intellectual dark web og þetta væri þú veist Jordan Peterson og Joe Rogan væri þarna og það voru fullt af gænsóru nefndir ég þekki ekki nöfnum. Joe Rogan er alveg búin að missa það sko. Já, getur vel verið en hann var bara nöttari. Já, hann grillaði þessu svolítið sko. Ok, en allavega þú veist hann var þarna á sínu tíma og hann var svona partur af því allavega að gefa þessum gæðum plattform. Já. Og þú veist Douglas Murray og mikið fleiri, þú veist. Og þetta einhvern veginn, það svolítið sérstakt að þegar að menn mættu þessari ósangirni, þá varð einhvern veginn til bara landsliðið, bara the best of the best, bara einhver algjör elíta af vísindamönnum og bara flottustu gærunir öllu, að þeir einhvern veginn komu og byrjuðu að standa upp úr og byrjuðu að stíga upp úr þessum erfiðleikum og urðu svolítið hetjur á sínu sviðum. Þannig að þetta svolítið að tala þetta svolítið fyndið að þessi hegðun býr til the hero's journey. Einmitt. Þannig að það svona eiginlega inevitable ef að menna var karakterinn að koma tilbaka eftir svona sko. Já, það einmitt, hetjan sjálfgjörn. Þannig að þetta sko fólkið sem bent á þetta en það ekki slaufunarmenning, ekki það sem fólkið hverfur. Þetta bara fólkið sem neitað að hverfa. Já. Og fólkið sem hefur eins og bara J.K. Rowling sem bara of rík til þess að hverfa. Þannig að og svo náttúrulega kannski eitt í þessu líka að oft þetta bara ekkert rosalega stór en þetta samt mjög hávar algjörlega. Bara það, þú veist gagnrýnin sem að J.K. Rowling hafi fengið á sig það sé ekki að högga vatni í sölutölum og aflöðum tengdum Harry Potter. Nei, við tókum líka bara eftir þessu þegar að byrja til þess að gagnrýna okkar þátt þar sem að ég ætla bara að leyfa mér að segja að það hafi verið tekið aðeins úr samhengi þess að það var svona látið skína í það að eina sem við höfum verið að ræða var einhver svona erðafræði bak við aðlögun en það var í rauninni bara örlítið brota mikið stærri umræðu sko, í sko 3,5 tíma samræðum þú veist, þá kemur þetta upp sem einn setning næstu í 4 tíma mér já, þú veist að þetta var svo galið sko, ef þú þekktir það ekki sko, að því að meiri sé að kemur fram að þú veist, við lítum ekki þannig á að þó að þessi mismunur á fólki að það sé ástæði til þess að koma illa fram með það. Nei, þú veist, og það einhvern veginn alltaf lítið á þessi fórsendu en eða eitthvað sé æðri já, og þeir eru alltaf að nota þetta ég tók eftir því að reyna að skjóta þessu einmitt á þig á netinu en þú veist að það er, þú veist, komið þetta en ég var svona meira að tala við sáum þetta dó svo hratt út það var svo takmarkað magna fólki sem var tilbúið að taka þessa árás og maður tók bara eftir því að það voru eiginlega bara fleiri sem að drulluðu yfir póstana á netinu það var á Facebook og X, þú veist, þeir fengu miklu meiri svörun heldur en hitt og inn í enduð þeir degja, það voruð bara að gera sér algjöran bjarnagreiða sko
Þetta er náttúrulega bara, ég fekk sko, það ringdi yfir mig skilabúðum og ég fæ ennþá og bara Facebook öllum og bara því mig endilega bara ég sá vinabeina list þess að sverja eftir þetta og stuðningur og ég fæ bara fullt af followerum á X-inu og bara það sem gerðist eftir þessa ömulu cancellation tilraun og þið verður bara að gera, ef þið ætla að reyna að cancella mér, þá verður bara að gera betur sko, að það er bara við munum gefa þeim annað tækifæri þeir munum reyna þetta aftur sko við munum leggja það upp fyrir það alveg en ég var rosa ákveðin og ég var með þess að búin að ákveða það fyrirfram löngu, af því ég vissi að þetta myndi koma á endanum og ég með þess að tala þetta ég hlakkaði til að fá tilraun á móti mér því ég hlakkaði til að vera fyrsti maðurinn til þess að mæta fjölmiðlunum og í staði fyrir að vera bara já, sorry, ég verður nú ekki eitthvað meina þetta bara eitthvað, fyrsti maðurinn til þess að fara og segja bara eitthvað, já, ég fucking sagði það sem ég sagði, ég ætti skít, þeir eru aumingjar, skilur við, og það bara gerðist ekki, þetta bara fekk þvílíka vinsældir að það hata allir þetta blaðamanna pakk, þetta eru bara eitthvað fucking legarar, þeir lugu bara alveg grimm. Já, það var bara logið. Fyrirsögnin á Vísi mig að ég hef gengist við því að ég hafi verið rasisti, hún var lígi. Þetta var lígi. Rúsauðu þetta í beinni í Rúsauðu þetta í beinni og ég bara, þú veist, málið er einhvern veginn engin ábyrgð. Nei, ég bara stóð á sannleikanum. Þetta eru blaðamenn og maður finnst einhvern veginn að ætti að halda það á hærri standard, en þetta eru svo sagðir aktivista hóru svolítið upp til hópar. Ég held að við höfum rætt aðeins líka, við fórum að bjóða blaðamönnum sem voru að skrifa í þáttinn og eitthvað svona og bara tókuðu aðeins fyrir. Og ég meina heimildin skrifaði svo langa grein og eitthvað svona, hún heyrði aldrei í mér. Nei. Skilur, bæliði hvað er óheðalegt. Reyndi ekki einu svona náðið. Reyndi ekki einu svona í mér. Það er bara galið. Ég get alveg sagt það, þú veist, mér er skít sem okkar fólk kalla mig. Það má kalla mig fasista, kommunista, alls konar hóp og eitthvað. Það er ekki að gangist við því að ég sé það. Nei, akkurat. En þú veist, mér er bara sama hvað annar fólk kalla mig. Ég er örugglega fyrsti maður til þess að það sé reynt að cancela eitthvað, ekki fyrir það að segja að ég sé eitthvað, heldur fyrir að neita því ekki. Galið, sko, og þetta er MBL, sko, þetta er miðill íhaldsmanna. Svo er líka alveg spurning. Segjum að það var kommentin eftir 2 mínútur. Já, og segjum að þú veist að það er bara gerð hávísindarleg tilraun. Og að allir kynþættir eru skoðaðir og litarhættir og auglitir, bara allt saman og við vorum að sjá hvort það væri einhver tenging við mismun hjá fólki og okkur svoleiðis. Væri rasismi að segja frá því? Er rasismi að ræða það? Er rasismi að, þú veist, velta upp hugmyndinni? Ég held að það sé ekki rasismi, ég held að rasismin sé svolítið hugmyndafræðin sem er bakvið, sem að þeir byggja mitt sjálfur á og einhvern veginn projekt alltaf inn í umræðina að það eigi sér sagt og verði óhjákvæmilega mismun af fólki. Ég upplifa það bara ekki eins. Og þetta fólk heldur að gen geti haft áhrif á húðlit, á augnlit, á hæð, beinabyggingu, á það hversu gott þolmenn eru, hversu hlaupir. En þeir segja að allir þessi þættir, allt það sem hefur áhrif á það hvernig við erum sem manneskjur, gen hafa áhrif á þetta allt saman. Nema greint. Það er útilokað. Það er bara þetta komist þið að þessari niðurstöðu. Og aðlögunarhæfni. Og það sem er svo áhugavert, að þú til mig spyrð alveg sama hvað gervigreind þú spyrð. Ef þú spyrð hvort að dýr, að því að þú talaði að þú veist að það er bara, við getum ekki því, að ef að dýr hefur einhverja ákveðna erfðafræðilega breytu, eða segjum bara 2 hópar, þú veist að úlfum, geta erfðafræðilega breytur haft áhrif á það hversu vel þeir aðlagast einhverju svæði. Þá færðu bara, gæti vinnaður. Þar hefur þau alveg hitt naglan á höfði og þú veist að þeir segja alveg, það er þekkt hérna og þessir úlfar hérna hér að þeir aðlagast betur svona þessum skilurum og meðan þessir eru betri í þessu og svo framvegis. En svo spyrjum fólk, þetta er rosalega flókin og erfið spurning, þetta er svona sérstakt, sko. Þetta er skrítið að segja. Með því að spyrja í kring og svona. Og leið og þú byrjar að vísa í einhverja þekkingu og akademísk svör og svona, þá sér maður einmitt. Og þetta er skrítið að segja að þetta sé hatur eða að eitthvað sé æðri. Segjum sem svo bara, ef ég tel að Kolbeinn sé gáfaðar en ég, tel ég þá að hann sé æðri en ég? Nei. Eða ef ég tel að þú sért heimskari en ég, tel ég þá að þú sért óæðri en ég? Nei, þetta er bara observation og skiptir ekki, ef ég tel að eitthvað sé gáfaðar en ég eða heimskari en ég, þá er það bara það. Þá er það bara eitthvað observation hjá mér greind þessara mannesku. Nei, mér finnst það mjög skemmtilegt að sko stundum hef ég strítt nemendum með þessu því að hérna bara sitja bara á borðið eins og það er. Ég er miðaldra og feitur maður. Ég er 140 kíló, 1,80 hæð, það þýðir að ég er obese samkvæmt mælingu. Þetta er staðreynd mig. Og stundum hef ég
fengið svona tækifæri að kvelja nefndur með því að sko hvernig myndi lýsa mér fólk dansar í kringum þetta. Já, það finnst áþægilegt að segja. Ég sem sagt ekki ótengt holdafæra mínu, þá fór ég í mjóhrygnum hérna fyrir haust og ég sem sagt var bara rúmfast. Aðeins nær, ég gæti ekki treyft mig. Okay. Enda upp á bráðamóttöku og fæ þar bara fína þjónustu og þar einmitt læknir sem að svona tíbrana alltaf með menni svo þegar sem ég held að orðið sem að leita að sé feitur og hún, nei jú, það samt það þannig, þú veist ef ykkur segir ég get ekki hlusta á þig, þú ert sannlega vitlaus að þú ert feitur, þá er komin út á skýrnastæði. Já, ok. Ef ykkur kemur og segir Kolbeinn, þú ert í aukinni áhættu á því að fá hjartaáfall að þú ert feitur, við erum ekkert á skýrnastæði með það. Það er bara staðar. En gerði ekki líka þessi líkansvirðingar hreyfing bara, það var voðalega skrítið dæmi. Það var rosalega mjög einkennilegt. Það er annars vegar hugmyndir að þú eigi kannski bara ekkert endilega vera að smána fólk bara svona randomly sem þú hittir fyrir vaxtalæði þeirra. Það er alveg svona reasonable hugmynd. Það finnst mér líka að vera sanngjarnt. Það er líka bara basic virðingar dæmi. Já, það hins vegar að fara kannski svo þetta gerði, ég í það átt að sko það sé einhvern veginn fordómar að tala rannsóknir sem benda til þess að það sé að ýmsar slæmar heilsufarslegar afleiðingar af því að vera. Já, það var nú kona sem að gekk í grunnskóla sem að hélt í fram að það verður engar heilsufarslegar afleiðingar að því að vera alltaf feitur. Og það er bara því miður ekki rétt. Það er bara ekki rétt. Það er heldur ekki, þú veist, að vera alltaf massaður, sko, að taka stera, það er ekkert að hjálpa. Það er ekkert að hjálpa að fólk úr grann, það er bara, þannig að þú veist, og það er einhvern veginn þetta þegar, sko, þú veist, það er ákveðin hluti sem eru vístar að staðreyndir og þú veist, í háskólanum áður verð þannig að það má ræða allar hugmyndir og það má prófa allar hugmyndir. Já, þá er þannig að ég haldið. Og þú veist, það ég meina, og ef við skoðum það var svona breskur vísindablaðamaður sem hefur gefið mikið bókum um erfðafræði, síðasta bóki sem hann gaf út held ég kom út 2023, hún fjallaði þetta, mögulega áhrif gena á menningu. Já. Hann var ekki að fjalla þetta, ég man bara því mér ekki hvað hann heitir, en hérna bókin hann er ekki að fjalla sem sagt það hvernig superior gen búa til superior samfélag. Já. En það sem að kannski útgangspunkturinn að þú veist, við erum dýr, við erum með genetist kóðaða eiginleika og þarfir og allt þetta. Við erum einhverju umhverfi, við búum okkur til einhverju svona samfélag, einhverju menningu til þess að fungera þessu umhverfi. Sú menning hefur svo áhrif á sem sagt svona náttúruvalið. Já. Af því að í sumir einstaklingar þrífast betur í þessu umhverfi heldur en þeir hefði gert í öðru umhverfi og verða þá svona genetist dóminant og farið svona feedback-mekanisma. Nú er ég ekki erfðafræðingur og félagsvísindafólk bara reynir að afgreiða það megi ekki skoða líffræðilega þáttina af því að hann skipti engu máli. Það er svolítið fyndið að því að ég er lífefnafræðingur sko og hefur unnið einmitt við erfðarannsóknir einhverju liti. Það komið svona nærið þeim að mér finnst þeir vera rosalega meðvitaðir hins að sko erfðafræðingarnir félagslega þáttin og að þetta sé alltaf samspil milli erfða og umhverfis. Þú getur ekki, þú veist, það er bara, þú getur ekki tekið bara annars. Strákur, það er líka bara augljóst. Af hverju verður þetta fólk svona reitt þegar við nefnum greind og gen í sömu setningu? Það er að því að innst inni veit að það er eitthvað rétt í þessu. Annars er þetta ekki svona reitt. Annars var það bara, heyrðu, já, við erum þetta með eitthvað ákveð. Sannleikanum verður hver sárreiðastur. Það hefur engin nelt í mig neinum gögnum sem að, þú veist, afsanna það sem ég segi og ég hef með þess að koma með gögn til þess að sína. Þú tókst bókstaflega skólabókardæmi og sálfræði í HÍ og þetta fólk væri ekki svona reitt, það er bara öskar og er bara í reið og reynir bara að þagga og þú ert bara rasisti, þú ert vondur, eitthvað svo blaskilu. Ef að þau myndi ekki trúa því innstinni hann hefur eitthvað til síns máls. Þau vita, og það er mitt að finna við þetta lið, að þau fá ekki vita að ég hef rétt fyrir mér, en þeim finnst það bara hatursfullt að ég skuli segja það uppátt. Ég væri til í fyrirgjöðu, Kolbeinn, að við myndum taka akkurat þetta bara svolítið betur fyrir bara eftir augnablik. Ég ætla að fara þessi komið, við erum búin að vanrækja það eins. Og við myndum akkurat fara í þetta hvort að sé bara af hverju menn verða svona reiðir þegar þeir hafa ekki ansvar. Svo er ég með hérna smá follow-up á eftir.
Já, mér finnst þetta frábært komment hérna frá Axel Axelsson, það yndislegt hvað hatrið á Vókin hefur sameinað ólíkt fólk. Sólveig Anna og Donald Trump eru sammála ekkert nema hvað Vók viðbjóðslegt. Jón, þetta svo rétt að vantar allan pungamenn í dag, hér eru mjög fáir eftir, það allavega 3 hér með pung, hvað stiffarinn, annar tala verkalýðsbaráttuna á hann. Svo kemur hérna, ég kona og ég vinn nánast bara með konum, nánast allar konur sem ég þekki segja eftir nokkra bjóra það að konur út á vinnumarkað hafi verið það versta sem konur hafa gert, það frekustur á það. Þetta finnst mér mjög áhugavert komment. Þetta BBBY Z1M, ég ætla ekki að reyna að kannast ég veit hver það Já, það? Nei, þetta að fá Ólaf Guðmundsson í þáttinn? Já, Facebook-kongin, það nú þetta gaman. Drengir eru kettlingavættir í menntakerfinu, bjórkastið en allir með hvítan monster, leigubílar eru ekki svo dýrir. Við erum allir bara, að hrynja gjörsamlega í það. Auk þess þetta ekki monster, þetta hvít orka. Hvurslags hatursfulla orðaræða þetta? Já. Ég ætla ekki að láta nauðka mér á leiðinni heim, sko. Wow, þetta Woo! Hvað meinaðu með þessari athugasemd? Þetta eru útskýrt þetta nánar. Er alltaf að ráða þess í þetta fyrir mig og strómen argumenta þetta. Hér kemur iSaveable, akkur koma 2 bunur þegar maður pissar og akkur stækkar og minkar tippið eftir lofti og umhverfi. Við getum tekið þetta aðeins fyrir að eftir. Þú getur lesið þetta aftur. Af hverju koma 2 bunur þegar maður pissar og akkur stækkar og minkar tippið eftir lofti og umhverfi? Það ekki bara genin eða? En ég hef ekki heyrt þetta áður. Þetta fær aldrei 2 bunur eða? Hér svo kemur hérna að segja Bjarki okkar maður glætar að taka leigubíl á Íslandi 2025. Það stríð gegn kallmennsku, sérstaklega hvítum köllum. Það ekki svo dýrt hvað kostaða konundar þarna hjá Bláa lóninu. Já, vá, það var eitthvað 20.000. Þeir byggðu heiminn og vörðu hann með sterku sverði en nú þeim kennt að vera gallaðar útgáfur af konum. Þetta að versta sem gerist þegar konur ráða. Það ætti að vera það ætti að vera algjör skömm að því að vera woke, hvað þá að vera það ennþá í dag. Mér líður bara þess að ég hafi verið í einhverju leikriti í mörg ár núna, komin 10 frá mér og við þurfum að fara að syngja afmælisönginn hætti drengir. Já. Sagði einhver að Sverrir að fara að strippa, segir Hallgeir. Já. Við borguðum 10.000, ég held ég tappið þessu, segir Christmas, ok, það að raðast inn, við þurfum að taka lagið eftir smástund drengir. Hvað margir horfa? Akkurat núna 67. Já, mjög gott. Ég ætla bara að klára hérna kommentina því að það ekki það mikið eftir aðeim. Það á lítið háskólasamfélagi takið þátt í umræðu umdeild mál með hispurslausum hætti. Sammála. Kolbeinn og Róskili fyrir að mæta. Hann hafsjóra þekkingu, verið duglegir að spurja hann. Sammála og við ætlum að gera það eftir smá stund. Og verið mjög skemmtilega viðmælandi hingað. Já, frá gömlum nemanda. Það réttlæti fyrir rauð þegar það segir ræsting. Ég bara sammála því, Red Power. Já, ég kem eina rauða orku næst. Ég get kent Sverri að strippa þess, ég átti strippstæði 10 ár, segir Stiffarinn Þórskaffi sem var stærsti strippbústaður Íslands. Það var reyndar alveg ótrúlega gott content. Já, strippþjálfun hjá já, bara where the fuck was I? Hér segir einhver algjör mistari, I don't understand anything, but this language is just amazing. Því líka kongur sem bara að horfa þarna. Thank you for listening. Yes, thank you to all our international fans from Reykjavík, Iceland. 12 points. Við erum með fólk út allan heim að horfa. Það eru menn í Bogota og... Hér var eitthvað að þetta inn. Hvað finnst Kolbeinn félagsfræði kollegi hans Arnar Egger stundi núna bókstaflega skoðanakúun, annars vil ég grínlaus sjá fellow-based retard Kristín Best Korea Hannesson í bjórkastinu. Fellow-based retard. Veitu hver þetta Sindri Jóhansson sem okkar, einn af okkar grófari kommenturum. Hvern var hann að tala það í setna? Kristín Best Korea Hannesson, ekki gauri sem fór til Norður-Kóreu. Skrifa þetta niður Helgi. Ég verða að klára kommenti svo þau séu meðfram umræðinni. Var það? Ég man það ekki. Svo kemur hérna Ræsting segir, þetta snýst ekkert hvernig fólk lítur út, hvað langt síðan þú horfður á mynd þar sem vondikalli var svartur og góði var hvítur. Svo þetta Mary Sue, já það hérna með það sem vorum að ræða á þannig með kvikmyndunar.
Pæli hvað þetta it-pól búið að eyðileggja bíómyndir mikið, bara fyrir mörgum bara, þú veist, ef þið hefðu bara sleppt í að fara ángað, ef Lippandi hefðu bara sleppt þessu þá bara væri við ekki að pæli í þessu þá væri þessi spurning bara eitthvað gaur, hvað ertu að spyrja út í þetta? Af hverju er ekki saman? Ég hætti bara basically að horfa á streymisveitur og fleira sko þú veist á tímabili, ég er að velta því fyrir mig núna sko, ég er svona retrospektiv hvort að þetta sé bara ástæðan en það var orðið svo predictable og þú veist, það var orðið svo leiðirætt og svo mikið áróður og eitthvað ég ætla ekki að taka að þér hérna Nei, svo bara skjóta einu að ég segi alltaf þegar einhver spyr af býtu, af hverju er ekki sama hver er hann í þessari kvikmynd það bara, mér er ekki sama vegna þess að þetta er gert vísvitandi að setja X og Y seta þarna og þá má ég, ef einhverjum er sko nógu mig andum það til að eyða hellingapeningum í það, hætta milljónum krónu í þetta, þá má mér vera það mikið sama ég hef álitað þig. Það er líka bara að vera gastrís, það er bara risastór hópur sem sé bara, kvikmyndir og þættir og okkur sem við verðum að gera núna. Mér finnst þess að þetta sé verið, það er bara verið að reyna að kenna manni eitthvað, skilur í staðan fyrir að vera bara búa til eitthvað og senda eitthvað svo pólitísk skilaboð og mér mislíkar það og þetta fólk og þessi lippar eru að reyna að gaslýsa okkur í að bara, nei, þetta er ekki raunverulegt, bara þetta er raunverulegt, skilur við. Ég ætla að fá að klára bara hérna núna svolítið varum. Ég fekk gæsahúð, Anna Gimstin har frá Sverri, ræðum akkur í fjandanum Reykjavík að ráða herra Uglu til þess að heila þó borgarbúa. Býtu Kolbeinn 140, ég held að hann væri 75 í mestalagi. Svart fólk þarf öðruvísi læknast þjónustu á mörgum sviðum en það er rasismi að tala um það, þau fá ekki viðeigandi þjónustu, er það ekki mitt rasismi? Einum eistun færa sér nær líkamannum í kulda, það er verið til að halda hæfilegu hitastígi betur. Eistun, já. Þetta sem við vorum að ræða þarna áðan. Sigrún Þorsteinsdóttir, greind og gen fara saman, hefur alltaf verið. Ég hef verið meira út úr því að tala við, ég hef mikið meira út úr því að tala við kallmenn í hóp heldur en kvenfólk. Mikið kvenfólk er forréttindahópur. Hlusta á Sverri, hann hljómar svo lögmaðurinn í vinnunni. Og þetta er alveg að vera komið. Bjarki Freyr gefur okkur 3.000 kall. Takk fyrir það Bjarki. Bara takk innilega fyrir. Og Andri Þorvaldsson segir Kolbeinn mætti vera nær hljóðunum, hann heyrist ekki í honum. Ok. Sama gerist í kynlífi til að vernda eistum frá því að vera slegin aftur. Ok. Hvað er þeir að tala um með þetta? Ég ætla bara að minna enn og aftur, við erum ennþá með söfnununa í gangi. Það er fyrir hann Birni litla sem fættist með mjög alvarlega hjartakalla og fyrstum að það eru komið mikið af nýjum áraðum, allir bara rétt að fara yfir þetta aftur. Við erum með í pinned comment, þá getur við fundið reikningin og kennitöluna sem hægt er að leggja inn. Hann er búin að fara í 3 hjartaaðgerðir, bara nokkura daga gamall, hann á eftir að fara í fleiri. Fjölskyldan orðið fyrir gríðalegu tekjutapi, bara algjört tekjutap til dæmis hjá pappanum, hann er verktaki. Og bara við viljum endilega gera fyrir það á enginn að þurfa að gangi í gegnum svona. Björgum Birni. Hvetjum kristna samfélagið og trúa menn til þess að biðja fyrir barninu líka. Alveg 100%. Alveg algjörlega. En nú erum við bara komin upp í, hvenær viljið þið syngja fyrir Örvitan? Viljið þið gera það? Ekki gera það, en við verðum þetta er bara að fólk borgaði fyrir þetta. Já, ég fólk borgaði fyrir þess að þjónustu. Ég mun það þangur til að förum allan í gegnum þetta sem við ætluðum að taka. Það er að hann er að reyna í það á sér. Ég að fara á klósetti svolítið lengi hérna eftir. Segja á 4. bjór. Ég er ábyggilega mest saman það ykkur sko. Ég tekið mjög vel sko. Ég myndi taka þetta í einsöng. Ég er til í að vera backup-söngari. Allt í lagi, ef að Sverri vill syngja þetta inn. Hörðu, ok, við vorum að ræða bara rétt á þann, við erum búin að kommentakerfið er komið hérna, þá bara við vorum að ræða með hvað, það voru fordómarnir, okkur fólk verið svo brjálaði við því að það þarf bara öskra því að hefur engin komment. Er þetta ekki bara það? Ég sé þetta svo oft. Já, af hverju það verður svona reitt? Þú eiginlega, þú veist, varst þar. Við vorum akkurat þar. Þú veist, það var út af því að þú veist að þetta væri rétt og það verður svo reitt. Innstinni veit að ég er að segja eitthvað sem er rétt, sem er vísindilega rétt, sem að þau geta ekki hrakið. Þannig að þeirra eina viðbragð við því er að verða reitt út í mig, reita í mig einhverju og ráðast á mína persónu og reyna að framkvæma einhvers konar þöggun. Og þetta virkaði alltaf mjög fínt. Þanga til að einhver fattaði að þetta cancellation dæmi er bara game of chicken. Ef að þú bara stendur bara fast á þínu og segir bara ég er bara stend á því sem ég segi og þið getið ekki hrakið það sem ég hef sagt vísindalega
skilur, þið getur notað eitthvað svona tilfinningalegu rök, þið getur sagt að það sé búið að framkvæma eitthvað svona pólitísk ódæðisverk út frá þessari hugsun sem samt ekki einu sinni rétt og notað, þú veist, þetta svona tilfinningaleg kúun en það var hægt samt á tímabili þegar að fólk var að pressa á aumingja sem að voru kannski yfir opinberum stofnunum og það fólk allt í einu fór að taka einhverja pólitísk eða basically ákvarðanir sem að var síðan dæmt á móti þú veist, í hér á svo Hæstarétti. Mér langar að fá gestinn til að koma með sitt álita þessu og ég minna á að vera bara nokkuð vel nálægt mæknum. Já, ég held að það snúst rosalega mikið það að fólk sko, ég held að issue hérna sé svona, eins og Orwell kallaði doublethink. Fólk í raun og veru með 2 hugmyndir í gangi í hausnum. Á sama tíma það myndi koma að segja allt í sambandi við hegðun manneskjunar félagslega skilgrein. Það hafa ekkert með þetta að gera. Og Guð hjálpa okkur, auðvitað erum við ekki að fara að tala um það að gen geti haft áhrif á grein. En svo situr það og hugsaðar og horfir á benni og hugsaðar, já, það aldrei klár, svona eins og pabbi. Af því að fólk veit, í hinni hugmyndinni veit fólk að þetta svona. En máli það að sko, þegar maður ef að erði myndi ekki skipta neinu máli, þá myndi ekki breyta neinu hvernig við myndum útila börnum á Landspítalanum. Nei. Þú veist, það væri fæðingu, það væri allir eins. Vá, þetta góð punktur. Og þetta sko, það sem að gerist þegar maður potar í þessari hugmyndir og þú veist, að það verður svona dissonance í hausnum á fólki. Allt í einu, þú veist, kemur hérna annar helmingurinn af hausnum að þeim segir, þetta alveg rétt sem hann að segja mig og hinn bara, þetta sem ég að hugsa hérna megin það sem gerir maður góðri manneski. Þannig ég má ekki bakka. Og það verður bara eitthvað svona eina leiðin út af þessu árás. Cognitive dissonance. Hugrænt ósamræmi. Þau héldu að þetta myndi virka, það myndi bara virka að ráðast á mig sem personu og að þá myndi ég bara hætta en þau föttuðu ekki að ég fucking ég sko, þau voru bara fucking, bara, þú veist ef að þið reynið að fucking auglýsing sem við fengið sko. Já, þú veist, ef þú reynir að þagga niður í mér ef ég að tala sannleikan eitthvað mál og þú reynir að fucking þagga niður í mér með því að ráðast á mig persónulega fyrir það og bara þá bara fucking Guð hjálpi þér, þú bara getur vita það ég að fara fucking halda áfram að hamra á þessum punktum og þessi umræða hefur líka bara verið tekin í samfélaginu í kjölfarið. Þetta var bara það sem var rætt á kaffi. Við færðum nálina. Já, við færðum nálina. Við breyttum umræðinni að því að einmitt þetta double speak og double think að hérna sem að Orwell talaði þessi þekktir rithöfundur sem að skrifaði einmitt alræðisstjórnir sem að reyndar, hefur séð nýju Animal Farm sem er verið að íta núna sem að búið að snúast upp í að vera sko einhvers konar ádela á kapitalisma. Hann skrifaði náttúrulega kommunisma, þetta er náttúrulega ógeð sko, þetta er bara sögufölsun í beinni. Hvað kemur í tóa? Já, þetta er bara, þú veist, það er bara no shame sko. Og hérna, að því að þú veist, þetta er literally það sem að Orwell hafði spáð fyrir að yrði gert í alræði samfélagi, að þú veist að það er snúið út úr með akkurat þessum hætti. Þetta er alltaf bara saman gerist hérna með Handmaid's Tale sem að Margaret Atwood skrifar sko byltingunni í Íran. En þess að þú kemur í sjónvarpsþátt en hún skrifar hana náttúrulega sko inn í vestrænt samhengi bara til þess að sko lesendurnir hennar geti tengt við hvað þetta þýðir að lendi í þessu. Svo kemur sjónvarpsþáttaserían og hún er mörgleiti vel gerð en allt í henni þetta orðið sko dæmi að túlka það sem merki sko uppgang kristilega hægrisins sem þessi saga snýrst aldrei Þannig að þú veist ég held nefnilega að þetta er eiginlega bara svo fyndið sko, þetta er svo galið. Ég var bara að heyra þetta fyrst núna sko og ég hef oft grínast með þetta Handmaid's Tale, ég var að tala á X-inu Ég held þú vissir þetta þegar þú varst að djóka með þetta. Ég hef bara séð það því að það er eitthvað svo feminista sem er alltaf að tala þau ætla að gera eitthvað eins og Handmaid's Tale þannig ég hugsaði bara, vá það er fokkin fyndið að segja ég ætla að gera Ísland að Handmaid's Tale samfélagi hvað er þið að fokkin gera í því skilur þetta verður þið eftir eitthvað Þetta er mjög áhugaverð saga að því að klerkasamfélagið og vinstrimennir og feministarnir þú veist, þeir nota þá eiginlega ég hef ekki séð Handmaid's Tale en þú veist, ég kann þetta ég held þessi 79 og svo endar þetta bara með því að þú veist, það liði bara tekið að lífi Þetta er nefnilega byltingin einhver sko, það er alltaf gert eitt af það sem er aldrei áhugavert við sko, stjórnmálinn í dag, þú ert aldrei með þetta sko woke vinstri og þetta woke vinstri það sko linkar svo inn í aðra umræðu sem að sko
meira svona í alþjóðapólitíkinni sem snýst einhvern veginn heimsvaldastefnu og nýlendustefnu og eitthvað slíkt sko. Aðeins herra Kolbeinn fyrir ekki og það þessi sko skrýtnir ákvæða hvernig getur þau sko verið feministi en varið Íran það sem sagt trikki eða bara sem sagt réttindi kvenna í öllum þorra múslímaríkja sem að gangast þetta með ekki við þessum mannréttinda sáttmála eins og hann upprunalega skrifaður fá ákveðnar undanþágur. Var hann ekki bara islamofóbískur? Getur það verið? Jú, og þessin að fá þau alls konar afslátt á hann, þessi lönd, bara til þess að geta skrifað undir hann. Og manni finnst það hálfgerður brandari, sko. Ég meina mannréttindið, sko, ef fólkið sem vill að við tökum mannréttindið alvarlega sem ykkur algild réttindi, þá hljótaði að vera algild. Þannig að maður hefði haldið það. Já. En sko þetta rosalega skrítið en þetta sko minnir á þetta þetta kallar rauðgræna bandalagið sem var gert í Íran þar sem að sko sósíalistanir og frjálsindaliðið og klerkastjórn ákvaða að islamistanir sem að drápu hérna og tóku yfir og eitthvað það rætti þetta að vera eitthvað svona vítill varnar að kannski að sko óvinnarminn er ekki alltaf vinur minn ég myndi þessi rómans þarna að milli sem sagt, þú veist, öfga íslamista og kvenréttindarhreyfingar, við getum kallað það ég vil að kalla það feminista, því mér svona kvenréttindarhreyfingin finnst mér bara eiginlega að vera annað mér finnst þessi öfga feministar sko að mér finnst það svona að vera, þú veist, gamla stöfið mér finnst hittur að svona nýja sem að svona prjóna yfir sig þess að pínu fordómar Helgi að dæma hóp eftir því sem bara 98% á honum gera já, það er alveg rétt ég held að væri hægt að nota intersectional feminist en ég bara ekki viss hvort þessi hugtak sem ná margir nei, veist, og bara skiptir ekki máli kannski en þú veist, málið er það að þetta við erum að tala að ef að einhvers staðar var feðraveldi að þá er bara búið að lýsa því bókstaflega í Kóranunum þetta er svolítið fyndið sko. Já, og bara hvernig það ekki hann að taka þátt í þessu og hvar það að vera og mega vera og hvernig að skipta þessu og hverju með vera kynlistræði og kallmanna og allt svona og þú veist og mjög mikil nauðgunarmenning þarna því að henni er lýst bókstaflega að þú mátt nauðga undir ákveðnum kringstæðum og þú mátt nauðga konumófinar eins og svona og átt eiginlega að gera það og átt að drepa það og taka það, þau vil ekki vera undirgefnir og allt svona. Það er islamofóbist. En samt, já, það er það og það sem að ég er ekkert að fara að gefa neitt afslátt ég segi bara hlutir eins og það eru og ef við ætlum að nálgast þetta og segja satt maður bara velti í fyrir sér hvernig fer þeirra hugmyndafræði sem að þeir þykjast að fordæma einhvers konar karlaveldi að hefja upp karlaklerkaveldi þú veist, þetta er svo ótrúlega galið og þarna einhvern veginn horfi maður bara á þetta allt molna niður. Mér langar að bæta við spurninguna ef ég má bara bæta við hana, þetta er sama spurningin að mörgu leyti, það er segjum að við séum með bara nokkra sko hópa, þú byrjar að skipta bara fólki í flokka, byrjum bara á þú með fólk, það má ekki gagnrýna það verður, sko þá er ég að tala um þessar nákvæmlega sömur hreyfingar þú ert að vitni og þetta er raunni, þetta kemur inn á nákvæmlega saman og við erum að spyrja því hérna út í þú mátt hins vegar setja í kall og konur og þar máttu byrja að gagnrýna. Það er meira að segja heilu hreyfingarna sem tala kynbundi, ofbeldi, kallar gegn konum, allt svona og við sjáum að það er alþjóðlegt, þessar hreyfingar eru bara mjög öflugar þarna, atkvörf bara nefndu það. Þetta má gera. En leið og ferð að skipta köllum í flokka, ferð einu skrefi neðar og ferð að segja þessir aðilar eru kannski líklegri, það skiptir engum máli hvaða hópur með svona talum, nema að séu hvíti kallmenn. Þessi hópur er kannski líklegri til að gera þetta líka, þá ertu komin á langt. Já. Þú verður að fara þetta eina skref, þú mátt ekki vera alveg uppi, þú verður að fara þetta eina skref, þú mátt ekki fara neðar, því þá er það orðið tabú. Og áhugavert að pæli hver setur þessi mörk, hverjum það hagnast hugmyndafræðilega, hver setur reglurnar og fyrir hver eru þessar reglur, hverjum hagnast. Nú erum við búin að kannski á þessu islamfeminista og fara síðan út í þetta. Nú erum við búin að dæla miklu á gesti, nú ætlum við að fá hann til að fara vel að mæknum og bara gefa honum orðið. Já, sko, þetta er náttúrulega eina stóru ráðgátum samtímans er einmitt sko islamfeminista bandalagið og islamista og svo er það náttúrulega Queers for Palestine sem er önnur ákveðin ráðgáta í svolítið saman. En sem sagt það hafa sko,
Ég er ekki fullkomlega móti identitetspólitík sem slíkri. Ef við ferum tilbaka, við skoðum borgaréttarhreyfinguna í Bandaríkjunum, þá voru í henni 2 línur. Það Martin Luther King línan og það Malcolm X línan. Okay. Martin Luther King línan, það sem hún gerir raun og að segja, við krefjumst jafnra réttinda á grundvelli sameiginlegra mennsku. Við erum bara mannskjur og við viljum bara fá að lifa í þessu samfélagi sem við erum búin að búið til, það lítur bara vel út, við ætlum ekki að raska þessu samfélagi. Malcolm X línan meira eins og við þekkjum í bókinu, þetta lín sem horfir á þetta sem sko núllsumuleik. Til þess að bæta stöðuna okkar þarf að lækka ykkur annan, ykkur þarf að tapa þannig að við getum grætt. Og við sjáum sko þetta raun og veru leiðarstef í identitetspólitík alveg fram til svona 2010 jafnvel sko, það var þetta svona ráðandi trendið. Við skoðum til með sko réttabaráttu samkynhneigðra á Vestlöndum og ábyrgð á Íslandi á 10. áratugnum. Það var þetta spurningum á sömu hjúskaparréttindi í krafti þess að vera bara manneskjur og og það rosa erfitt að segja nei við svona. Nema ætla bara að segja að fólk sem einhvern veginn litinn eða fólk sem hefur einhverja kynhneigð sé ekki mannesk. Akkurat. Og við töpum enga á því sem hvítu miðaldra, hvað þetta allt cis-het og allt þetta gauranir, skilur við. Það eyðilegur ekkert okkar hjónaband að eitthvað annað fólk gangi í hjónaband. Það skiptir engum máli. Hin línan hins vegar það sem að sko eiginlega skilgreina vókið. Það þessi sko tendens til að horfa alla hluti í svona tvend. Það kúari og henn kúaði. Það kallar versus konur, það hvítir versus allir aðrir, það gagnkynhneigðir versus samkynhneigðir og hinsegin. Já, bara hinsegin línan. Það tekur restina þættinum að nefna. Já, en sem sagt, og svo kemur intersektionalitíðin, sko, sem sagt, var uppalega frekar fín lögfræðileg hugmynd. En sko í þessari pólitík hún spila svo út að þú getur búið til svona hierarki sem hún telur sko, ég með þetta stig, ég með þetta stig, ég með þetta stig og þess vegna ég rosa kúaður. Og einhvern veginn einhver hópur sem á toppnum sem kúarinn. Og það einhvern veginn allir eiga sameiginlega hagsmuna því að kollvarpa kúarinn. Þannig þetta svona hierarki af kúunum. Já. Og og því meira sem þú kúaður, því meira, þú veist, meir réttindi hefuru í orðræðinni og umræðinni. Já, þú kunni sterkara tilkall. En mér finnst eitt varandi þetta, sko, þú veist, þetta meikar eitthvað sens í eitthvað svona sögulegum skilningi í Bandaríkjunum, en á Íslandi meikar þetta engan sens. Nei, menn að þetta náttúrulega, sko, kenningar sem eru fluttar inn algjörlega og þær passa bara ekki alveg við samhengi. Passa ekki við sögu Íslands. Voru engir svertingja þrælar. Nei, og við erum nýlenda. Við erum bara literally nýlenda. Sjá þeir að vera heimfærið yfir á Írana til dæmis, einhver kúa seinni bara sögunar á seinni árum sko. Þetta kemur eiginlega bara beint inn á það sem að ég ætlaði að fylgja eftir og það verður einni hvort það fyndist að háskólinn eða háskólasamfélagið bæri ábyrgð á svona hvernig umræðan hefur polariserast og hvernig hún hefur þróast. Þú svolítið að lýsa því þarna að einhver leiti en hvort það beri svolítið ábyrgð á því að jafnréttisbaráttan fórum eitt út í þetta að búa til meiri gjá á milli fólks og eins og vorum að tala voru allir kallmenn, það voru ekki nöðgarar skiluru og Helgi Hrafnum einmitt sammála okkur það eða mér það að þú veist að veri bara ráðist í mýtu og alla kallmenn í staðin fyrir að reyna svona okay, þú veist, þeir sem að þú veist, við erum ekki á móti öllum kallmennum við erum bara, en hins vegar það rosalega mikið tekið ef við myndum segja múslimar, það ekki allir múslimar þú veist, eða þú veist það ekki allir svona, allir hins eginn en þú veist, það mismunandi leikreglur og rosalega mikið, double standard, double think, double speak og Newspeak sem líka einmitt 1984 bókinni það sem að þú veist, úr rauninni getur ekki gert þið skiljanlega annað því að það búið að breyta allri hugmyndafræði bak við orð eins og rasisma jafnvel hvað, þú veist, ekki, þú veist, ábyrgð háskólana sem eru svolítið mótandi fyrir hugmyndafræði hún ekki einhver þarna og það kannski partur af þessu bakslæg? Ég meina, háskólan eiga auðvitað mikið háskólinn til dæmis þjálfa alla kennarana sem að taka þátt í einlega þetta á öllum skólastigum háskólinn þjálfa blaðamenn háskólinn þjálfa fólki í stjórnsýslunni fyrir ekki Kolbeinn þið held að talast á þessu auðvitað eru það þannig að hugmyndir sem að verða ofan á þær háskólinnir eru ákveðin sko vél í þessu
Ég hins vegar til dæmis kategórist að móti því að banna þetta í háskólum og það kemur á því að ég hef aldrei svona sérkennan skilning á háskólum. Háskólar eru ekki vettvangur vísta, þeir eru vettvangur hugmynda. Það er ástæðan fyrir að vístin eiga heima þar. En við erum líka með guðfræði. Guðfræði ekki vísindi. Guðfræði er trúarbrögð og heimspeki og saga. Stór hluti hugvísta er ekki vísindi í einu svona hardcore skilningi. Ekki hardcore skilningi og sérstaklega ekki að því að þú ert félagsráðgjafi og við förum alveg bara tilbaka í Frankfurt-skólann sem er stofnaður kring félagsvísindi og til þess að beygja þau í ákveðna átt. Já. Og þá í svona marxíska átt að þeir í rauninni andmæla svolítið þessari vísindalega aðferðafræði. Þú veist, finnst þér það hafa litað félagsfræðina eitthvað? Já, þetta hefur definitíð litað félagsfræðina og ýmis félagsvísindi og ég held að Frankfurtarskólinn það hefur alltaf verið erfitt í félagsvísindunum það er eitt að vera með kenningar. Já. Kenningar er eitthvað svona opin hugmynd hvernig heimurinn virkar og leiðir hann tilgátur og svo prófar hann á grunngögn. Og ef hún fellur þá hefur aðeins minni trú á kenninguna í því samangi og þetta prófa henni. Hugmyndafræði er rosalega svipað fyrirbæri. Þetta er svona heilstætt kerfi hugmynda sem segir hvernig heimurinn er og hvernig hann virkar. Nema það kemur aldrei að þessar próf. Allar prófanir eru árásir. Þetta verður svona faktfrí. Og sem sagt það sem að raun og veru Frankfurtarskólinn gerir og þetta er aldrei arfleiðin af skilgreinanleika jaðarhópana fyrst en í rauninni ekki gera svona analýsu það hvað gæti verið jaðarhópar. Já, og þetta náttúrulega er svona lögmálshugsun. Ef þú til þessum hópi þá ertu jaðarsettur. Það er bara með alla hópa þannig að það getur breyst. Þú veist, hópur sem er jaðarsettur getur orðið forréttindarhópur seinna en þeir gera ekki ráð fyrir. Og það er rosalega sjaldgæft að einhver einn hópur sem sagt sé í heild sinni jaðarsettur. Akkurat. Þú veist, það er bara en við erum til dæmis með eins og þú veist, við erum með karlmenn sem eru einstæðir feður sem eru bara í mjög vondri stöðu og þeir eru ekki lögheimilisforeldrar og þeir eru heldur betur jaðarsettir og þú veist, það sýnir það, þú veist, þeir fá enga styrki og þeir eru alveg settir einhvern veginn fyrir utan og verandi, þú veist, faðir að þá skilja það er mjög erfitt, en einhvern veginn kemur Frankfurtskólinn og þessi típa félagsvísindum virðist ekkit koma en til hjálpar og virðist ekki meiga að því að það er svolítið búið að segja við þau fyrirfram þeir geta ekki verið jaðarsettir. Ég veit það ekki, þú veist, er það rámt hjá? Ég held að það sé alveg hellingur til í svo. Ég held með þessar gagnrýniskenningar ég held að segja fyrir var annað það ég þekki fólk sem er svona critical theoristar sem að gera þetta bara mjög vel og skilur þetta bara kenningalegt módel til þess að greina ákveðna hluti og áttast annmörk. Akkurat. En þetta slæta svo auðveldlega yfir að vera pólitísk hugmyndafræði. Já. Þegar þetta er pólitísk hugmyndafræði þá verður ekki lengur víst. Þá er þetta orðin einhvers konar fullleikar og veruleikan, hvernig það virkar og þær eru einhvern veginn alltaf ósnertanlega. Þú nærðu aldrei alveg að hanga þau á hver er súbstansi, hvernig myndu við prófa þessa kenningu. Þetta verður ótrúlega mikið svona lykt að þessu eins og fasisma, nazisma og kommunisma og svona partymúment. Ég ætla að segja hvernig ég hef stundum prófað þessa kenningu. Það er sérst ekki, kannski, ég veit ekki hvort flokkundi akkurat þetta er svona mjög svipað. Það er til dæmis, ég hef séð mjög margar sem þoli ekki kallmenn. Og þú veist, ég hata kallmenn, eitthvað svona dæmi og ég spyr mjög oft, hatar svarta kallmenn? og fólk verður bara brjálað. Nei, ég sagði það ekki, ég er ekki rassist. En þú varst að segja hataði kallmenn, ég er bara að spyrja meitt lítinn undirhóp af þeim. Skilur þetta, fólk bara fer algjörlega í kerfi, bara Ég er með annað svona, það er ef einhver drullar yfir kallmenni mitt, að þá er það bara einhvern veginn allt í lagi. En segjum sér svo að einhver kona hafði gert einhverjum eitthvað og hann myndi segja eitthvað slæmt hana, að þá er það bara hvernig hann talar konur. Þú veist að hann talar eina konu. Þú veist að þá er bara, þá er allt í lagi að bara setja yfir á allt og maður er svona bara þú veist, kannski var bara eitthvað sem kom fyrir þarna, hann hefur bara þessa einstöku skoðun á þessari einstöku konu en hann er ekkert að fordæma allar konur og mér finnst þetta að vera kerfisbundið misnotað gagnvart mörgum einstaklingum. Ég lendi þessu gagnvart transdæminu þegar ég kallaði Örnu Magnu Dangs bara einhvern ómerkilegasta ligara sem ég hef nokkuð tímann haft þann misery að eiga í rökræði við. Það er bara logi og þá er það bara transhattur.
Ég sagði ekki status Örnu sem trans eða neitt svolítið, það kom málinu ekkert í, ég sagði bara að Arna var í lígari. Þakkaði allavega ekki þetta konur. En þetta er sama og var gert við mig, skilur, þú ert rasisti, sagt, skilur, og eitthvað, og veist, þetta er bara tól, þú hatar transfólk, allt þetta blað, þetta eru bara tæki fyrir fólk sem er orðið hugmyndafræðilega gjaldþrota. Þau vita það, þau hafa engin rök eftir, þau eru bara fucking game over, bara sorry, the jig is up, það sjá allir í gegnum fucking liðarnar ykkar og þannig að núna er eina hálmstráð sem þeir eru eftir í opinberri umræðu er að taka þessa stimpla, rasisti, fasisti, nasisti, transfób, what the fuck ever, til þess að reyna að þagga neyri mönnum en þegar menn stíga í gegnum það og bara halda áfram og ganga á þetta fólk, ganga á þessa hugmyndafræði sem þau trúir á, að þá kemur ljós að þau eru gjörsamlega gjaldþrota, þau eru rökþrota gjörsamlega frá A til Ö. Okkur vantar fleiri comments. Finnst þér vera farið að gæta þess innan háskólasamfélagsins að woke-hreyfingin sé að brotlenda þess? Eða er þetta svona síðast að koma inn þar? Sko, ég held eða er kannski engin vóksamkoma þarna? Ég er bölsýn maður eðlisfæri. Aðeins herra, og bölsýnum minn segir mér það og eina sólit félagsfæðilega innsæði sem ég hef fengið í Íslands samfélag er að við erum alltaf svona 10-15 árum eftir öllum öðrum. Því að meðan önnur lönd er að vinda ofan að þessu þá er við ennþá uppleið. Ég held að við séum ekkert komin á þann stað að þetta sé að fara að brotlenda alveg strax. Önnur samfélag verða búin að sortira sig í gegnum þetta og við verðum ennþá það. Ég er svolítið hræddur það. Ég er sammála þessu, já. Við erum búin að rekja þetta að vissuleyti út úr opinberri umræðu en þetta er allstar. Þetta er búið að leggjast á bara á allar stofnanir, þetta er inn í þú veist, bara svona opinberi starfsmenn, þú veist, og allir svona mannauðstjórar og skipulagsfræðingar og þú veist, þú sérði þetta bara svona í samskiptum við, þú sérði þetta með þess að þetta fólk það talar annað tungumál. Það talar ekki saman, þú veist, þetta er pælið í því hvað það er fyndið, að það eru bara ríkisstarfsmenn og svo einhverjir svona andlega vanheilir sem að nota þetta kynhlutlausa mál, þú getur bara spottað strax. En þú sérði þetta samt, þú veist, þú sérði þetta talað á RÚV, þú sérði þetta svo í tölvupóstum við svona okkur ofinbæra starfsmenn. Það er fólk með fornöfnin sín í sína tjörnum. Og þú veist þetta öll velkomin og allt dæmi, skilur, og pælið í því hvað það er grillað, að það sé bara eitthvað sér tungumál sem bara andlegir kripplingar og ríkisstarfsmenn nota bara. Það er bara ógeðslega fyndið, sko. Þú veist, það er bara þeirra tungumál, bara, og maður getur spottað, bara, já, ok, gaurinn sem var að senda á með tölvupóst, hann er andlegur kripplingur. Hann er vanheill. Þetta er líka, hann er lengst niðri. Ég held að það snúist rosalega mikið það að, sko, signalera að maður er á réttum stað. Þetta er einhvern veginn, og þegar þú komin líka, sko, þú veist, aðeins nær mæknum fyrir ekki ógeðslega frábært að tekilast því er ekki frábært að vera sérfræðingur á ríkinu. En maður getur þá minnskostið sko virtuesignal til þess að ná sér status. Og ég held að það sé alveg rosalega stór hluti af þessum leikvöldum saman. Hins vegar held ég sko að þegar kemur að vókinu, ég held að sko hluti af vókinu á sér rætur eða er svona grundvallað í einhvers konar svona róttækri pólitík sem sér fyrir sér einhvern veginn að það verði einhvern veginn að gerbreyta samfélagi. Einhvers konar byltinga einhverju gerð. Algjörlega. Ég held að megið þorna þeim sem að sko leikurleikin sé ekki þar. Þeir eru bara að signalera sko að þau séu réttu liði. Því þau skilji ekki hvað það er sem gerði samfélagi gott fyrir það fyrsta. Þau eru að reyna að ráðast gegn öllu sem byggði þetta frábæra samfélag sko. Og það er líka sko þessi skrýtna hugmynd, þú veist, ok, ég myndi halda að þú veist, ég hef aldrei búin að stíga út í pólitíska tómið en þegar kemur að velferðarmálum þá er ég pínu bara svona gamaldags krati. Menningamálum þá er ég sennilega íhaldsmaður. Þú ert svona alþýðuflokkurinn. Mörgliti. Það er svona bara svo má maður segja það að maður hafi haft svolítið gaman að Jóni Baldvin. Já, kóngirum. Já, væntalega. Það er bara með respekt á hann hér, sko. Ég meina, hann var brilljant pólitíkus og hann var brilljant pólitíkus og frábær órator og hérna allt það, hann hafði og hefur, kannski ennþá, ég veit ekki, vissa briskleika virðist vera sem að bólgraður. Hann var kynlífsvíkill. Hann mjög graður. En það þýðir ekki að hann sé eitthvað óæðri.
Nei, ég meina líka, þú veist, George Orwell var ömulegur eiginmaður, en ég meina hann var frábær rithöfundur. Ég segi bara með respekt á Jón Baldvin, sko. Já, ég bara, þú veist, og Bryndísi líka. Það ekki hægt að taka það af honum að hann var frábær pólitíkus og gerði alveg útrúlega marga góða hluti og var ábyggilega einn mælskasti pólitíkus Íslandssögunar. Alveg 100%. Síðasti svona vinstrimaður sem var svona töffari finnst mér að vera Ögmundur Jónasson. Og hann var líka bara svona hann stóð bara á sínu, hann var ekkert eitthvað hann var í Alþýðubandalaginu og vinstri grænum svo setna sko, mér varst hann, þú veist, ég er ekki sammálunum en hann stóð á sínu og var heitlýsinu samfæring bara, einmitt, og maður respektar það alltaf sko. Maður gerir það, þegar menn eru samkvæmið sinni samfæringu og eru heiðarlegir einhvern veginn bara og berast líka ekki bara eins og vindhannar með hvaða vindi sem sem blæs í samfélaginu. Það er bara, hvað er bláhæra trukkalessan að öskra núna, ég þarf að fara og predika það, skilur sko. Mér finnst við að hafa séð í pólitík einmitt breytingar. Mér finnst við vinstri flokkarnir hafa fært sér mjög mikið til hægri. Við sáum flokkarnir sem voru lengst í vinstri græna og umhverfisstefnan hefur svolítið bara liðið undir lok sem fyndið á Íslandi þar sem orkan er ódýrast sko. Að svona fólk er einhvern veginn ekki að kaupa það lengur, þú veist, það er svona orðið þreytt að vill umhverfisvernd, en þú veist, það er ekki það fyrsta. Tölum bara um það, ég meina, þú veist, bara fyrst þú varst að tala að fara í umhverfisverndina, ég meina, stærsti maður, eða hvað segir maður, umhverfisverndar maður seinustu ára, Bill Gates var nú bara að snarskiptum skoðun á málumnu. En á meðan er Vilhjálmur Bretaprins að fljúga á loftslagsráðstefnuna sem að fóru cirka 200 einkaþotur mætt á loftslagsráðstefnuna og segja nú séum við bara á síðasta snúni, nú verðum við að gera eitthvað, nú munum við herða tökin á einhverju, sköttum eða persónufrelsi eða eitthvað. En við bara séð alla flokka í Vestur-Evrópu meir og minna sem að voru svona sósíaldemókrata flokkar að þeir hafa tekið mun meira svona nationalist stans, þeir hafa sagt okkur við þurfum aðeins að róa okkur í innflutningi á fólki, samfélagi berða ekki og svona. Þeir hafa verið samt latari við að framfylgja því heldur en þeir hafa lofað því og við erum bara búin að sjá alla línuna fara lengra til hægri ef við getum kallað það hægri stefnu óháð kannski hvar menn standa svona efnahagslega. Sko ég held að skiptir máli í þessu að bara svo Kristóf Frosta hefur orðað ágætlega, við viljum hafa velferðarsamfélag, þá getum við ekki haft opið landamæri. Og þetta bæði Svíar og Þjóðverjar lendi því sko að þeir galopna fyrir flóttamenn frá Sýrlandi þegar strauminn kemur Evrópu og þeir lenda í vandræðum út af því. Þú veist, það skapar vandamál og þetta er eiginlega algjörlega unchecked flæði af fólki. Jafnvel þó þetta væru bara allt sko sviðslendingar. Ég meina, þú veist, það væri bara þessi fjöldi af sviðslendingur sem flyttir í landið myndi bara valda rösk. Algjörlega. Þannig að það þarf að vera sko kapasiteti til þess að þú verður að takmarka því hvað þú getur tekið við mikið af fólki. Akkurat, og þú veist, ég hef mitt fór að tala um svona, þú veist, væri hægt að setja upp einhverja formúlu, þú veist, af því að samfélagið getur ekki tekið við fleirum heldur en eitthvað ákveð og við erum búin að sprengja það, þú veist, við þurfum að stoppa og þú veist, þú getur verið með svona markar þar sem þú hugsar, ok, hérna er heilbrigðiskerfið, hérna er menntakerfið, hérna er húsnæðismálin og hvert og eitt er flöskuháls á næsta. Þannig getum við gert það. Eitt stærsta vandamáli sem við stöndum frammi fyrir í dag er það að það eru stýrivextir alltaf háir og þú veist, það er dýrt að borga húsnæðislán. Það er ekki hægt að hækka vexti til þess að slá verðbólgu eins og það ræður enginn við það. Það er ekki hægt að lækka vexti vegna þess að ef þú lækka vexti mjög mikið þá eykst kaupmáttur í formi lána. Fleiri geta keypt íbúðir og þá fer fólk að yfirbjóða hvort annað. Þegar að fyrir að yfirbjóða hvort annað, þá hækkar verð. Það er verðbólga. Þannig að þið geta ekki hækkan í lækka vexti. En það sem er hægt að gera, ef þú sendir alla sem að í rauninni eiga ekki Ísland sem upprunaland, til dæmis þeir sem eru innan Schengen eru atvinnulausir, eða myndir fara heim, það eru 4.400 atvinnuleysisbótaskrá sem eru frá þessu löndum og myndir draga út dvalarleyfum til Íslands og svo framvegis. Ef þú myndir fækka á Íslandi svona 10.000 manns, þá ertu basically að leysa vandamálið. Ég bara næði ekki af hverju þetta er ekki bara gert af því að þú veist, það með væri til hagsbóta fyrir öll heimili í landinu alveg sama hvar þú stendur í pólitík þú veist
Af hverju, þú veist, ég veit það ekki, ég næs ekki. Sjáðu hvað viljinn... Ég ekki með útskýringu, Mér langar að benda mér, að sjá hvað viljinn greinilega lítill til staðar, því að nú var að koma upp hneyksli í Bretlandi sem að ríkisstjórnin viðurkenndi, þetta bara nokkra daga gamalt. Þeir voru að viðurkenna það að þeir hleyptu aðilum, gáðu þeim hæli þó þeir væri sekir kynferðisbrot í heimalandinu, svo lengi sem það myndi ekki varða meira en 12 mánuðum í fangelsi í samkvæmt breskum lögum. Þetta var bara að koma upp núna bara fyrir nokkrum dögum. Það var að vera að varpa þessu og þetta var ríkisstjórnin, við þurfum nú að laga þessu fyrst og svona reyndu að þeir þrætti ekki fyrir það en vildi ekki viðurkenna að vera satt, sögðu svo þeir var að reyna að vinna í þessu. Þannig að þetta augljóslega, þetta kemur frá aðila úr innanríkisráðuneytinu, það er búið að staðfesta þetta á öllum breskum miðlum og þetta er náttúrulega bara bílun, en sjáu fólk vissi af þessu. Þeir gerðu það samt. Það var augljóslega ekkert plan, ekki á Íslandi heldur. Það var bara, við bara hleypum þessu fólki. Mér finnst það eru 2 áhugaverðir vinklar á þetta. Í fyrsta lagi, það var ekkert plan. Við ættum bara að taka við þessu fólki og við vissum ekkert hvernig við ætlum að gera þetta. Þetta er bara allt gert að fingrum fram og nú þegar þetta er augljóslega að valda gríðarlegum skaða á íslensku samfélagi, það var bara eitthvað svona afneitun í gangi, það er eitthvað gaslýsing í gangi og allir sem tala gegn því eru uppnefndir rasistar og nasistar og eitthvað. Og já, það er fyrsti punkturinn. Annar punkturinn er að það var aldrei kosið þetta. Þetta er andlýðræðislegt. Íslenska þjóðin, ef henni hefði boðist til þess að kjósa þetta, hvort þetta yrði gert svona, í svona miklu mæli, þá hefði... Svarið er nei, það er bara algjörlega gefið sér öllu skoðanakönnunum. Ég er ekki viss, sko. Straumunum byrjar að besta á þannig 2014 og... munið eftir þess, ég veit ekki hvort þið munið eftir þess á Facebook, það bara fólk var bjóðandi fram með sófana sína og já, þetta var kæra Eygló, það var nú, þú veist en sko var það eitthvað svona múksefjun, var múksefjun en þetta var sett hávær minnihlutahópur á þeim tíma, mögulega sko ég held að það hafi verið meiri hluta vilji fyrir því á þeim tíma leifum Kolbeinn að klára ég held að það sé alveg sko, ef á þeim tíma það verið kosið, þá gruna mig að fólk hefði kosið með Okay. Ég held að þetta sé pínlítið venna þess að sko, það hafa alls konar vandamál svo sko, orða veruleika eins og þegar sérstaklega flóttamannstefnun er hvað stríðastur sko, hérna hvað er 2022-2023 kannski þá er það allavega þannig að það eru sveitafélag sem að taka við miklum fjölda af fólki sem eru að leita hæli og þar komast stíga sveitafélagin og þau fær nú leigumarka, taka upp leiguhúsna og þau raun og voru yfirbjóða fólki sem eru leigumarkaðið fyrir. Fólki sem eru leigumarkaðið fyrir er ekki sterkasti hópurinn í samfélaginu. Og það verður viðbragð. Ég man hann hérna Ásmundur Friðriks talaði þetta á Alþingi. Og seðlabankastjóri geraði líka. Já, og það sem að gerist var að sko á þeim tíma þá var það hérna stjórnarandstöðu þingmenn vinstravagnum sem að þá fór upp í pontu og sögðan rasisma og það kannski var að móti að Áslöfarn á kópúan líka niður á eigin landsmynd út á þessu og kannski var að móti verið að rasisma, ég veit það ekki en spurningin var það sem að segja var rétt og ef þú veist, með þær upplýsingar sem ég hef fengið þá var þetta rétt og þetta er raunverulegt vandamál af því eitthvað starf verður að hýsa fólk þú verður líka að geta veitt heilbrigðisþjónustu og þú þurft að taka við fólki sem er að koma úr öðrum menningarheimi oft með sko tölverð áföll í ofanálag þá er ekki nú bara að taka við þeim og finna einhverja blokkaríbúð og hérna og geima þau þar þú verður bara að vinna heilmikið með þetta fólk þannig að sko það kostar peninga, vinnu, tíma og við þurfum að vera tilbúin að leggja þetta á okkur til þess að láta það ganga og þetta er algjörlega borðleggjandi og ágætt að fá það á reynd frá dósent við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands sem sagði að allar hans skoðanir væru skoðanir háskóla sagði ég stælst ekki að stríða en hérna mér finnst og mér langar að taka fram þó ég haldi að þarna 2014 að það þegar í kringu kæra Eygló-bréfið síðan þegar það var að fara að hafa samband við fólk og spyrja það hvort það ætlaði að hýsa einhvern þá var það ekkert þá var þetta ekkert nema sýndamennskan en sko síðan seinna meir þá breytist það og þá breytist þetta í það að núna þá er 90% af fólki sem að veit annarkvort hægja eða stoppa á innflutningi á fólki út af því að kerfið sprungið eins og lýsir og ég meina seðlabankastjóri bendur og þetta sem þú segir og segir bara ef þú kemur með mikið af fólki að þá þarf það að eiga heim ykkur staðar og það setur þrýsting á kerfið eins og ég var að lýsa rétt á hann en mér finnst, ég hef stundu kallað það toxic empathy þegar að segja sagt
samkennd sem að byggist upp á því yfirleitt að reyna að koma samfélaginu lengra, byrjar að eitra fyrir hópnum en ekki að gera hann sterkar og betri. Og þarna finnst mér einmitt samkenndin það hafa oft farið að eitra fyrir hópnum. Það mátti ekki skoða neitt með gaggrínum augum, þú áttir að loka augunum gagvart öllum augljósum staðrindum, þú máttir ekki horfa á tölfræði, hún er rasísk, þú máttir ekki horfa á vísindi, þú máttir ekki nefna að uppruni geti haft áhrif á aðlögun, og ég var jafnvel gagnrýndur fyrir það að segja að sko menn sem að væru með post-traumatic stress syndrom frá stríðsjáðum svæðum mættu kannski erfitt með að aðlaga sig, svo það var ekki algjörlega augljóst. Pjúra rasismi. Þetta er bara svona að það er engin félagsfræðingur eða ráðgjafi eða sálfræðingur eða geðlæknir sem að myndi halda því fram að það væri ekki vandamál. Og mér finnst þetta að vera toxic empathy. Viltu tjáða eitthvað um það? Nei, ég held að vandamáli að fólk búið að fara að setja þetta inn í þennan hugmyndastrúktur þar sem að það sé þú horfur þetta inn til segja samfélags, við getum splitt okkur upp kallar og konur og allir þessar hópar svo fara fólk að horfa á þetta á glóbal þá ertu farin að horfa á þetta sem Vesturlandabúar versus allir hinn vondu Vesturlandabúar white guilt og já, þetta verður eitthvað svona white guilt og við einhvern veginn berum ábyrgð á heiminum og erum þar allt í einu búin að taka okkur það sem hefur verið kallað the white man's burden sem er mjög rasísk afstæða til að hafa til að byrja með gríðarlega og hefur valdið rasisma bara undirstöðu færa því hræðilega og fyrirsjáanlega og bara sólit undirstæðan í nýlendustefnunni og öllu því en einhvern veginn er þetta orðið þannig að við einhvern veginn berum ábyrgð á því að bjarga um heiminum og erum í rauninni fámennasti hópur allra kynþátta. Það er það sem er áhverð í þessu og en svo er það nefnilega líka það er eitthvað svona sjálfshatur einhverjum hlutum samfélagsins sem að er að drífa þetta áfram. Glorified sjálfshatur. Þú réttlætist af eigin sjálfshatri og menn keppast það að hata sig sem mest því þú sýnir þetta er ákveðin dyggðar. Mér finnst þetta er toxic empathy og svona einhvern veginn eitrar allt út frá sér. Þetta er bara sálræn sjá hvítt fólk hata sjálfsig. Þetta er sálræn nauðgun woke liberalisman sem gerir menn bara að andlegum kriplingum. Það er bara þannig. Menn verða bara að einhverjum bara andlegu grænmeti að því að tilengja sér þessa hugmyndafræði og þetta sjálfshatur og eitthvað svona. Þess vegna og maður tekur eftir því hvað þetta liðhugsa, þetta er alltaf á svo lágu plani og svona spiritual lágu plani, maður sér það bara í augunum á þeim Mér langar að ég get alveg tekið undir að ég get alveg séð það fyrir mér að sem hann var að segja að ef það hefði verið kosið á þeim tíma þá hefði mögulega fólki vegna þess að Ég held að þetta hafi verið hávær minnihluta-hópur á þessum tíma líka. Ég er ekki viss, því að ég átti alveg félaga sem voru að mynda að tala um þetta, ég myndi lefa einhverjum en gerði náttúrulega ekki í því, bara skista hjá mínu herbyggju og eitthvað svona og vegna þess að fyrsta stóra höggið, svona alvöru stóra höggið kemur rauninni held ég man ekki eftir neinu allavega fyrir en gamlárskvöld Þýskalandi 2015-2016. Þar bara allt í einu fara allir út að skemmta sig saman í fyrsta skipti og svona á svona stóru og það bara eru hópnauðganir bara, þú veist, tugir, hundruðir saman, stundu í sama svæðinu, Köln, það sem að mestur fjöldi hérna var. Bara fyrir að tala ára tugir hópnauðgana ákunnsvæði, ef maður rétt. Já, þetta voru í heildina 1200 brot. Já, það voru yfir 1000 brot. Já, og 600 af þeim voru þarna á Kölnarsvæðinu. Og mörg hundruð þeirra bara hjá ákveðni kirkju á Kölnarsvæðinu þá var bara vegna þess að þar var gert það sem er svo ógeðslegt að hefur mér þess að nafn það heitir Taharus það er þeirra kallmenn umkringja konur og svo er það bara þú veist hvort sem það eru þuklaðar eða hreinlega bara þú veist penetration nauðgun og svona en þetta er allavega fyrsta stóra höggi sem kemur í þessu en svo eru margir sem að benda ég þekki nokkra sem búa í Þýskalandi margir sem tala akkur hefur þetta ekki gert síðan þú veist ef þetta svona það vegna þess að konur hættar að fara á þessa staði þetta gerist núna bara nýlega bara í fyrra áramótunum gerist þetta í Mílan ekki á alveg svona stóru skala þá allt í hennu gerist það sama og þarna þegar fólk getur flettis upp á Wikipedia þetta er bara talað bara þessi áramót sérstaklega þetta voru aðilar af norður-afrískum uppruna að nánast eingöngu þetta er fyrsta svona stóra höggið í rauninni sem að kemur á þennan málstað. Og það sem gerist líka er að þegar komin ákveðin reynsla á því að búa með öllu þessu fólki frá
þessum heimsluta að það kemur ákveðin reynsla og þá bara fólk áttar sig á því hverja það á ekki að vera að umkringja sig og hverja þú átt að forðast á almannafæri og þetta náttúrulega bara pjúra rasísk hugsun en málið þú veist, og þetta er hatursfull staðreind sem ég mögulega að koma fram með þetta en þú veist, það betra að bara hata aðeins, skilur og vera það bara, og það eru aðeins minn líkur á því að maður sé fucking stungin, skilur ég bara pæla miklu meiri í því ég myndi kannski ekki kalla það endilega hat mér langar að kalla þetta með mjög skýru dæmi ég miklu frekar til í að taka afstöðu sem fólk eitthvað libbarusl segir að sé rasísk afstaða mér bæðið alveg sama hvað þessu fólki finnst vera rasíst og minka líkurnar á því að ég sé fucking stungin þetta bara skiptir mér miklu meira máli og álit þessa liðs álit þeirra skiptir mér bara engu máli. Mér langar að benda á rosalega augljóst dæmi, það er þetta með að sko þegar þetta er svona dæmi að ef þú flytur of marga inn á sama tíma þá myndast þessi samfélög og til að koma í vekk fyrir að maður sé að tala um einhvern rasisma hérna, ég ætla að benda bara á Íslendingasamfélag á Spáni. Algjörlega. Stórt Íslendingasamfélag á Spáni og langstærstu hluti þess aðlagast ekkert spænsku samfélagi. Nei. Það býr í öllu, þú veist, allu þeirra hringur er svona hjá flestum, þetta er ekki allir, en almennt þá er þetta sko Íslendingasamfélög, þau eru með sitt eigið allt saman, þú veist, félagssetur og auðvitað er þetta geggja fyrir fólki á svæðinu, en það er ekkert að fara út í samfélagi. Ég hef búið á Spáni og nokkrar einstaka fjölskyldur flutt í sömu borg og við förum beint inn í spænska samfélagi, við búum ekki þarna. Þetta bara, þú veist, ef að við værum akkurat inn í þessum hóp, þá mögulega værum við ekkert að fara út í spænska samfélagi. Ég bara tala af reynslu hérna. Við erum bara, en þetta er bara, þú veist, þetta gerist fyrir Íslendinga líka ef að þeir fara í hópum ellendis. Þetta er ekkert bundið við einhvern kynþátt eða neitt svoleiðis. Og líka bara, jáfnvel þó maður sko aðlega saman að lifa samanlega, þá líka stundum bara gott að hitta Íslendinga og tala íslenska hluti á íslensku, bara því að það er bara þannig. Já, og ég held að það er ekkert óðalegt við það að fólk sem sko innflytjendur sem koma að það sé einhvers konar tengst innan hópsins og hættan er að hópar lokast algjörlega af. Akkurat. Eða eru lokaðar af þetta, það er einlegin en sem sagt, en heilt yfir þú veist, ég hef almennt séð engar rosalega áhyggjur af múslimum á Íslandi slíkum. Ég held að það er nokkuð dæmi sem komið fram þar sem að það eru svona menningarlegir árekstar. Ég held samt fyrir svona öllum þorrum múslima þá er eiginlega tveir hlutirna sem að sko verður aðgreina, það er annars vegar trúin og hins vegar sko menningin. Til dæmis sko Bosnía-Hercegovina, Bosníakarnir eru öll hópa múslimar. Já. Og ég held að rúmlega helmingur íbúa í Bosnía-Hercegovina sem múslimar. Þau eru samt meira evrósk heldur en múslimar. Þú veist, kultúrun er þar. Það að vera múslimi sko í Suðustur Asíu versus að vera í Miðausturlöndum versus að vera í Norður Afríku eða Afríku sinni Sahara, þetta spila saman með alls konar menningu og svona þáttum. Já, Emiratar eru líka allt öðru sér heldur en Afganir sko, þú veist, og hérna og svo kemur kannski inn í þetta líka að sko fyrir kannski flestum múslimum bara eins og flestum sem að, þú veist, hvernig var það í tjátt ákveðin það, þú veist, ég er alltaf ekki kristinn en ég er svona menningarlega kristinn. Ég elst upp í kristnu samfélagi, það er ákveðin svona gildi, ákveðnar hugmyndir, ákveðin rammi sem að hérna á sér klárlega ákveðnar trúalega stóðir sem að hérna, og ég held að þetta sé svona svipað fyrir flesta múslima. Þetta er svona ákveðin svona þunnt lag í menningunni sem að rammar en ákveðna hluti en þú veist, það ristir ekki dýbra en það. Nei. En þú veist, það er svona alltaf kannski vandamlega, það mun alltaf verða einstaklingar sem að eru meira afgerandi í sinni trú, sinni samfæringu, sinni skoðunum og sérstaklega þegar við tala um þetta er heimsveldið þar sem að sko réttindi kvennaðlega eru mjög skert. Ég myndi ímynda með það að ef þú ert tiltölulega sko jafnrétti sinnaður libba kallmaður í Sádi-Arabíu þá sérstu sennilega aldrei íhaldsamur kall á Ísland. Alveg 100%. Og þetta er bara svona faktar sem þarf að díla við að þú veist, menn að þú getur komið til Íslands og þú getur verið þeirri skoðun að konur ekki keyra bíla en konaðinn fær að fucking keyra bíla. Meikar alveg sens. Já. Því miður. Sumir. Nei, mér finnst þetta mjög áhugavert því að sko, ef þú hugsar út í að þá til dæmis sko eiga menningarlega séð aðili, þú veist, bara kall sem kemur frá, þú veist,
Já, Afganistan og Katsi kemur frá Sádi-Arabíu, þeir eiga menningarlega séð næstum ekkert sameiginlegt. Þú veist, hvað varðar, þú veist, Sádi-Arabar, þú veist, flestir frá þessum, hvað maður segja, siðmenntaðri, ég ætla bara að vera að hætta á að fá okkar bakslag hérna, siðmenntaðri svona löndum, þetta eru gríðalega löghlýðnir borgarar og þú veist, þeir fara lögum og reglum og bera mjög mikla virðingu fyrir lögum og reglum, meðan svo ertu með aðila frá ákveðnum öðrum stöðum sem bera virðingu fyrir styrk. Það er næstu þau eina sem bera virðingu fyrir. Sérstaklega þau koma frá einhverjum svona traumatized svæðum eins og tökum dæmi bara, þú veist, aðilar sem eru að koma frá Palestínu. Þú veist, þetta er aðilar sem þekki ekkit annað en átök, akkur þetta er að gera eitthvað annað þegar enginn er að, þú veist, kenna þeim það, skilur við. Mér finnst þess að ástandið einmitt þar sé ótrúlega miskilið, sko. Mér langar eiginlega að koma aðeins inn á hérna mismunun, af því að ég séð marga að vera svona að tala mismunun út af hinn og þessu og það er verið að mismuna þessum hóp og það er verið að mismuna þessum og þetta ítur undir mismunun og svona og ég einhvern tímann las ég bók sem að hét Brave New World hefur þú lesið hana, ekki hana og Brave New World er í rauninni eftir Aldous Huxley ef ég man rétt gefin út 50 eitthvað og er svona langt á undan sín tíma og eitt af inntakinu í bókinni er að sko það er búið jafn út fyrir öllu og það má ekki mismuna neinum og þú mátt þetta með ekki mismuna fólki þannig að þú myndir alltaf bara sofa hjá sömu konunni það var í mismunum og mættir ekki verið hreifnari maður verður að deila þeirri dásinn sem maður er með öllum konum þannig að þú veist þú og einhver annar eða önnur þú veist leifin að njóta mín þú mátt ekki eitthvað veist hvað ég meina þú veist það bara hvað ætlar bara að hafa hann sem kærstu þú veist og þá þurftur að deila og þetta er þannig að og sko í rauninni að ef þú tekur þessa hugmynd nægilega langt að ætla ekki að mismuna neinum þá þyrftu allir að vera nákvæmlega eins ekki satt eitt komment hérna Holy Thunder King segir að hún hafi verið gefin út 32, takk fyrir þetta Holy Thunder King er náttúrulega algjör meistari svo mikill kongur en þú veist og bara þeim mun bara meira vá af því að þú veist þetta er rosaleg bók þegar þú hugsaði þess og hérna mér finnst þetta konsept einhvern veginn að mikið mismuna neinum á sama tíma og einhvern veginn allt val er í eðli sínu mismunum. Ef ég vel að vera hérna heldur en einhvers staðar annar staðar þá var ég kannski að mismuna einhverjum með því að vera hér frekar en þar. Með því að, þú veist, vera búin að velja með konu og þá mismunaði ég öðrum konum. Með því að þú veist, velja með vini mismunaði ég öðrum einstaklingum. Með því að, þú veist, versla, þú veist, ákveðna vörur og svo framvegis. Ég get haldið endalaust áfram. En þú mátt ekki til dæmis velja inn fólk samkvæmt einhverju innflytjendastefnu en samt er hann nú gert víðsvegar en samt má sko einhverja mismunun og einhverja ekki hvar drögum við línuna sem samfélag og hvar má mismunna og hvar ekki þessi var ég held að mismunun sé að vinna góða sko, ég er ekki svona jafnréttissinni upp á meritokrasi og ég held að svona pjúra ef við förum inn í eitthvað svona pjúra hægri stefnu og svona pjúra lengst upp í stefnu að þá er það bara að við fögnum því að náttúrulegum fjölbreytileika það eru engar tvær manneskjur jafnar og menn eru bara misgóður það er bara í lagi að mismuna eftir því og að hlutir fari í eitthvað svona náttúrulegan farveg og þetta er það sem ég finnst vera fallegt við þess að svona klassísku hægri stefnu vilt mismuna þegar kemur á flugmönnum já, þú veist og það getur og ég meina og að við bara mismunum þá kemur hugmyndin ertu samt að mismuna þegar allir eru valdir út frá sömu mælistikunni það er kannski, þannig er það, þú veist, þú ert að mæla þá út frá hæfni til þess að fljúa. Sko, ég held ykkur það, þú veist, ég meina, ef þú ert basically bara að velja út frá hæfni, þá er það ekki mismun. Og kannski það sem sagt, mér finnst mörgluti vel heppnaði hvernig við teklum þetta, var að setja kríturina ef 2 einstaklingar eru mettir jafnhæfir og það hallar á annað kynið á vinnustanum, þá ræður þann einstakling sem er í þessari toppvali sem er á kynu sem hallar á. Mér finnst þetta mörgleiti lógist allan sem ákveðum fasi í ykkur sögu þar sem við erum að beislega opna ákveðna hluti. En það gefur okkur að séu til 2 fullkomlega jafnir einstaklingar.
Vissulega, skilur sem að ég bara kjaftaði. Það er þetta rosalega erfitt að staðfesta endalega. Ég hef tekið þátt í svona ráningaferlum og þetta er allt mjög huglegt, sko. En sem sagt, en það kemur alltaf eitthvað mat og ótrúlega oft með sko aukastu 76,32 eins og þetta sé rosalega víslega nákvæm. Og hérna, þú getur lent í að fá, þú veist, þannig að þú einstaklega sem að eru svona, þú getur ekki rökst upp það að getur ekki varið það að annar væri betri en einn. Og hérna og þú veist, ég er ekki viss þetta að sé eitthvað sem ætti að vera fest í sessi varanlega, en þetta geti verið hluti af einhverju transition period þú veist, og mér finnst það sjálf sér sko allt í lagi og ef við komumst á þann stað að þú veist, við erum að yfirvinna þessi mismunum þar sem einstaklingar af ákveðnu kynið, ákveðnu lit eða ákveðnu trúarbröðum eða hvað sem er sem sagt eru vannmetnir krafti þess og þú veist, ef við erum að breyta því þá getur tímamöndið verið allt í lagi að gera eitthvað aftur fullkomlega huglegt já, vissulega það er hérna, en sem sagt það sem að kannski en ég skil konseptið, það er að reyna að hraða á samfélagsbreytingur sem þú teljir að muni ná jafnvægi á einhverju stað þau gefa sér þeir líka það að þeirra hugmynd fullkomið samfélag og hérna, eitthvað svona sé eina rétta, skilur já, en svo sem við höfum náttúrulega pólitíkina sem á sortira það og ítir þessu í gegn sko. Það sem að sko það sem minnst meira kannski interessant er það að hvort við ættum í alvörunni að mismun sem sagt, segjum varandi innflytjendastefnu. Mörg lönd eru með stefnu þar sem að þú þarft að mæta ákveðnum kríteríum til þess að fá atvinnuleyfi til þess. Menna, maður flýtir ekki bara til Bandaríkjanna eða Kanada og bara mætir og leigir íbúð og byrjar að vinna. Þannig að sem sagt, sú stefna flútt er oft mjög sama við sko atvinnustefnu við komum til lands. Bingo. Og þetta er nefnilega ákveðið lykilatriði að landið svo okkar, við höfum ekki verið að reka einn sérstaklega innflytjendastefnu. Við höfum bara sagt, við erum opingárt EES, ekkert svo getur gert í því. Og svo ætlum við að forgangsraða eftir aumingaskap. Já. Það er svona nánastefnan. Basically, sko, það sem við erum raunverulega að gera er að, sko, við erum að setja í hendunar á atvinnurekendum að fara og rekrútera fólk í láglauna. Og, sko, eitt sem ég var að skoða daginn, ég var að skoða þetta í hérna European Social Survey sem könnun sem gerð held ég á og það er gerð á öðru hvert ári eða hverju ári með eitthvað smá svona rótasjónum með eitthvað var að skoða fyrir 2024 ég var að skoða viðhorf til innflytjenda ég var að pæla þessu í sambandi við hérna mótmælin hérna Ísland þvert á flokka Ertu þú að tala innflytjendur það er svolítið mér langar að skilgreina það hugtak því að ertu þá að tala alla eða ertu bara að tala þá sem að koma að vinna innan Schengen-svæðisins erum við að tala þá sem er að sækja pólitíska vernd eða flóttamenn? Í raun og veru kannski svona breiðasta skilningum sko, þú veist, ef að þú fættist ekki á Íslandi þú voruð fóldreitt fættist á Íslandi Takk fyrir það. Það er saman hvað, þú veist, hvernig það spilast út þú veist, þá ertu að einn annan hátt innflytjandi svo getur verið sér kategóriur á innflytjandum þannig að, en sem sagt í European er spurt út í sem sagt afstöðu til ákveðan hópa, þú veist það sem fulleringar eins og hérna almennt séð gera innflytjendur samfélagið betra já, sammála ósammála Það var einn tölfræðingur við HÍ prófessor sem að hélt í framskoða það var alltaf þannig og það hefur verið svona að innflytjendur var alltaf forspórgildi fyrir lækari glæpatíðni sko og mér fannst þetta svo galið að ég kommentaði eitthvað og ég fekk engin rök, ég fekk bara eitthvað bull sko og ég skildi ekki hluti og svona sko En ég held nefnilega sko, þegar ég var að skoða þá þess að eitt sem kom ljós var þetta skýra samband að því meiri menntun sem fólk hafði því jákvæðara var það gagvart innflytjendum og það er óbærslega auðvelt fyrir sko háskólamenntaða fólki að klappa sjálfsér hans á bakið og segja að það er bara því að við vitum meira, við skiljum betur og við erum betra fólk. Við erum betra fólk. Framfarir, ég er sammála því. En ef við erum fyrst og fremst að flytja inn fólk, bara við erum með, sem sagt, erum að flytja fólk og basically ef vinnumarkarum að draga inn fólk til þess að fylla inn í botnum vinnumarkarum, það sem gerist er að fólki minnumentana hefur tilhengu til að vera í neðri lög vinnumarkarins. Það stendur fram fyrir aukinni samkeppni störf, húsnæði, bjargin eins og opinbera. Árekstrarnir verða þarna. Og eru kannski líka í sama mengi og umgangsþetta fólk miklu meira heldur en þeir sem eru hámenntaðir í
þægilegri inni við einhver stað sem að fólk sem að talar valla kannski íslenska tungu hefur engan kost á að vera í. Þannig að þetta svolítið að skreita sig með rósum sem að, þú veist. Já, minna, þú veist, og það sem að fyrir alltaf við tögunum að öðru hverju þá brestur á svona, sem sagt, viðskiptadagur á Facebook þar sem að fólk byrjar að mæra það að innflytjendur okkar, ég fór að heimsækja afa gamla á elliheimilið og hvar væri við ef að það væri nú ekki þessar góðu konur frá ykkur landi sem sagði með mann og þú veist stjættar issue í þessu svo stór því að sko, fólk sér ekki hvað það að segja fyrtan hlut, það basically að segja, hér ég að fá þjónustu, verðin á hann haldið niðri með því að flytja hann fólk frá sko fátækari heimsöldum góðu punktur, mjög góðu punktur fyrir millist þetta fólkið þetta bara plús, þetta aukið aðgengi að þjónustu á betra verði það ekki lendið í samkeppni hljóðið myndi breytast ef að innflytjendastefna Íslands væri fyrst og fremst að við ætlum að flytja en háskólamennta fólk til þess að sinna störfum sem að það kannski þessuna sem eru svona mikið á móti hugmyndinni minni að reyna að velja fólk sem að er menntun inn grínlaust, ég held að þetta sé mjög góða punktur Ég reyndar held að fólk hugsið ekki svona nákvæmlega. Nei. En þarna ertu með alveg hlutan á ótrúlega rökréttri hugmynd finnst mér. Ég held að þetta sé kjarni málsins sé þetta, að þetta snertir ólíka hóp í samfélaginu og þú veist, það ekki tilvílun að sko millistættin og öðru millistættin eru bara rosalega hrifin af því að flytja inn fólk og kannski að verkamannastættinar séu aðeins minna spennt. Og þetta gerðist fyrir ekki Helgi, þetta gerðist í þess að þú varst að minnast á, þetta er að gerast núna í Kanada. Það búið að vera meiri innflutningur þar á síðustu 2 árum heldur en bara seinustu 15 held ég þar á undan og Kanadamenn eru búin að vera núna að flytja inn hámenntaða Indverja sem að vinna fyrir skít og kanil eru bara, þetta eru aðilar sem koma úr sko, einhverju menningu, þeir vinna glaðir 16 tíma á dag, skiluru og eiga ekkert líf og þeir eru að halda niðri, þú veist, þeir eru gífulega góðir til með svona, hvað segir maður, svona grönt forritarar og allt svoleiðis. Þeir eru að gera Kanadabúa atvinnulausa í þessum störfum. Það er orðið gríðarlega erfitt fyrir forritara sem eru ekki með svona sérþekking og annað að fá vinnu. Og þá breytast miðstjættir. Það er búið að breytast viðþorfi á þessum hópi í Kanada. Þú pælir einmitt í þessu með Trump og demokratana. Demokratar eru að jafnaði betur menntaðir heldur eins þeir sem eru republikanar. Og þá fyrir maður svona, þú veist, það var farið að tala, sjáuði, þú veist, þá sem kjósa Trump, þeir eru allir svo illa menntaðir af því að hann var með svona stricter border policy. Þegar þetta snerti þau kannski miklu minna, en svo leið og það var farið að taka fólk í stórum stíl og senda það á borgirnar eða bæina þar sem að efna meira fólkið var það var það bara sendt tilbaka og mátti ekki vera og alls konar svona en mér fannst þetta mér fannst þetta að vera svo mikið svona ég veit ekki, mér finnst það að vera svo þú ert að seima fólk þarna þetta er yfirleiti já, þetta er yfirleiti seima fólk, því að þú veist að við erum að tala þú veist alls konar shaming þarna ert að seima fólk sem er kannski í erfiðri stöðu og venjulega að þá er þetta fólk að reyna að dyggðaskreita sig með því að segja að fólk sem er þarna sé erfið í stöðu við eigum ekki verið að segja eitthvað slæmt um það en á sama tíma þá drullar það yfir það af því að það er ekki að kjósa rétt ég held að þetta sé þetta er svona kjánum en þetta er nefnilega líka leið sko fyrir millistættina því að sko það er eitt af þessum trendum er að sko svona klassískir jafnaðarmanna kjósendur hafa tilhengu til að vera kjósendur sem hafa fært sig yfir á sko populísku hægriflokkana í Bandaríkjunum kringum Trump til dæmis líka það er republikanflokkurinn samkvæmt sem sagt útgönguspáma í síðustu forsetakosningum var bara klárlega að taka lágtekjuhópana og sem sagt og það er algjörlega hvarf allt í enn og hausnum að segja Já, þeir verður alltaf skjótingurinn fyrir ekki Já, ég með einn af því þú nefndir stjætt í þessu samhengi mér finnst líka mjög áhugavert að skoða sko kynslóðamunin og það sem mér finnst svona, það er svona sem pirrar mig mest í einhver svona umræðu, það er þessi kynslóð sem er kannski 50 pluss núna og eiga kannski 1, jafnvel 2 húsnæði pluss sumarbústað eitthvað svona og svo eru þau að tala sko, þau hafa áhyggjur af því að ungu strákarnir séu einhvern veginn, þú veist, orðnir öfgahægri eitthvað svona og það er sko ekki minnsta tilraun til þess að gera sér eitthvað grein fyrir því hvað þeir eru að alast upp í og það er, þú veist þessi eitruðu kallmennsku fræði í grunnskólunum í fyrsta lagi, ok, þeir eru núna kannski 20, 25 ára eða eitthvað þú ert 825.000 kall
í útborgaða tekjur til þess að safna fyrir íbúð. Þeir get ekki einu sinni látið sér dreyma að kaupa eitthvað fucking skýta íbúð í Breiðholti. Þeir get ekki einu sinni látið sér dreyma það. Samskipti kynjana í þessum hóp eru orðin bara eitthvað hefi grilluð af því það eru allir orðin bara heila grillaðir af þessari vók geðbilun, skilur og þeir eru bara svona, þeir upplega bara hvað, það fyrir fucking framtíðarsýnin fyrir risastóran hóp af þessum ungu gaurum, hún bara so fucking sorry, ekki nein og svo heyrir maður þessa búmera, þessa 60 lið tala niður til þess að stráka af svo miklu yfirlæti og þið get ekki séð bara, þið sitið á fucking gullamni, þeir eru búin að fucking rústa íslensku samfélagi til þess að fróa ykkar ógeðslega sorglega egói, skilur við bara til þess að líða betur með sjálf ykkur þeir eru búin að rústa fokkin samfélag, þeir geta ekki horfst í augu við það að þeir skaðin svo mikill sem að þessi hugmyndafræði er búin að valda samfélaginu að þau geta ekki horfst í augu við það að þetta er bara of mikill skaði. Þetta hefur líka komið þeim alveg ótrúlega vel en þetta hefur gjörsanlega þanið út virði fastegnana þeirra sem að þau hafa setið og einmitt segist og þeir eru bara mótið 20 miljóna og eru ótrúlega þægilegri stöðu til þess að gagna. Írónían svo að það sko, maður heyrir oft þess að búmer að tala einmitt sko þetta með að strong men create good times, weak men create hard times og þá það þú þú veist helvítis pípli, það þú sem að gerðir þetta og skiljiði, þið verðið að skilja eitt þegar þú býrð til kynslóð af ungum reiðum drengjum sem upplegar hafi engu að tapa hafi engan fokkin tilgang þið áttið ykkur ekki á því hvað þeir eru að búa til sögulega séð þetta hættulegustu eða ef þú ert í að bilaður og ég skemmtilegustu aðstæður sem hættir að búa til í samfélagi. Ég held að þetta sé það sem að sko þegar við horfum á hvernig lífskjör mismunandi aldursbáða þróast þá það þess að hópurinn svona frá 20 til 35 ára sem að hefur dregist aftur úr það er orðið miklu erfiðar að koma sér þakki yfir höfuðið ef að þess að bara svo ég leggjur hans leggjudóm okkar ágætakinn við fungerum furðulega illa við höfum nógu mikinn tíma í lífinu þannig að það að starta karriér kaupa húsnæði og eignast börn er bara svakalega gott og stabælt markmið og sem sagt og það með hvað aðstæður þessi aldurshópur er í eitthvað sem ættum að ágjafa bara út frá sko félagslegum stöðuleika því að það er þarna þetta er fólkið sem er hægt að radikalisera í alls konar skrýtnar Ég vil segja að mínir verstu tímar hafi verið þegar ég hafi haft allt og mikinn tíma það er bara með mér ég hugsa að það sé líka rétt í þín til þér og þessi strákar skilur sem eru þú veist bara hvað og þess vegna kemur alltaf þetta gambling og þetta degeneration af hverju ekki, þú ert ekki að fara að safna upp í þú er svo áhugað sko. Nú erum við með langra kalla þá virðist hrúin aftur farin að vega yngra það eru fleiri, maður alltaf heyra fleiri og fleiri sögur ekkur strákum í kringum hver mann sem eru farin að með í kirkju og við sjáum þetta líka sem sagt í svona neikverfi við erum alltaf hvernig var þetta orðað það var náða ekki fólk hætti að fara í kakóseremoníur og byrja að drekka kjötsæti ég vissi hvort var þegar og en sem sagt stundum að ég komið svona hálfgerða hafði svona kenningum það að sko að við séum að það er svona ákveðin svona lúpa í menningunni sem að hefst sennilega með 68 sem að sko byrjar að einkennast af hippakynnslóðinni það er hippakynnslóðin Jakob Bjarnar hatar hana og þetta er þessi sko þessi sjálfsbyrting einstaklingshyggjan og eitthvað svona verður svona yfir að fólk fer frá því að bryðja sko þurrkaða sveppi yfir að geta oblátur sko það verður eitthvað neina svona þú veist svo er þessi fasi bara að klára sig og allt í einu erum við farin að sjá sko unga kynslóð sem að er að fara í aðra átt og þú veist ykkur getur litið á þetta sem sko rekursíft af því að allt sem að er í áttina galanda hljótu vera vond en það er svona að tala áðan þetta með sko þess að hugmyndum að sko allt sé alltaf verða betra yfir tíma sko það er bara óhjákvæmilega þannig að samfélög geta tekið fylgspor og þau geta farið svo harkalega af brautinni að þau krasja sagan er full af heimsveldum sem að liða undir lok af því að þau fóru bara af spor það sem hafði verið að virka hætt að virka og þau fundi ekki leiðina áfram höfum við tekið þetta feilspor áður í sögunni og erum við á svipuðum stað og höfum verið áður
Valla sem Ísland. Ekki sem Ísland, en svona sem vestræn samfélag. Ég veit það bara að fólk trúði því ekki á sínum tíma, þau voru mentasnobbarar og aðri sérstaklega voru orðnir svo vissur sko, við værum komin yfir þetta mannlega stig rétt áður en fyrri heimsstyrjöldin skall á, bara sem dæmi. Nei, meina það eru alveg stundum skuggalega margar hliðstæður við sko þessi fyrstu 25 ár þessar aldar og þeirra síðustu. Já. Og svo það líka, það til dæmis eitt sem alveg svona áhyggjuvaldandi atriði að það virðist oft þegar maður skoðar sko söguna hvernig stríð hanga saman við stóra tæknibreytingar. Þegar tæknibreytingar, umfangsmiklar tæknibreytingar, þær gerbreyta valda hlutföllum á milli ríkja. Já. Og það þýðir að ákveðin ríki byrja að færa sig á skaftið og önnum byrja að verja stöðu svona. Við erum sennilega að ganga í gegnum. Ég fylgist með þessu og hef gert það nánast daglega í þó nokkuð mörg ár. Og þetta nefnilega mjög sko stór tækni. Já, bara Úkraína, drónahernaðurinn og fleira sem að gjörbreyta stríðinu og skriðdrekar að ekki virka. Það ástæðan fyrir því að við erum ekki að sjá þau stríði vera að ljúka, það eru þarna aðilar sem hafa gríðarlegan hagnaði því að bæði prófa stríðsbúna og græða því. Það er fjölþætt, það er alveg klárlega eitt, en við erum líka bara að fara að sjá vélmenni. Við erum að fara að sjá, drónar eru náttúrulega bara tegund af vélmenn, og við erum að fara að sjá flugvélar sem ekki flogið en einu flugmanni og verða stýrið af gervigreindum og Bandaríkjamenn og Kínverjar eru komin með svona flugvélar og það jafnvel fljúga með sko öðrum flugvélum. Þetta svona, þau eru komin með bara sjálfkerandi stöf sem með byssum á og það bara, mér myndi ekki langa að vera að reyna að hlaupa undan drónum og einhverjum sjálfkerandi velmennum með hríðskotabyssur, þetta orðið klikkun og sjálfsögðu þetta að fara að breyta óbúslega miklu. Ég sé ekki hvernig þetta getur farið illa. Nei, Elon Musk hann var fyrir nokkrum árum, þá var hann árástöfnu. Ég er bara jákvætt. Hann sagði, you could make a drone army that could have face recognition and you can just bara basically sett sprengjuhleðslu inn í það og getur bara flogið að andlitinu á einhverjum og detonate og það var svona svo bara fast forward 2 ár þá voru gæjar búin að gera þetta og að bjóða upp á þetta í hernaði sko. Þannig að maður svona bara holy shit. Öll framþróun alltaf góð sem við erum búin að tala skilju, það alltaf ekki betra. I'll be back. Svona vélmenni sítengd við gervigreindan heila. Ég finnst þess að það veri gerð bíómynd. Já, var hann ekki. Þú ert bara ímyndaðir þetta er rosalega skeri. Þeir eru bara eitthvað neikvæðir. En ég meina, bara samt hugsa með það, bara gervigreinda kapphlaup. Einn af þessum hluti sem á eftir að sko að hafa áhrif á valdadýrum ekki heiminum. Þetta er líkil sko svona samkeppnisvöllur á milli Kína og Bandaríkjanna sérstaklega. Og sem sagt í þessu nýja umhverfi þá bara gæti að vera þannig að kínverskt samfélag og menning séu bara heppti betur fyrir þetta upplýsingum. Hold that thought. Ég vil fara í þessa umræðu að mér finnst hún mjög góð. Kína. Gervigreindina ég ætlaði svo að taka Grínverjan á eftir eins og Má formaður sagði meðan þið takið dróna umræði kínverski drónar þá tekið Grínverjan kannski verið Grínverjin Latti var ekki til að koma en Halli kemur ég láði að plata hann ég ætla að byrja að taka nokkuð komment núna ég bað fleiri að ég verða að heyra þeim flest vísindi eiga uppruna sín úr guðfræði því guðfræðingar vildu læra að rannsaka og skilja það sem Guð bjó til. Guðfræði er því langafi allra vísinda. Mér finnst það bara örugglega eitthvað til í því. Ekki til í því. Ég hata karla, segir manneskja sem getur ekki skilgreint hvað kyn er, hvað þá kallmaður. Nennið að hætta að vera alltaf að segja um að fara nær. Við verðum að gera það því að hérna hljóðgæði náttúrulega við erum að fá gest sem að þau heyra vel í honum og þá er það ekki vandamál raunin ekki að ég sé decibelmælana hérna og ég veit að þau fara undir vist að þá þurfum við að gera eitthvað í því Jón er svo klár hérna segir ding dong ba þú sagðir að vantaði kommentin af hverju var herra Uglaráðin til Reykjavíkur við skulum taka það bara líka eftir já, býtum við verðum að gera það upp á hljóð ef hann fer á langt þá byrjar hann að rökk út er það titlinga sköttum engaþotur til að bjarga náttúrunni já, einmitt, það er akkurat að fara að gerast
Hvað með gellupólitíkana, drengir? Ætlaði að taka konurnar í brúnni í söng? Mér fannst það mjög skemmtilegur vinkil. Tríóið náttúrulega bara æðislegt. Við ætlum að, ef við ekki bara rústa þeim á eftir. Var þetta ekki Sétis sem fattaði upp á þessu gellupólitík? Jú. Allavega kom með það, kóina það. Kóina það, já. Þetta er svona eins og ef Abba hefði fengið, þú veist, ömmu sína með. Og svo Bill Gates sagðist vilja bólusetja fólk gegn fátækt og hann var ekki að djóka. Hann sagði þetta. Þetta snýst bara um völdabyrni. Hann sagði þetta í alvörunni. Þjóðverðir að senda sýrlendinga heim til stríðið búið ættu við ekki að gera það sama. Það hentar peningaöflunum að halda upp í fastegna og leiguverði. Það er alveg rétt. Fólk sem græðir á þessu. Þetta var Sýrland, kæra Eygló, kallmenn, aldurshópin 34 ára á Suðurnesum eru fleiri erlendir en íslenskir. Hvað segir það okkur? Já, það segir okkur ýmislegt. Þetta er bara þróun, sjáðu undir tvítugt í Brussel. 83% síðast ég tjekkaði. 83%! Má ég lesa upp? Það er eitt tweet sem ég langar að lesa upp. Ímyndum okkur að þessi live comment. Þetta er mjög gott, þetta tengist líka. Öll stríð eru líka tæknilega borgarastríð því þegar þú gengur eða keyrir með skriðdrykka yfir landamæri innan siga sem eru auðvitað ekki til, bara samsæri auðvaldsins, þá verður þú sama þjóðar og þjóðin í landinu innan sviga sem líka ekki til. Ég held ég að við fengið smá heila blóðfall við að hlusta á þetta og líklega lækka 2 greinastöðstík. Öll stríð eru borgarastíð, þetta er alltaf satir, þetta er mjög góður. Þetta er bara frábært. Þetta er virkilega góður. Er Sverrir að fara að tala sýklanarratífuna, eitru samkennd og tilfinningapólitík, þetta er dæmi nauðgunarmenningu og nauðgunar hringir múslima. Það voru náttúrulega, það sem við vorum að ræða í Bretlandi voru, já. Ég vil tala sálræna nauðgunarmenningu. Já, við tökum það. Vókdæmið. Býtum við, Benidorm líka með Íslendingamenningur. Nei, það er nú ekki mikil menning á Benidorm, hún er í Orwella Costa. Ég býð þar rétt hjá en ekki nógu nálægt til að... Ég fór í útskriftarferð á Benidorm, það var virkilega skemmt. Benidorm er orðið mun breskari svæði heldur en Bretland. Það er mjög áhugavert. Og svo bara Brave New World er nauðsynlegt að lesa. Hvernig er þetta búast við jafnrétti milli hópa þegar það er ekki einu sinni jafnrétti milli einstaklinga? Já, rétt. Það er Huxley spáði fyrir allt. Huxley. Aldous Huxley, hann skrifaði Brave New World. Mismuna. Hlusta á þessum hljóðbók. Mismunun, af hverju eru hælisleitendur og flóttamenn í forgangi heilbrigðisþjónustu? Er það ekki mismunun? Exactly, segir svo hægri geitin við því. Hægri geitin. Það er okkar einlægur. Arnar. Já. Sjárátt á Slots, minnir á gamla tíma, Gardína, Landi Slots. Landi Slots, það er grjóthart. Ég nefnilega gerði það. Landi sjó. Já, ég gerði þetta alltaf þegar ég var erlendi. Þá átti ég til að fara svolítið á sama barinn og jafnvel einu sinni þegar ég var að vinna á bar, það var á Krít. Þá var ég alltaf að segja útlendingum að þú væri ekki einu sinni kallmaður á Íslandinu og myndi drekka tvöfaldan landa í sjó. Og menn trúðu og þá var ég búin að annarkvort gerði ég það sjálfur eða var búin að tala við eitt barþjón sem að gerði setti vatn fyrir mig svo bara vatn og svo salt bara alveg drast fyrir hins líka til sjó og svo voru menn ég var bara með vatnið og tjöggaði það menn gleifti þetta, þeir trúa öllu upp á, ef þú ert Íslendingur þeir trúa öllu skrýtnu upp á þeir Þarna var bara stúti ekki svona kallmaður. Skemmtilegt að vinna með þetta. Þú ert líka bara svo fyrirlugur. Ég átti þetta til að vinga. Þú allir skrýtnu upp á þig, sko. Ég átti þetta til að vinga svolítið við svona stærstu mennin á svæðinu og svo fór ég að segja að þú ert ekki svona maður á Íslandinu og drekkir tvöfaldar landisjó og að horfa á og reyna að koma sér niður, sko. I am Viking. Valhalla man. En ég minna horfðu til dæmis á reiðina ég ætla bara aðeins að taka þetta með mismunin þegar kemur að, hælisleitendur og flóttamenn hafi forgang. Horfðu á Bretland og Írland. Ef þú svo mikið sem nærða hoppa í höfn, setja hendina á, þá ertu komin á 4-stjörnu hótel, það sem að sérstaklega í Írlandi, það sem er gífurleg fátækt og heimilisleysi, og ég var að horfa til dæmis á einn aðila lappa Birmingham. Þar satt fyrrverandi hermaður, hann satt heimilislaus fyrir utan svæði, 10 metrum til hægri var hótel sem var leigt undir þá sem voru ólöglega í landinu, það átt eftir að úrskurðum það. Þeir voru þarna og þeir voru meira að sátu inni á matatími. Þeir sátu þarna inni, voru að borða það sem bara kokkur að eldóni þá, meðan að hermaðurinn í Birmingham, hann var þarna heimilislaus á götunni. Þetta er mjög skrítið. Ég held að þetta sendi út mjög sterk skilabóð. Þetta finnst mér vera dæmi bara, þarna er bara yfirvaldið að senda út sterk skilabóð að við ætlum bara, okkur saman ykkur
og við ætlum bara, þú veist, ég held að þessi bara tilgangur með þessu öllu saman að niðurlega þjóðina og senda bara út skilaboð bara að við fucking gerum það sem okkur fucking sýnist. Hvað finnst þér það? Sko, ég held að óbærslega stór hluti þessu liggi því að fólk búið að upplega mjög langan tíma. Stjórnvöld séu sko sinnulaus gagnvart þeirra vandamálum og hagsmunum. Og ég meina, hvað langt ég minn eftir því að eitthvað stór breyting varð í ykkur á Íslandi? Það síðast sem ég man eftir, eitthvað svona veruleg stefnumótun sem hafði stóra áhrif, var þegar R-listinn sem setti á heilsdagsleikskóla. Í dag á þeim stað það að bakka niður úr því mótili. Mín tilfinning fyrir sko, stjórnmálum, hafandi fylgst með þeim frá því ég var krakki, að við séum ennþá að tala sömu hlutin og hlutir leysast aldrei. Núna á eftir 6-7 ár þegar Sundabrautin á að fara í gagnið. Sundabrautin sett fyrst inn í skipulag árið sem ég fæðist, 1975. Þetta búið að vera rauður þráður lífminu að Sundabrautin Sundabrautin kemur einn daginn og endurfæðing Krist. Þetta svona á svipuðum stað, eitthvað sem ég held ég mun ekki svo í minni lífi. Og mér finnst bara opaslega mikið, við erum föst í sömu vandamálum, hlutir aldrei listir. Og sem sagt, ég held að þannig kom frústurinn, svo sér fólk, ég held að fólk sé á stundildi ofsjónum yfir þeirri þjónustu sem að helsendur fá, en það eru þessi dæmi sem allt í nú fólk verður vart við, þau stinga rosalega því að það hugsa, það var ekki hægt að bregðast við þessu vandamáli mín. Ég með barn sem að vantar einhverja greiningar, ég þarf að bíða í 4 ár eftir að fá það. Rosaleg bíð. Það það. Óhugnaleg bíð. Og þetta sko fyrir, þú veist, ef ég myndi, þú veist, missa geðelsun á morgun, þá eru 2 ár fyrir mig, vissulega langur tími, en það varpar ekki sama skugga og til dæmis að missa árin 10-12 eða 12-14. Frændi minn búin að vera í geðrofi ábyggilega svona 2 ár sko, hann á götunni og það ekkert hægt að handtaka hann eða komunum undir manna heldur sko, því að hann náttúrulega heldur því fram að hann vilji það ekki og sé ekki bestur hann og hann á ekki neina svona nákvæmlega aðstæðendur. Þetta bara algjör strategía sko, en mér langar einmitt að koma aðeins inn á þetta eins og með leikskólana. Það svolítið merkilegt með leikskóla að ég veit það ekki, þú veist, ef að þú með barn á leikskóla þá getur ekkert unnið eðlilega vinnutíma, þú veist, þú getur ekki unnið 8 tíma og átt ekki séns í það, þú veist, það möguleiki reyndar, það sumir eru með og getur skilaði korteri fyrir en ef þú værir að vinna kannski í öðru sveitafélagi, Hafnarfirði og þú þurftir að sækja í Reykjavík, þá þarf það að gefa þér hálftíma og þá þarf að vera hættur minnstakosti, þú veist, hálftíma fyrir þann tíma. Þetta svona, þetta kerfi eiginlega orðið svolítið ómögulegt, sko. Það það pínlítið, sko, ég meina, ég held, þú veist, ég svona blendna tilfengar, mér finnst það mörgleiti að leysa mörg vandamál þessi leið sem voru að fara, sem að tengja við Kópavog, sko. Já. Mér finnst líka ákveðin upp. Hvað leiðist það? Það raun og veru að sko hafa þetta alltaf gjaldfrjálst upp að 6 tímum og rukka svo eftir það. Sko. Já, Þú veist, þetta hugmyndin að reyna að skapa hvað alltaf fólk krakkinu svona stýttra áleik. Sko. En þú veist, mér finnst ákveðin uppgjöf í þessu líka sem að það líka ákveðin hvati fyrir vinnuveitundur að reka, sko. Akkurat. En þú veist, þetta líka sko bara þegar við erum að hugsa sko, við erum líka búin að búa til sko ákveða svona óleyslegt dæmi í leikskóla. Við erum búin að ákveða að leikskólan sé fyrsta menntastigi. Við erum búin að binda í lög að svo hátt hlutfall starfsmanna eigi að vera leikskólakennara menntaðir og við náum ekki svona manna. Við erum ekki, þú veist, við erum að láta þessu kerfið sé eitthvað sem það ekki. Og öll umræðan fer í eitthvað svona skrítin farveg í kringum þetta. Og svo þessi hugmyndum að sko leikskóli geti ekki verið tvennt. Hann geti bæði verið sko menntastofnun fyrir lítil börn og geimsla. Af því að það eru fleiri aðilar sem bara hafa hagsmuni að þessu. Fólk þarf að líka geta unnið og veist, það bara margar funksjónir sem stofnun. En augljóslega líka frústrasjón sem kemur
Það eru allir, við erum bara með sameiginlegt kerfi, við lifum eftir ákveðinni samtryggingu hérna í íslensku samfélagi, það borga allir í þetta og það fer alltaf hækkandi, það er alltaf verið að hækka skattana, þjónustan hún fer alltaf niður og fólki sem er að borga í þetta er ekki að fá viðunandi þjónustu frá þessu kerfi og sérstaklega ekki með við það sem að þau eru að borga í þetta og svo sér þetta fólk, annað fólk sem hefur aldrei borgað krónu inn í þetta kerfi fá þjónustuna sem þau hafa verið að kalla eftir í mörg ár fram með þau og væntanlega veldur þetta reiði og ábyrðin er ekki á þessu fólki ábyrðin er ekki á fólkinu sem kom hingað að leita sér hælis ábyrðin er ekki heldur á fólkinu sem er eitt yfir þessu ábyrðin er hjá stjórnvöldum sem eru vanhæf til þess að gera nokkuð skapaðan hlut og hafa valdið fyrir sjáanlegum skaða á íslensku samfélagi með því að taka við fullt af fólki út úr fjarlægum samfélögum sem eru menningarlega fjarlægð án þess að hafa nokkur einasta fucking plan og dæla svo pening og svo eru þeir að móka yfir það til þess að þeir eru að fela skaðan sem þetta er að valda þeir eru að gaslýsa alla sem eru að tala þetta, þeir eru að kæfa niður allar umræðu, þeir eru að segja allir sem tala þetta séu rasistar og nazistar og vont fólk og þetta er bara svo, þetta er svo óheðalegt og þetta er svo skammalegt. Neita að safna upplýsingum þetta líka og byrta þér. Já, og það má ekkert segja og við höfum bara rétt á því og það bara meikar ekki segja, það er búið að brjóta, þegar þú gerir þetta, þá ertu búin að brjóta samfélagssáttmála, þá ertu búin að taka forsendur fyrir því að við sem að greiða skatta og þú veist og hvernig þetta fólk talar eins og við talaðum á hann, að yfirlæti niður til allara sem tala gegna sér sem augljósa rugli og augljósa fjárútláti sem gagnast engum og auðvitað verður það ekkert gott þegar þú ert með fullt af fólki sem er á ásbrú sem kemur úr fjarlæga menningarheimum hefur engan tilgang, er þarna bara bótum og að sjálfsögðu verða vandamál af því þetta er bara aðstæður sem þau eru komið líka sem eru ómögulegar, þetta var aldrei að fara að virka það var aldrei neitt plan, þetta voru stjórnvöld sem fokkuðu sig upp og fjölmiðlar sem eru að kofera þetta upp og þetta fjallar enginn þetta af því að þau halda að ef þau fjalla þetta að þá muni það valda einhver frekari fordómum eða einhver bakslægi eða einhver svona vondri umræðu eða eitthvað. Það er nákvæmlega þessi nálgun þeirra, þessi óheðaleiki í allir þeirri nálgun á öllum þessum útlendingamálum sem er að valda rasisma, sem er að valda hatursorðum, sem er að valda því að fólk er bara raunverulega reitt og ég held að það sé þessi birtingamynd á eins og þessum neyðarkalli að fólk er bara eitthvað, þau er bara fucking pissed off og þetta er ástand sem að þessi skýtli bara hafa skapað. Þetta snýst ekki hennar neyðarkall, þetta snýst ekki hann. Þetta snýst lippana. Það er ömurlegt að ástand sem að þessi fucking lippar og þetta feminista rusli skapað í íslensku samfélagi sé að bitna á þessum hópum. Þeir eiga það ekki skilið og þessir hópar, þetta eru jaðarsettir hópar sem eru bara mjög illa settir og ná ekki endum saman og þú veist þetta er mesta púðurtunnan í samfélaginu og þú varst að koma inn á áðan með þú veist hvaða kjósendur eru að detta hvaða hópar það eru þú veist að þegar þú mistir aðeins stráðin með Trump og þeir sem voru að kjósa það og þetta áalveg við hægrið þannig séð þessi nationalismi sem hefur verið vaxandi er út af þessum ástæðum sem Sverrir er að lýsa þeir eru einasta orði sem hann er að segja og það er bara það sem er að keyra þetta áfram og við sjáum það alveg í niðurbrotinu á kjósendum hverja flokka í hverju landi fyrir sig saman í Þýskalandi eða Bandaríkjunum og annað og meiri sé áhuga kynþáttum við sjáum að Trump bara að vinna til sig milli kosninga mjög mikið svörtu og latínofólki sem að koma óvart og fleira þannig Nei, menna, ég held að þetta sé aldrei akkurat kjarni málsins og ég held að þegar þú með svona situasjón þar sem mér finnst við vera að gefa fullt af hópum afsláttir við ætlum bara að kenna libbunum og feministum ég held að við getum bara sagt valda hópanir í samfélaginu bara þvers Já. Það er þú veist. Við teljum sjálfstæðismenn inn í libbunum. Og líka þeir sem... Þú segja Áslaug Arna væri leitt og í sjálfstæðismann það er libbó. Og sérstaklega kannski hópunum sem ég nefndi áðan sem hefur bara haft gríðarlegan hag af þessu ástandi. Að fá þetta influx bara þeirra fastegnir bara roki upp í verði og eitthvað. Við bara keypt bara 2 auka fastegnir og fucking hús á Spáni og þetta er bara næs, skilur. Þetta er bara drullu næs. Mjög gott, sko. Það er að myndast Hotel Billionaires í Bretlandi sem dæmi og ég veit að samtök skattgreiðenda eru að láta marga svitna pollum núna við að þeir eru að grafu hverjir hafa húsalegu samningana Þetta er milljarðamæringar, þetta er kannski gauðra sem hafa fólk sem, venjulegt fólk bara millisetta fólk sem er kannski búið að græða 200 milljónir síðan 2015 bara
ef þú kemst í að leigja bænum í gegnum þá getur þau bæði rukka hærra verð og bara eins og hann Baldur Borghús var að lýsa að menn eru jafnvel að endurinnrétta íbúðina sína vegna þess að ef þetta er leikt bænum eða ríkinu, fólki er farið, það bara fyrir að tekur upp eitthvað sem var kannski jafnvel að áður, bærin borgar, þetta skemmtist og það bara, þú fær bara óutfylltan tjekka, þú bara endurinnréttar fucking húsið. Hvaða hópa myndur þú setja inn í þetta? Þú veist sem að við erum ekki að nefna sem að þið við bera ábyrgð. Sko, það er helviti góð bók sem heitir We've Never Been Woke eftir bandarískan félagsfræðing sem heitir Musa Al-Gharbi. Eins og nafni gefur til kynna þá er hann ekki hvítur bandaríkjamaður og hann talar það í upp af bókunar hvernig það að hann sé ekki hvítur gera verkum hann getur talað þetta. Og það verður punktur. Og hann talar sko sem sagt þetta getur kallað þetta bara efri millistéttina, hann kallar þetta sem sagt symbolíska kapitalista. Þetta er fólk sem að dílar í upplýsingum og táknum og þess að þetta eru sérfræðingar, þetta eru millistjórnendur. Það eru nú þarna, þetta er lagið þar sem að hugmyndinar eru mótaðar, þar sem ákvarðanar eru raunverulega teknar. Þetta er hópurinn sem að aðalega bara græðir á því að láglaunavinnu afl sér flutt inn. Þetta er hópurinn sem sem sagt basically hefur töglum haldina. Þú veist, við getum hort á því 1%, en þetta er hópurinn sem að stýrir öllum eignum og allri pólitíkinni kringum 1%. Þetta liggur í allstæðri flokkum, sko. Þú veist, þú getur fundið þetta hvar sem er, sko. Basically er niðurstaðan svo að þeir sem töpuðu mest voru tekjulegstu hópanir og þeir sem voru jaðarsettastir raunverulega efnahagslega og þeir sem græddu mest var fólkið sem var menntaðast og var alveg á hinum pólnum og fólkið sem að miklu leyti til menntað út frá félagsfræðum og svo leiðist, þau hefur rauninni grætt mest að það hefur stækka langmest ríkið í kringum þetta. Og til nýðlega magnastörfum. Já, og þetta er rosalega áhugavert samikið þess að setja í, þess að þetta fólk er alltaf, við erum alltaf tilbúin að taka við fleirum. Og unga fólki, unga fólki svona 25 mínus hefur alveg skít tapað. Akkurat, og ég er að nefna það inn í, þú veist, lægstu stjórnum, en þú veist, en svo er þessi sem að eru einmitt í þessari þægilegu stöðu, já, auðvitað, þú veist, þið eru rasistar, þetta er svona, þetta snertið ekki, þetta er svo þægileg staða og svo þægilegt að setja á sig blinduglerun og þykist ekki sjá neitt, sko. Ég get súmmerað allt sem við erum búin að segja núna síðasta klukkutíman fyrir hönd þessa fólks í eitt orð, rasismi. Það er að horfa á þetta og það hugsa, það er ekkert að spáði sem við erum að segja. Og það vantar svo mikla samkennd í þessa umræðu og það finnst mér akkurat og alltaf er nefnt ef einhver talar þetta þá er alltaf sagt þið skortir alltaf samkennd að vera vók er bara að vera með samkennd skortir alltaf samkennd gegn þínum eigin fólki. Mér finnst þetta sko stundum Jung kom hérna upp áðan umræðinni. Jung er með sko þessa kenningu skuggan sko, það er alltaf þessar hliðar okkur sjálfur sem við getum ekki horft í augu við eða félum og hvernig lykillinn að því sko að heil manneskja er að horfast í augu við sína eigin skuggalhliðar og sem sagt svona meðtaka þær. Svona klæðast eigin skugga. En sem sagt hann er með þessa hugmynd líka, þessi vörpin eða projection sem að er svona lifir í daglegu lingói og svona, en það er þetta sko þegar að þú sem sagt getur ekki horfst í augu við þínar eigin slæmu hliðar þá gerur öllum öðrum þær upp líka. Þannig að staðin fyrir að vera að feisa það að kannski sérstu bara dálítið rasisti og alla þínar hugmyndir það að svart fólk geti ekki lært starffræði eða konur geti ekki fyrirtæki akkurat, þú veist, og þú bara einhvern veginn próti eftir þessu aðra sko. Og þú veist, það er segir, bara það sem að sko, bara eins og það var tíma var eitthvað sem að gekk á netinu hann að math is racist því að svartir bandaríkjumenn þeir komið verið út úr starffræði og það lausnin var að léttast kröfunum á starffræði fyrir svarta. Þetta er svona
hvað er þetta hérna Þetta er gríðarlega rasíst Þetta er gríðarlega rasíst og þetta er ótrúlega rasíst og basically að segja þessu heimski Þú ert að segja það og þetta er eiginlega sko the bigotry of low expectations En Ég hef ekki heyrt það áður, það er mjög góð Gleymum ekki því þau sögðu ekki með beinum orðum heldur í gjörð Nei. helst ekki með Vandamálið er sko að það er eiginlega verra rasísk Mér finnst það einmitt líka, það segir svo mikið það hvað þessi lippar eru ógeðslega umhverfaverðir af því að þeir eru alltaf að fara svo kringum, þeir segja aldrei það sem meira, þeir eru alltaf að lappa svo í kringu af því þeir eru svo low confrontational fólk sko, eitthvað svona meikar ekki að horfast í augu við neitt sko og get ekki einhvern veginn stað í menninu, get ekki sagt neitt bara, segið bara hvað eitthvað raunverulega fucking finnst, en nei, þið þóraði ekki af því þetta eru allt fucking aumingjar Herðu, ég ætla að taka þessi orð og ég ætla að fara í nokkra hluti núna. Spurning, er það með closed hérna? Já, við getum einmitt tekið þetta, þú fer bara hérna og Helgi sýnir. Ég ætla að byrja á að taka hérna nokkuð komment og við getum hérna, þú fara líka það? Nei. Það er hérna, búmerinn lifir á því að eiga einokun á öllu húsnæðalandinu, er þeim ákomandi stórbónda sem lifið að eiga allt beitiland í landinu. Já. Og mjög einfalt, býtum við. Já, maður er alltaf alvöru íslensku maður nema að drekki hvíta orku. Svo kemur hérna frá honum Bjarka sem er, ég veit það ekki, hann að taka yfir sem mest í húmoristinn okkar. Drakk og verðt svarta orku í staðin eitt sinn og gæti ekki unnið eftir á. Já, hvað fórum það bara á okkur að bætur? Víðir Orri Hauks og segir eftir og stalst hjóli og Bjarki svarar nei, eitt er bara kvöldur á KFC. Ég skil ekkert hvað er að tala sko. Eru þetta einhvers konar hundaflautur eða ég átta mig ekki alveg á þessu ég held að sé ekki glúmsflöt ég skil ekki hvað það er að tala sko. Ég er svo órasískur hérna Atli Tórarensen, mikill meistari ég held að Atli hafi verið einn af mínum Atli er frábær kongur, ég held að hann hafi verið einn af mínum 5 fyrstu fylgjendum á Instagram Blessaður Atli hann er að æfa mikið á samanstæði og við höfum oft spjalla það er algjör meistari ég tek undir það hann segir hérna, ef það verður stríð í Norður- og Vestur-Evrópu kæmi mér á óvart ef að kallmenn myndu vilja berjast fyrir þjóð sína af augljósum ástæðum algjörlega og þá segir Arnar, hérna, okkar maður það er þetta mjög áhugaverð pæling ég væri jafnvel til að taka þetta bara fyrir hann hérna, ég ætla að geyma þessi 3 kommentina með það út af flótta fólki kallmenn hafa, geima það líka lengst uppi lengst ég er lú hérna, hann bað mig best, ég held ég hljótum að geta kalla hann geit þáttana og hérna besti vinnu þáttarins hérna áhlatturinn hann lét verða af því sem hann var beðið í síðasta þætti að hérna undirskrift gegn fyrir lögreglustjóra að segja af sér og við eigum, hann bað okkur að plugga þau, við náttúrulega gerum allt fyrir hvað er margir búin að skrifa undir? Ég er ekki búin að tjekka það en við, hérna, ég átti sá sem að bað að listin er í gerður í síðasta þætti, hann senda mig skilabóð og hann talaði að það væri algjörlega útséð að hún væri aldrei að fara að segja af sér aldrei og þetta þyrfti að vera freka þrýstingur á dómsmálaráði. Já, algjörlega, ég er alveg sammála því. Hún er aldrei að fara að gera það. Nei, þess vegna þú veist setta spurningamerki við listan eins og hann væri. Var ekki Bjarmi? Jú. Ég er ekkert vissum að við mátt vera að segja það, en ok. Jú, hann var að tala undir nafni sko lagði til spurningalista þó einhver annar hafi gert það sko ég ætla líka að nota tækifærið og áður en við förum einmitt í þetta vegna þess að þetta var svo það áhugaverð umræð það er að hérna minna á söfnunna við erum komið með fullt af aðilin sem voru ekki hérna áður og bara við erum meðfram þessum þætti erum við að hérna við ætlum að syngja afmælisöngin fyrir næst besta vinn þáttarins það er bara við erum búin að skuldbinda okkur í það og við erum menn orð okkar en hérna við erum að safna fyrir Birni litla sem að hérna hann er bara nokkura vikna núna og nokkura daga gamalt kom í ljós mjög alvarlegu hjartagalli hann þurfti að fara til Svíþjóðar það var ekki hægt að sinna þessu hérna á Íslandi og öll fjölskylda með honum hann er búin 3 aðgerðir, þarf að fara í fleiri bara leið og hann er verður nógu sterkur til að höndla og hérna við erum að reyna að létta þeim eitthvað því að það á engin fjölskylda að þurfa að ágjöra þessu Við ætlum að bjarga Birni í kommentinu sem við erum búin að pinna getur fólk séð reiknisnúmer og kennitölu sem getur lagt inn á
og bara enn og aftur, þú veist, þetta svo auðveldlega geta verið ég, þú veist, sem að væri í þessari aðstöðu, þannig að þú veist, þetta bara minna þeir sem að hafa ekki efnaði, engin shame, engin þrýstingur, bara ef þið hafi ráða á því að leggja þessu lið, þá bara endilega gera það. Guð elskar góðan gjafara. Það bara svoleiðis. Það kemur tilbaka. Það kemur alltaf tilbaka. Alltaf. En það komu komment sem að var okkur býða með til að lesa sérstaklega fyrir þig. Það er með svarta orkna. Það voru nokkur komment, það er ég ætla að lesa nokkur kommentir og við ætlum að fá svona aðeins þitt teika það. Hann Atli Thorarsen segir, ef það verður stríð í norður og vestur Evrópu, kæmi mér á óvart ef kallmenn myndu vilja berjast fyrir þjóð sína af augljósum ástæðum. Arnar Armjarnar svarar rétt, leifum konunum að berjast að þessu sinni, þær hafa ju kosningar rétt. Svo segir Holy Thunder King fer eftir hvernig stríða væri, vildi held ekki vera undir rússneskri stjórn. En ef við myndum setja konunir í það, þá væri við í raunin að kvitta undir eigin dauða. Bara sem samfélag, það væri samfélagslegt harakiri. Ég ætla að klára þetta. Konur eiga ekki að hafa kosningarétt því þær geta ekki barist í stríði sem þær eru til í að kjósa þig yfir aðra. Og loka kommentið eða flóttafólk. Kallmenn þurfa hafa allavega enga hagsmuni af því að deyja fyrir pólitíkusa sem hata og hata þjóð sína og vilja fremja menningalegt, þjóðernislegt sjálfsmorð. Passar þetta við það sem við sáum í fyrri heimsstyrjöldinni þar sem að Bretar til dæmis keftust við að falsa að þeir væru orðin nógu gamlir til að mega berjast Úkraínumenn áður en að fóru að koma í ljós hvað þetta var hræðilegt og stríða á fölskum forsendum jafnvel að mörgu leyti. Menn sem að gátt ekki konskripta fyrir fóru sér jafnvel að því það var svo mikið skömm. Já, hvar erum við að horfa á núna ef að menn lendi stríði? Ég myndi ekki vilja deyja fyrir Þorgeiri Katrínu. Hún er bara þetta mest stríðsæsningamaður sem ég sé lengi fyrir utan kannski Þórdísi Kolbrúnu. Já, hún á ekki séns í Þórdísi Kolbrúnu. Nei, ok, ég get tekið, hún var bara náttúrulega með tungun upp í raskatinn á Selenski bara á samfélagsmiðlum og allstaðar. Hún bara rimman í beinni. Allavega, ég ætla að spyrja, gestin, hvað erum við að horfa á þarna? Erum við búin að þurrka út viljan hjá mönnum til að gera eitthvað fyrir þjóðsína eða? Það bara eins og fyrir tímum til því að bandar ekki mynda yfir. Þeir okkar leikur. Þar eru Suðuríkja mennindin nánast upp í staðin í hernum. Ég held nú samt sem áður að endaðu deg, ef maður ætlar að standa við ykkur að það sé ykkur súptast í kallmennskunni, að þá eigi maður komið til þess að setja undir þessu höfuð og taka slaginn, Það er bara eitt í þessu sem er ákveðið líkilega. Heyrist ekkert í gestinu, segir Arnar, þannig að ég held að nokkru sekundum að eftir núna. Heyrstu mig núna? Nokkru sekundum að eftir útsendingin. Sem sagt, þegar það kemur ákveðin harður veruleiki þegar það kemur að kyni og stríð. Við getum, það er til þessi kenning sem er sem sagt, male disposability og margir hafa notað hana sem svona vælukenningu og harði veruleikin er samt sem að það sá að ef að 90% kallmanna samfélags þurrkast út þá getur þau samt endur populera samfélagið á einni kynslóð. Það verður ekki þannig ef að 90% hvernig þurrkast út. Sem er ástæðan fyrir því að ekkert samfélag myndi nokkuð tíman ákveða að láta konur sjá stríð fyrir. Nema Danmörk. Mögulega Danmörk. Þeir eru búnir að setja sér satt konur og skildar í herinn og þetta finnst manni svo galið. Þegar við erum komið þarna sem samfélag að þá erum við ekki að fungera rétt. En ég minna það er alveg hlutir í hernaði sem að konur geta definitely algjörlega verið konur geta til dæmis verið góðir orðflugmenn, þær geta vunnið á herskipunum í alls konar hlutum þar og eitthvað svona. Það er hins vegar þetta með stígvél á jörðina. Þar sem að kyn fer að skipta til máli. Það eru konur sem að að geta náð þessum líkalegu mörkum sem þú þarft til þess að vera sem sagt getur farið og barið. Vonandi verður standardin ekki lækkaður eins og á lögreglunni. Þeir eru að hækka hann aftur í Bandaríkjunum. Ég meina það var það sem var gert fyrir konur í lögreglunni á Íslandi. Í nafni jafnréttis þá bara lækkaður líkamli standardin. Ef þú myndir gera þetta í stríði þá væri þú í rauninni að kvitta upp á eigin dauða bara þinna þjóð. Myndir við vilja 45 kílóa lögreglumaður kemur þér í brennandi bíl að reyna að draga út?
það ekki alveg ídealt sko, en ég man hins vegar eftir í að brenna inn í bílnum gamall vinur minn sem var lögreglumaður þegar ég var einhvern tímann hann 25 ára eða eitthvað svoleið sko, og hann var á því að mannskja sem vill fá með þér í inn í erfið aðstæðunar akkurat 1,40 pían að því að hún mætir hann í stald á skónum sínum með piparúðun á lofti og bara ekki að fara að gefa neinum sens á að vera með vesen á móti. Þannig að það virkar alveg þangað til að einhver slæra hana niður. En erum við ekki að horfa þá á... Sem maður sem hefur æft bardaga íþróttir alveg tiltölulega mikið, að þá, það virkar rosalega vel að vera ógnandi gagnvart þeim sem ætli ekki beita ofbeldi. Já. En þegar þú komið menn sem eru með einbeittan brotavilja og eru actually stór hættulegir, þá breytist jafnan algjörlega. Og líka eins og bara með slökkvistarf, skilur Ég meina líka þegar þú kannski komið með sko, fólk sem innviklað eða skiplaða glæpastar sem og ber enga virðingu fyrir búningum sko. Nei, og jáfnvel fólk sem kemur frá löndum þar sem herskylda og hafa herþjálfun, þá ertu sko, þegar fólk hefur lært að beita sko ofbeldi sem verkfæri. Þú ert að vinna með allt öðru einstaklega heldur en bara einhvern sem að snappa og Já, af því að hérna fólk ekki vant í að slást og það eru flesti sem þekkið ekki, eins og segir að ekki herskylda og svo framvegis, en svo eru aðrir sem að þurfa að læra það og það partur af þeirra menningu að læra það og við erum að fá þannig fólkinga í stórum stíl og fólk sem hefur lifað í hræðslu og annað og jafnvel með PTSD og þar kannski og mun bregðast öðru sér við ógn heldur en venjuleg fólk myndi gera og lítur á fleiri hluti sem ógn heldur en venjuleg fólk myndi gera út af sinni skerðingu. Mér langar að skjóta þess inn í en þegar þú minnist á þetta með að kemur inn með piparúðun lofti, erum við þá samt ekki að búa til aðstæður þar sem að hún jafnvel þyrfti þá frekar að beita vopni heldur en fíleldur kallmaður, er það ekki þá hættulegra fyrir þann sem komið að? Svo það líka alltaf spurningum hvernig sko, einstaklinga þú ert að eiga við eins og svo það líka sko, bara eins og þegar ég var í podcastinu með honum Þórunni Hjartar og hann var að tala með þetta með sko, vorum velta fyrir okkur með til dæmis innflyndur og hann að vinna með marga stráka frá múslimlöndunum sem í boxinu hjá honum og sem sagt eins og við bara orðum það svona mjög blanda að þá ferði einhvern sem með einhvers konar svona inngildingar mentun á bakinu sem kemur og ætlar að vera soft og goodie við þá það bara ekki það sem virkar fyrir þennan hóp virkar ekkert þú þarft einhvern sem að þeir sjá sem svona daldið svona alfa við köllum þetta inngeldingu það geggjað ég þetta með mikil issue gagnvart þessu inngildingar hugtaki því að sem sagt þetta hugtaki áður var aðlögun og þá er hugmyndir að fólk sem flystir í samfélag aðlaði sig að samfélaginu inngildingar hugtakið sko shifta þetta aldrei ábyrðina yfir á samfélagið Þetta bara auðmingja hugtak við skulum bara tölum bara beint og fyrir ekki ég ætla ekki að tröfla það fíkur bara í mig þegar við tölum En þetta er svo rétt að því að það er svo margt sem er búið að snúa á hvolf eins og þú rættir hérna fyrir þættinum þetta er með tilvísunum í það að það einmitt þá var þetta að koma inn í samfélagið og aðlagast okkur núna er þetta einhvern veginn að samfélagið á að aðlagast þeim Það er enginn til í þetta enginn en líka það er bara sjálfsögð krafa samfélags að fólk sem flyttir inn í það aðlagast að því og það mun óhjákvæmilega gerast að það verður ykkur Nei, ég nóti ekki þannig sko ég bara sammálaði sko en ég meina að óhjákvæmilega verður ykkur aðlögun á móti fólk kemur með nýjar hugmyndir og alls konar nýja hlutin í samfélagi skiluru og við tileinkum okkur það eitthvað því að ykkur leitið svo sélættíft eins og svona Ungi drengi byrja að vopna væðast meira ég meina það er ímislega sem kemur með og kannski er alveg sumt gott að því en ég meina þú veist að einmitt en þú veist það er aldrei þannig að sko samfélagið sem að tekur við fólki á ákveði tilkall til þess að fólk eigi sér áttina því Mér finnst mjög góð myndlíking að tala um að samfélagi sé líkt og svampur þegar kemur að þessu. Það getur tekið eitthvað x stóran hóp og gert hann. Það er eitthvað x stór hópur sem við getum tekið við og raunverulega gert að Íslandingum og því sko, fjær sem að þessi hópur sem kemur til landsins er frá okkur menningarlega því meira átak þarf til þess að gera einstaklingin að einn á okkur þannig að ef við erum með risastóran hóp sem kemur frá mjög fjarlægu menningarsvæði þá hefur bara samfélagi ekki getu til þess og ég var með
maður heyrir sko tala eitthvað svona íslensku kennslu og við verum að setja meiri pening í íslensku kennslu, heyrðu, þetta 50.000 manns sem var komið þetta til Íslands síðan 2018, það er engin mannskapur til þess, hann bara ekki til í öllum heiminum, mannskapur til þess að kenna öllu þessu fólki í íslensku. Nei. Og aðstæðunar sem við erum að búa til fyrir þetta fólk líka þannig að þetta svo stór hópur og hann býr í þannig samfélögum að það engin hvati heldur fyrir þetta fólk til þess að læra íslensku. Nei. Það ekkert í neinum samskiptum. Já, það ekki í neinum samskiptum við Íslendinga. Og líka bara ef við snúndum við, sko, það sem gerir þetta skýrt fyrir okkur, ef við hugsaum það, við ætlum að flytja til sko Danmörkur á morgun, og sjá ekki fyrir okkur það verður neitt sérstaklega erfið. Það svona nokkuð veginn svipað samfélag, nokkuð veginn svipað kerfi og svo framvegis, skilurðu, aðeins og öðru segjan, við þekkjum þetta vel. Já. Ef við ætlum að flytja til Indlands á morgun, þá finnst okkur við vera að fara yfir einhvern rosalega stóran þröskuld. Við erum að fara inn í hvað sem við þekkjum ekki og skiljum ekki. Já. Og það þetta eins í hinn átti. Og þessi faktor, hann hefur verið hunsaður af öllum, maður bara svona af hverju var þetta allt saman gert svona illa og ég held að þetta hafi allt saman verið gert svona illa að þetta voru pólitíkusar sem að skeittu engu skaðlegu áhrifin sem þetta gæti gert við þjóðina eftir 10 ár því það vildi skora eitthvað svona samúðarstig af þjóðinni í dag þannig að þau hugsuðu ég vil bara skora stig hjá þessi fólki og þetta kannski gallin við í lýðræði því þú ert alltaf líka að pæla í bara næstu kosningu sem eftir 4 ár og að neikvæðu afleiðingarnar af þessari gölnu innflytjastefnu voru kannski ekki endilega, þú veist þetta fólk kannski bara hægt á þingi en þú gast skora stig og það var fyrir sjáanlegt að afleiðingarnar yrðu ekki hræðilegar strax. Ég vil skjóta svolítið hérna inn í með að þetta sé mörguleiti líka svona ákveði svona, hvað segir maður, möppudýra reynsluleysi því að þegar þú snerir dæminu við. Hugsaður ef að sko við væri með manneski sem að væri bara all in í þessu, bara, þú veist, bara típan sem að þú varst að nefna á þann sem að þú og Þórarinn voru að ræða, þú veist, eitthvað svona hámenntaður kvenkist félagsfræðingur, settu hana núna inn í bara meðalborg í Sómalíu. Já. Hún á ekki séns. Þú veist, þarna er allt í hennu komin úr þessu verndaða umhverfi sem að við í rauninni búum í yfir í samfélaga sem að sko mannslífið að mörgu leyti einskis virði að því þetta er bara survival of the fittest að mörgu leyti þú veist, ef að þú spjarar þig ekki þá ert þú bara fucking dauður og horfðu svo á það þegar þú setur inn aðila sem kemur úr því að þurfa að berjast fyrir hverju einasta skrefi sem þú tekur áfram inn í Íslands samfélag herðu, vá, ég get bara gert það sem ég vil þú veist, hvað alltaf, þessir, þú veist auðmingjar þetta, þeir ekkert að stoppa mig og það er enginn sem að neyðir þig til þess að aðlast þessu, af hverju ættir að gera það? Já. Sérstaklega við skoðum að þeirra verið að tala eins og núna, þú veist, ég verða að skjóta þess inn í því að annars gleymi því, hérna, ég ætlaði búin að tala um þetta í allt kvöld, hafa verið að tala um núna að í nauðgunarmálinu sem að Gauri var dæmdur fyrir játaði á endanum, þessi tveirarna sem að fóru og nauðguðu stelpunni og hann er dæmdur sakhæfur en hann kemur einhver ógeðslugur fakki kemur og er að reyna að halda þig fram hvort það er einhver réttar hérna sálfræðingur eða eitthvað svoleiðis er að halda þig fram að hann hafi refsing er ekki að gera neitt fyrir hún er tilgangslaus. Nei, er það kannski út af því að hérna viðkomandi mögulega það greindaskertur? Nei, það var talað mögulega en það var samt sagt að hann væri sakhæfur. En mér finnst þetta líka lýsa þú veist, það er hægt að refsunum sko en að það mögulega ber engan ávöxt út af því að þú veist að hann en þá skulum við endilega sleppa honum aftur út í samfélagið. Þetta er lýsandi eitt og það er að viðhorf gagnvart þessari refsistefnu er röng. Það er einhvern veginn, það er eins og hérna að fangel, að innlögnin, hvað heitir þetta? Þú situr inni að þetta sé vera gert á hérna forsendum fangans skilur, við erum sem samfélag að taka þig úr umferð af því þú ert hættulegur skilur, og við erum að fullnægja ákveðnu réttlæti af því það er gott fyrir samfélagið af hverju ætti okkur ekki að vera skít sama þó þetta skili engu við erum bara fullnægja ákveðnu réttlæti það er bara að taka þetta úr frípass á það, já ok, núna getur þú kannski bara nauðga og borið þetta fyrir þig. Þetta er náttúrulega, kerfi hefur náttúrulega rosalega margar funksionir, þetta einmitt, þú tekur fólkur umferð, þú ert að veita ákveði réttlæti sem hjálpar kannski þolendunum að vinna á sínum málum. Samfélagið hefur þörf og þú ert líka sem það skilaboð, við líðum ekki þessa hegðun.
Ég fyrir mitt leiti á því samt að við þurfum í alvörun að gera miklu betur í fangelsiskerfinu okkar við að vinna með fólki sem það. Algjörlega, en ég er bara að segja mér finnst þessi faktor hafi verið tekinn úr. En líka, ég meina, þú veist, það að einstaklingurinn, það að afplana myndi ekki gera mikið fyrir hann, það er okkar vandamál. Við byrjum ekki saman hann. Mér er það samátt að vera í hengdur. Nei, við viljum bara ekki, við viljum bara fara, þegar hann sleppur einn daginn, þá viljum við bara helst að hann hérna gerir þetta ekki aftur og kannski geta orðið semlega fungerið einstaklingur í samfélaginu. Skiptir máli að það sé réttlæti fullnægt í samfélagum? Það gerir það líka. Það bara getur orðið ákveðin upplaust orðin ákveðin mismunun á fólki, Og það er ekki bara það, þú veist, að það er ekki nóg að réttlæta sér framkvæmt, það verður að sjást vera framkvæmt. Það er líkil atriði fyrir lögmæti alls kerfisins. Akkurat. Þannig að hérna... Já, þetta er einmitt náttúrulega í fyrsta lagi, þá er náttúrulega frelsissviptingin refsingin. Svo getur við rætt skiluru hvað annað á að fara fram í fangelsum og svona. Ég er alveg sammála því við þurfum að gera miklu betur þar. Þetta er mest ósexy umræðefni. En þetta er það sem var að gerast í Þýskalandi, Bretlandi, Írlandi, það eru með aðila, þú veist, eins og til dæmis bara í Þýskalandi, þá voru menn, það var 1 settur í fangelsi af 8 sem að hópnuðguðu stelpu í 3 klukkutíma því að þeir áttu svo erfitt félagslega, þeir voru félagslega heimilislausir sem einhver kettling sem er by the way, sömu trúar og þeir, ég ætla að taka það fram, bara engin afsláttur hérna, bar vitni við rétti þeim var til þess að einn þeirra fekk fangelsistóm, hinum var öllu sleppt, bara sleppt út í samfélagið. Ef að maður hefur ekki gott að refsingu að því hann annarkvort of ógeðslega heimskur eða of, þú veist, bara of mikið rítart á öðru leiti til að meðtaka þessa refsingu, þá að þessi maður bara verið í lokuðum klefengstaðar. Ef þú skilur ekki að þú meir ekki taka stelpu sem að vinuðin kemur með heimtíðin ofur ölvi og þú meir ekki taka upp þegar þú þetta nauðgeni, taka það upp, senda á viniðina. Ef þú skilur þetta ekki, þá bara kveikið þér einhvers staðar, Ég menn líka bara að segja það að þú veist, fyrir þólandan í þessu dæmi, þá eru allir þorri gerandi að ganga laus. Akkurat, það er að fyrsta sem ég hugsaði öryggiskennir er farin. Endur tekið þetta og þá fáið sömu meðferð kannski er ennþá meira bátt þá ég veit það ekki, þú veist og hérna, þetta er bara svo gjössanlega galin hugmyndafræði, einhvern veginn öllu leikti þarna er svolítið búið að vóka yfir sig Já, daldið, og þetta er þú veist, það er líka eitt það að fólk sé með einhvern harmrænan bakgrunn og fórnlamb einhvern svona aðstæðna, það er bara ekki hvað sem Nei. Það er bara ekki svoleiðis Sammála því Það er svo fyndið það er rosalega meðvirkni hjá þessum hóp gagvart öllu svona Helgi þarf að fara að koma sér þannig að við verðum bara að standa við stóru orðin fyrir orðvitan. Það var fólk sem að orðgæði háar uppfæðir þetta og Helgi var að reyna að koma sér undan því. Það er ekki búið. Annars Sverrir, ég byrja bara Þetta verður eitthvað maður. Ég var að byrja gestina að syngja með hann á afmæli í dag. Ég bara vil ef að segja Mattías eða Örviti er ekki bara taka fyrst. Ég vil óska Mattíasi mínum bara til hamingju með daginn. Ég veit að hún nú stundum andað svolítið svona köldu á milli okkar en ég vona að þessi afmælissöngur geti kannski lagað eitthvað í okkar sambandi og kannski ég fái unblokka á X-inu það reyndar væri geggjað ákomið þætti væntu það þeir sem er ekki blokkaður að Mattíasi mega bendunum á þetta til hamingju innilega með daginn elsku Mattías minn þú ert bara einn af mínum bestu vinum og einn af mínum stærstu aðdáendum og stuðningsmönnum og ég bara þú veist, ég bara get ekki lýst þakklæti mínu fyrir þig nógulega mikið þú heitvotsar alltaf þætti þú ert alltaf eitthvað að gera mig frægan eitthvað starf á okkur Facebook og bara ég bara þú ert bara real one bara kongurinn og já hann á afmæli í dag hann á afmæli í dag hann á afmælan Mattías hann á afmæli í dag og við klöppum fyrir Mattíasi þetta vitum ekki hversu gamall hann er Nei, við þurfum ekki að taka seinna erindi þetta var bara eitthvað versta sem ég gert samt að besta svona djöfull Nei, ég hann á ábyggilega enga vini þannig að það er ágætt að við Ég er vinur hans Já, hann á mig Já, en hann hefur svo sem ekki opnað á það Nei, Mattías, ef þið líður illa hann fættir gær Já Þetta er hérna, klukkan norðin 10 mínútur yfir 11 og
Ég held bara, við verðum til að fá Kolbeinn bara einhvern veginn aftur. Já, það var í gegn. Þetta var mjög skemmtilegt. Er það ekki? Mjög skemmtilegt og mjög gaman að fá insight frá manni sem er við félagsræðdeildina eða þú veist félagsráðgjafadeild og er búin að vera, þú veist, í rauninni, hann er bara í miðjunni á allir þessari hugmyndafræði. Já, þar settur á þínu vinnustað. Þekkir þetta reynslu. Ég finnst líka bara svo gaman þegar að maður hittir gesti, ég sem hlustaði hjá Þórarni, en þegar maður fær gesti sem kom mann svo óvart, sko. Já, ég var að segja mjög óvart. Það er bara, það er svo gaman. Ég hef með loka spurningu. Já. Mundur þú segja að þú væri feministi? Nei, ég hef sagt ég verið feministi, en sem sagt Getur það ekki í dag? Ég er með issu, sko, sem er það að þú hattar konur. Já, annars væri ég voru bara að svara þessu. Mundur þú segja að þú væri feministi? Nei, sko, mér finnst bara það er svo mikið það er fátt sem að sko setur upp rauðuflöggin hjá mér gagnvart gaur í kringu samskipt við konur eins og að lýsa yfir að hann sé feminist. Það hafa bara verið og margir gaurar í kringum mig sem hafa lýst yfir að þeir séu feministar sem síðan hefur bara komið í ljós að voru bara djöfisins kring. Þú er jafnbreytið sinni en ekki kall feministi. Já, ok. Ég get lifað því. Takk fyrir þetta. Bara þökkum við kærlega fyrir okkur og ég ætla að fara að slökka útsendingunni. Takk allir fyrir að horfa. Góð komment og... Herri, við Sverrir Helgason, Helgi Bjarnason og Jón Þormar. Takk Helgi fyrir að vera góð manneskja. Já. Ég verð bara að bæta þig við. Já, takk fyrir það. Ég er alltaf að reyna. Já, þú ert að reyna. Takk fyrir að vera þú. Og Kolbeinn, takk fyrir að...